Það þrennt sem ég elska í lífi. Börnin mín, kaffi og bíóblaður. Áskil að byrja þáttuna að gefa það gjöf. Ég held að þú ætlaðir aldrei að byrja að bjóða mér þetta. Ég er búin að horfa á þetta núna hérna alveg. Girndaraugum. Já, heyrðu, geggjað. Bíóblaður, spurningaspil, það kom út núna rétt fyrir jól og gekk bara bærilega og ég er spenntur að vonandi gera annars svona spil í framtíðinni. Já. Ég ætla að gefa þér eitt stykki. Takk Ásgeir. fyrir. Ég ætla að segja þér af hverju ég ætla að gefa þér. Já, til ég sjálflýsi það. til þess að fleiri köpa. Nei, það er ekkert catch á þessu. Þú ert vinsælsti gestur minn. Er það? Já, þú átt, ég var aðeins nefnt að við áður, fyrir utan podcasti, það var auðvitað upptökur. Þú átt 4 af topp 10 þáttum. Það er svoleiðis. Já. Þannig að þegar þú kemur, þá er það veisla og fólk er svo spennt fyrir því. Ég er búin að fá nokkra spurningar, verður áramöndu þáttum með Ásgeiri. Bara já, ég er að fara að taka hann upp. Það er skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Já, ég bara Verður það góður? róðna. Takk fyrir það. Þú getur spilað um áramótin. Já, bara. Við heru. Já, ekki spurning. Ha. Ég var að spila hana quiz í gær. Já. Stórum hóp og þetta bara, þetta smelt passa þarinn. Og bara ég ætla að segja líka við ykkur sem eru mögulega að hlusta á hana þátt. Ég byrja í febrúar, mars. Þessi þáttur verður þannig að fólk hlusta á hana allt árið. Já, já. Af því að þetta verður kannski ekki enda fáanlegt allt árið í búðunum, ég ætla að hvíla aðeins. Allt þetta senda mér enga skilaboð á Bíóblaðs Instagram síðunni. Bara svona hafa það bak vera. Já. Annars ætlum við ekki bara að dempa okkur í þetta, Ásgeir. Jú. Ár síðan við hittumst. Er það ekki? Jú, cirka. Þetta er alltaf á þessum tíma. Þetta er þægilegt. Þetta er svona, milli jól og nýjárs og það er einhvern veginn svona, þú veist, maður er hálf saltaður og sykraður, sko. Þá kemur ég chill hérna og getur kjaftaði bíómyndir. Bara, þú sagðir hérna, viltu fá konfekt og viltu fá kaffi og eitthvað, ég bara, nei, ég ætla að fá vatn. Og konfekt. En mér finnst pínu óþægilegt hvað þetta líður svo satt. Mér finnst ekki þessi heilt ár síðan við hittum. Nei, ég er sammála því. Við höfum bókstaflega ekkert hist. Við ætlum að taka ballerinu þátt. Já. Við höfum að ræða hana hérna á eftir. Við gerum það ekki þegar að koma því. Það er rétt, við gerum það ekki. Við ætlum að gera það. Já. Ég er svona, saltað aðeins. En við tökum hana fyrir núna. Já, sko, það var þér að kenna. Það var þér að kenna, við tókum ekki ballerinu þá. Var það mér að kenna? Þú varst eitthvað rosalega upptekinn. Var ég upptekinn þegar? Og síðan einhvern veginn var hún bara komin út og eitthvað og við bara svona, bara. Við geymum þetta bara fyrir áramótaþáttinn. Já. En ég ætla að byrja á einu, sem er ekki hérna, þú sér wallpaper sem ég bjóð til. Já, ok. 2025, við erum auðvitað meir að telja hann upp fyrir mína hlustundur áhörundur. Já. One Battle After Another, Sinners, Weapons, Jurassic World, Rebirth, Ballerina, F1 og Superman. En það vantar eina myndina sem ég ætla að byrja þáttin á. Já. Og það er örugglega stærsta myndin á árinu. Já, væntanlega. Avatar, þriðja Avatar, Fire and Ash. Ég er ekki búinn að sjá hana. Nei. Ég ætla að segja bara stutt núna, ég er ekki búinn að sjá hana. Ok. Ég ætla að vera búinn að sjá hana fyrir þennan þátt. Ég hreinlega nefndi því ekki. Nei. Ég hef engan áhuga að sjá sem mynd. Mér varst 2 misefnuð. Mér varst þú svo leiðinleg. Að fara á aðra 3 tíma svona mynd, ég gat bara ekki hugsa mér það. Nei. Þú segist af síðana, ég vonast að segja satt. Ég er að segja satt. Þú segist að fara hann í gær. Já, ég fór hann í gær. Og okay, sko klukkan 12. Fórst hann klukkan 12? Já, það er hún svo löng, ég hugsaði svona, ég mun ekki að taka hérna 4 til eitthvað 7 eða 8 eitthvað, þannig ég fór klukkan 12. Ok, þannig að þið sem eru að hlusta hana, þið verða afsaka, ég er ekki búin að sjá hana. Ég kannski sé hana einhvern tímann, ég er bara ekkert spenntur. Minn tími frekar dýrmættur í dag með 2 litlu börn. Þá vil ég frekar bara lesa ykkur góða bók sem ég fekk í jólagjöf. En Ásgeir, þá eru þú núna ekki spoila myndina. Nei, ég skal ekki spoila, ég skal bara aðeins. Komdu aðeins með það, því við vorum svolítið sammála með 2. Fannst hún ekkert frábær? Nei, 2 var alls ekki frábær og og það sem að að því ég fór svolítið að greina þetta eftir myndina í gær. Af því að sko 3 er miklu betur en 2. Hún er ok, þú bara að segja það strax. Já, við getum alveg byrjað þar. Þannig að, en það eru margir sem hafa einmitt spurt mig að þessu og sagt þetta eins og þú ert að segja bara, veist, ég nenni ekki að sjá, þetta er ekki bara alltaf sama og allt eins og eitthvað og bla bla bla, sko. 2 var náttúrulega, sko, og þar fóru einhverju svona gagnrýndar mjög eigi sig yfir því, sko, hvað þetta væri flott að þetta er í vatni, og að því að tæknilega séði mjög erfitt að gera hluti oft í vatni. Já, og það tókst rosalega vel, það var rosa flott og allt það, en veist, bara gef mér 10 mínútur af því og síðan ekki meir, en 3 klukkutíma var svolítið mikið, þannig að það var svolítið mikið
vatn þannig að þessi þú veist, það miklu meira, hérna kemur eldurinn inn sko, og það svona eitthvað fire people í því og eitthvað sko, og þá koma sko, það eldur og það vatn og það jörð og það svona, ná aftur að draga meira svona af öllu inn. Þannig að hérna án sér fara að spoila og svona, og líka eins það er líka leiðilegt að heyra einhvern veginn kannski fyrir þá sem alla á hana, hún sé seinlega betri en 2 því þá kemur það kannski ekki jafn mikið óvart. En það sem að stendur eftir engar síður, og ég skil ekki alveg að því að þetta bara, ég meina, hvað bíó annað en bara tilfinningar, sko. Búa til réttu tilfinningarnar og rétta, hvað sem það þú veist, átt að gráta, átt að hlæja, átt að, þú veist, hvað tilfinningar býr þetta til. Og Avatar 1 svo sturlu mynd, því hún, sko, þú horfir á Avatar 1 og þið langar bara að verða betri maður. Þú vilt bara byrja að flokka, þú veist bara setja plast í tunnur og bara einhvern veginn vernda heiminn og ég passa náttúruna og þú einhvern veginn, þú heldur svo með, þið langar bara að verða blár Avatar. Þau bara eftir myndina, þú bara einhvern veginn hvað mannfólk ömurlegt og hvað við erum að ryðjast yfir allt og taka yfir og græðgin og menga og allt þetta og við höldum svo með þú veist, Avatar, sko Navi fólki. Já. Og hvernig ná að búa til þessa tilfinningar og þetta stóra tré hérna í lokin sem að, þú veist, allt, þessi litir og tengingin við náttúruna og bara, þú veist, tengingin, þú veist, þetta verður bara svo mikið að þú ferð. Bara virkaði. Já, að þú ferð að myndin, þú bara svona, bara vá, hvað var þetta? Og 2, það var náttúrulega bara, þetta náði engu, þú veist, það var ekkert eitthvað tré og það var engin tenging, það var ekki neitt, þetta var bara svona eitthvað sjóni á vatn, bara fullt af vatni og eitthvað sjónarspil. 3, þá náðir aðeins að fara þarna aftur, þá ég segi nákvæmlega hvernig það en þeir fara aðeins þarna aftur með ákveðna persónur sem ná að, þú veist, tengjast meira og svona, en engar síður bara svona on the surface og svona, þú veist, bara 20-30% aðeins sem var í fyrstu myndinni og það finnst mér rosa skrítið að sko, þú veist hvað þar og þú veist hvað fyrsta myndin var geggjuð og hvað hún náði að snerta fólk gerðu meira því, ekki vera alltaf bara einhvern veginn, já ég veit að þetta rosa flott og þetta springur og þetta eitthvað og eitthvað þú veist, farðu í þennan grunn þannig að, sko nei, þeir náðu því alltaf alls ekki en þú kemur engar síður út af myndinni og svona bara, þetta var mjög flott og mjög skemmtilegt, þetta var svona bara eins og ef þú myndir taka allt Avatar úturinni og hugsa bara, þetta bara sjálfstæð mynd, bara spennumynd það voru bara góð sem spennumynd, skilur, bara mikið að gerast og mikill hasar og lungatriði og svoleiði, sko, en ef þú fer alltaf að bera hann saman við eitt sem þú eðlilega gerir, þá alltaf næður því enga veginn og svona, þess vegna þetta svona, þú veist, ég fór með 11 ára strákið mig með og Heru og eitthvað og honum fannst þetta bara geggja einhvern veginn fyrir honum sem svona mynd, en síðan var ég á Heru mitt að ræða þetta og svona, það vantar þetta og síðan orðið svona, þú veist, hvað einhvern veginn oft þetta misræmi, þú veist, í mynd 1 takar og þeir rúst þessu tré og þeir skemmi þetta allt saman og þeir bara, þú veist, yfirburðinir eru þvílíkir hjá mannfólkinu, eðlilega, með einhverja þvílíkar sprengjur og drasl og dót, sko, og þú einhvern veginn þú ert að búa til bæði 2 og núna 3, þú veist, auðvitað yfirburðinir gigatískir, en, jú, þú veist svona, hvernig ná að láta dýrin eitthvað, sprengja eitthvað og gera eitthvað og eitthvað, sko, en ef þú færir bara allir baka og myndir hugsa, þú veist, come on, þú veist, þetta myndi bara rústa þessu öllu, sko. Hún svo skemmtileg þriða? Þú veist, það betri 2. Já, og miklu fljótar í gang. Hún svona, þú veist, eðlilega, hægari til að byrja með og eitthvað svona, smá kynning, en síðan hún miklu fljótari inn í hasar. Fyrir myndin var í rauninni bara þessi sena hann í lokin, að ég að reyna að rifja hann upp því að mér hörst hún svo leiðileg, sko. 2? Já, og það var einhvern veginn þarna bara í lokin, reynda mjög langt, sko, hálftíma, 40 mínútur og eitthvað, sem var bara þessi barda í lokin, en á undan því var þetta bara eitthvað, fólk bara eitthvað að kafi í sjónum, sko. Þannig að Dune var ómikil sandur, Avatar ómikil vatn. Já, rosa mikil sandur í Dune, wow. Ok, þannig að þú ert að segja það að fyrst ennþá best. Já. Þú veist, ég heyra það, 3 næst best og svo 2. Já, og ég segi, og síðan eru 2 eftir. Næsta, sko, það aftur, það verður loftið. Hann minnur þetta út fyrir elementunum. Jörðin var fyrst, síðan vatnið, núna eldurinn, loftið. Og það, sko, það svolítið tricky. Ég meina, loftið, þú veist, það hvernig allar að, og það introduction í það er ekki svona kynning, hvernig, það hérna það hljómar svo kjánulega. Já, ég veit það ákveð, það tenging inn í loftið þannig, að vera að kynna fyrir okkur svona hvernig það virkar og af hverju og eitthvað svona,
og þannig að við sjáum svona aðeins inn í það, hvernig það eftir að virka góð spurning, að hvort að ég taki þá eldurinn líka og það svona verður meiri eitthvað að því að það allt hitt komið líka, en síðan spurning hvort að síðasta myndin verður þá kannski mögulega, þú rappar þessu öllu saman aftur, ég veit það ekki. Ok, þá ætla ég að koma smá innlegg í þetta á þess að ég er búin að sjá þriðja, því ég er búin að fylgjast með svona viðtölum og svona við Cameron og hann að tala Avatar. Mér finnst það öðru sér hljóðinu núna versus eftir 2. Já. Ég held að þetta sé síðasta Avatar mynd sem hann gerir. Já, heldur það? Mín spá, ég ekki hugmynd. Nei. Eins og ég ennþá mjög einmitt sem við fáum John Wick 5. Jú, sko, við fáum John Wick 5, sko. Ok, sjáum til. En með Avatar 4 og 5, ég er ekki að segja komingi, en ég held að hann leikst í þeim ekki. Nei. Ég gæti trúa, ég held að hann sé orðin þreyttur. Já. Þetta svo mikil vinn að gera þetta, hann búin að vera í þessi 20 ára eða eitthvað. Hann vill segja þar sögur. Og hann hefur sjálfur sagt ekki, ég get sagt alls konar sögur í Avatar-heiminum. Það ekki það sama. Nei. Hann held ég að fara að gera aðra mynd. Því mér finnst hljóðið í hann núna vera svona, kannski gerum við ekkert 4 og sko, ef einhverju dagna hún kemur ekki út 4 og 5, þá held ég blaðamannafund og ég segi ykkur bara hvað ætlum að gera. Hann talaði ekki svona til 2. Nei. Hann var alltaf að tala 2, 3, 4 og 5. Já. Núna fann að draga eitthvað svona í land, fyrir eftir hvað þessi græði mikið pening. Já. Ég er að segja það, mín spá núna, ég skal éta þessu orð þegar þetta rámt hjá mér. Það getur verið að Avatar 4 koma út, hann gera hann ekki. Nei. En það endilega svo slæmt? Nei. Sko, ég vil að Cameron gera eitthvað annars. Já, af því hann er búin að leggja hennar grunn, þetta sko tæknilega grunninn, heimurinn tilbúin, þetta þannig að, en eins og ég segi, sko, það er svona, auðvitað eins og í öllum handritum, það eru kannski þessar glompur eins og maður myndi segja í þessari 3. mynd, glompurnar eru kannski einhver síður sumar, svona, já, en þetta til þess að, eins og við tala loftdæmið, það er svona tenging þar inn og maður hugsa bara, af hverju gerðu þetta ekki bara svona? Þau eru að fara frá A til B, basically, án sem sé að spoila, og af hverju fóruð ekki bara þessa leið, eins og það hefur alltaf gert, frá A til B, af hverju fóruð að velja þessa leið? En þá er það einmitt til þess að kynna þetta inn, sko. Þannig að það er svona sumt þarna sem er, trufla smá. Já, getur trufla svona ef þú ferð að hugsa það svona, sko. Og aftur kemur að þessu, að, er það einhvern veginn að 5, 1 og 5 verða, ef það koma allar, 1 og 5 verða bestar, eða verður þetta einhvern veginn bara orðið þreytt. Ég veit það ekki. En það er ekki, fyrir mig, þú veist að tala eitthvað svona tilfinningar og svona, það mitt ástæður að maður elskar bíómyndir. Ég fann bara fyrir leiðendur mín nummer 2, fyrir horfða hana, og það ekki nóg fyrir mig bara hún sem úrst á flott. Nei. Og það þegar ég er búin að lesa nokkuð svona reviews þessa 3, hvað fólk að segja, og það rosa mikið oft bara það sem stendur upp úr, ógeðslega flott. Já. Ok, og hvað meira? Já. Nei, ég þarf eitthvað meira. Já, ég get alveg tekið út, hann mjög flottur, þessi sko karakter, vondi kallinn, sem mann ekki hvað heitir, sem var náttúrulega í fyrstu myndinni. Já, þetta tala bara aðal, sem núna orðin blár. Já, orðin blár núna, sko, þetta er skemmtileg típa, og hann skemmtilega þrjóskur í sínum skoðunum og annað, og þar til dæmis verið að reyna að koma inn einhverju svona emotional, skilur, bara ætlar alltaf að vera vondur, skilur, þú erst í alveg ekki að sjá, skilur, hvernig þessi heimur og annað. Og það er svona, þannig að það eru hana personur sem eru svona skemmtilegar og vel byggðar og eins og ég segi, sagan hún er alveg svona skemmtileg, þessi eldfólkspæling, sko, það er líka alveg svona skemmtilegt, en eins og ég, mér finnst bara yfir höfu vanta meira, þetta sem var í 1. Og ég veit að það er oft erfitt, þú ert búin að sjá heiminn, þú ert búin að sjá hvað er í gangi og það er ekki nýtt lengur, en það voru samt atriði sem voru, aftur, búðu til bara tilfinningar út frá því sem þú hefur. Þetta svo, það er svona eins og aðeins hlaupið eins yfir það og bara gerum mikið af, eins og segir, teknilega flott og mikið af sprengingum að látum og eitthvað, en gleymum svona svolítið, hvað það sem Avatar heimurinn, sem þetta búa til þessar tilfinningar sem að þetta fólk deilir, þessar verur, sko. En þá ætla ég að henda einnig spurning á þig sem eitt félag minn var að kasta á mig hérna á Instagram og maður að ræða Avatar. Og hann svolítið, hann með þess að harðan en ég, hann þólar þetta ekki, sko. Hann svona hardcore ekta kveikmyndagæði, sko. Og hann sendi mér svona klippu af Cameron. Ég man ekki hvort það var úr fyrstu myndinni nummer 2, svona behind the scenes. Þegar hann eitthvað svona að sína hvernig hann gerir þetta og allir eitthvað svona motion capture búningum og það bara eitthvað svona fake set og hann fyrir bara með kameruna og svo er náttúrulega tölvugerð. Og félagið mér spurði mig, hann sendi mér þetta, hann spurði, hvað bíó við þetta? Já.
hver er munun á þessu töluleik? Já. Það er mín spurning til þín. Já. Sko, það er... Er þetta bíómynd? Nei, sko, þarna náttúrulega komu svona svolítið inn í kannski, og ég veit ekki hvort við ætlum að fara að ræða það, ennum eitt eins og við vitum í dag að þú getur búið til í rauninni AI sem sagt fíguru, getur verið bara AI manneskja. Sko, þetta það sem er þarna... Viðbjóður. Finnst mér algjör viðbjóður og bara hræðileg þróun sko. En það sem er auðvitað þarna er að jú, þetta er, en þú ert með leikar hann á bakvið, það má ekki gleyma mikið töluleikjum, nútíma töluleikjum, stónu töluleikjum, það eru leikar sem leika allt mósikampt stöðu. Já, en ok, þú ert þá allavega með það, þú basically þarft það ekki lengur, eða myndi ekki þurfa það. Nei. En það ert allavega með, þú ert með einhverja tengingu í það, en jú, þetta er orðið gríðarlega mikil bara teiknimynd, en þú veist að þetta er Zoe Saldana þarna sem að er að leika. Já. Þú veist, þannig að þú tengir við eitthvað. En ef það verður búið að taka hann í burta, þetta er bara teiknimynd. En síðan kemur hverju teiknimyndar, sko, ég meina, hvað heldur þessu margir sem að myndu vilja vera bara Elsa eða Anna í Frozen, sko. Og eru bara í alvörunni af hverju Anna eða, Elsa ekki til. Bara í raunveruleikanum, sko. Djöfull væri til í að hitta bara Önnu eða hitta snjókallinn. Það eru flottar, já. Hitta snjókallinn, sko. En hvað viltu að meina? Að það sé búið að blörra þessa línu á milli raunveruleikans og... Já, línan er auðvitað orðin helviti fín, sko. Og en það er svona, og þá kemur kannski enn og aftur, eins og með teiknimyndir. Ég meina, teiknimyndir búa til geggjaðar tilfinningar, bara eins og aftur með Frozen. Algjörlega. Sturlu teiknimynd, bara sem slík, sko. Og þú veist, og auðvitað oft bara í þessum teiknimyndum, þú veist, það er einhver sem deyr og það er einhver sem lifnar við og eitthvað og býr til allar þessar tilfinningar. Þú veist að teiknimynd er teiknimynd, þannig að það er einhvern veginn svona, þú veist, þú ert þar. Það er líka alltaf sér. Það eru sér. Ekki þessi. Nei. Þessi sett freka með leiknum bíómyndum. Já, en þá kemur aftur að því, sko, að þegar hún kemur, fyrsta myndin, ég meina, hvenær kom fyrsta myndin? Hvað er langt síðan? 2009. Já, ég meina, þá ertu með, þú veist, þetta er nýtt. Það er ekki eins og Avatar 2009 þegar hún kemur, þetta er sturla nýtt, þú ert með leikara en samt þetta með búin að setja það í einhvern nýja búning sko. Síðan í dag náttúrulega er þetta orðið miklu meira bara, já og hvað, þetta er eins og teiknimynd eða eins og AI eða eitthvað og þá kemur eins og þetta, hvað er langt þangað til að þú komið með einhverja fígúrur sem eru bara pure AI og þá kemur aftur að þessu, við viljum það ekki held ég. Engan áhuga því. En þú veist, ég meina, hvað hét aftur myndin sem var hérna AI, maður ekki, það var einhver kona sem var búin til... Ertu að tala um Joaquin Phoenix þegar hann verið skotin í svona AI? Nei, þetta ekki um hana? Ekki Her? Jú, Her. Já, akkurat. Það sem hann verið ástfanginu af eitthvað svona gervigreind. Já. Það er bara raunveruleikinn dag. Já, en það er svona held ég eins ég segi, ég meina, á meðan þú ert með, sko, ennþá, eins og Avatar, ennþá með þessa tengingu og veist, við eitthvað, þú veist, það eru leikar hann á bakvið, þetta er ekki búið til, þú veist, það hellingsvinna hann á bakvið, það fullt af fólki. Ég er ekki dráð því. Nei, en það er að segja, ég bara held að það, ef þú horfur á þannig, þá einhvern veginn ertu ennþá, já, heyrðu, það var að búa til mynd fyrir okkur. Þú veist, jú, hún er einhverju green screen og annað og bla bla bla, en þá færum við okkur aftur yfir eins og með Tom Cruise, skilur, ég meina, hann gerir sín áhættu, þetta er sjálfur, ég meina, við bíðum eftir nýju Christopher Nolan myndina því að við vitum að hann gerir, þetta er allt ekta, þetta er ekta landslag, þetta er ekta allt saman. Er það ekki merkilega? Það er auðvitað, og þá kemur aftur að því að fólk er í dag að hugsa bara, já, ég meina, hvað er langt þangað kemur bara eitthvað bíómynd sem er bara eitthvað AI, bara ekki langt, og það er ekki langt þangað að kemur hérna einhver leikstjóri og segir, heyrðu, ég ætla að vera með þig sem aðaleikara, en aukaleikarin er bara pjúra AI, ætlum að gera það, og þá segja allir hérna One Day Hollywood, hérna stóri leikarinn bara, nei, bara glemdi, ég er ekki að leika í þessu, en það segir einhver já, og svo mynd kemur út, og það er stutt í að hún koma út, og svo mynd á eftir að verða stór, sko, þessi eina mynd, box office-lega séð, vegna þess að allir vilja sjá hvaða helvíti þetta er. Já, forvitin, skilur, og þú átt eftir að fara á hana og hugsa bara, vá, djúl, ég bara sá ekki munin, en þú veist það, og ég held að við bara, og þetta er gamla og góð hugtæki allt sem fyrir upp kemur áttu niður, þú veist, þetta er rosa mikið núna að vera að pressa á okkur öllu þessi AI og vera að nota þetta í myndum og það bara þarft ekki lengur landslag, hefur búið til einhverju gervigreind og eitthvað, en það eru Christopher Nolan og Tom Cruise með sín áhættu og allir og annað sem halda því að byrju, vilju ekki raunveruleikann. En næstu 2 kynslóðir? Já, þá kemur aftur að því, ég held að það er sko, það er alist upp í þessu og síðan horfið allir, byrju, voru menn í alvörun að gera það sjálf, byrju, að Tom Cruise, vá,
mér langar að sjá það. Já, ok. Og byrju, akkur þorði hann því? Vildi hann það? Akkur getum við ekki fengið það aftur? Þannig að aftur, allt sem við erum upp fyrir aftur niður, það verður eitthvað svona, einhver kurva, að kemur fullt af einhver gervigreind inn í þetta allt saman, að gervigreinda fígurum og myndum og annað, en síðan held ég að sé bara, getum við að fengið aftur leikara. Já, mitt. Getum við fengið leikara sem í alvörinu á rauðatreiklinum einhver staðar, en ekki bara Ykkur tölvu eða ykkur server. Já, eitthvað bara, þú veist, þetta svona Ok, loka komment, svo fyrir að halda áfram, því ætlum að cover alltaf marga myndir með Avatar. Að því með þessi sami félag minn, hann sendið mér líka, ég man eitthvað partur af þessu önnu klippa eitthvað. Það sem að Cameron var að gera Terminator 2. Við vorum einmitt bara hérna rétt að vera að taka upp, þá vorum við að ræða Terminator 2 stöðlega. Þá þyrla í einu atrið, svona í rauninni í lokatrinu, sem fer undir brú. Og Cameron var að tala bara, þyrluflugmaðurinn, hann flög undir brú. Þetta var bara gert í alvörinni. Og félagið var bara, hvað þessi gaur? Einmitt. Hvað þessi leikstjóri? Af því að leikstjórinn í dag, Cameron, hann bara í einhverju töluleiki umhverfi að mér finnst það persóna sem áhugamannu kvikmyndir og mikill aðdáandi Cameron, ég vil sjá hann gera eitthvað annað. Já. En þessna svo sagðir, 2009, ég meina geggja þá, gaman og ég meina kannski hefði hann bara átt að gera í rauninni eina svona mynd. Bara Avatar. Það gerir ekkert annað. Nei. Síðan það er 22. Nei, hann náttúrulega bara ennþá að telja peningana eftir að keiptur hérna út, sko. Ég veit það. Hann bara ennþá hérna, veist. Hann á sanda seðlum. Hann var líka fullt af peningum þó að hann sé að gera eitthvað annað. Ég held að þurfi ekkert. Þetta er smá peningur í mér, af því að mér þykir svo vænt myndirnar. True Lies, Terminator, Aliens. Hann gerði svo flotta mynd, Titanic, hann gerði svo flotta myndir. Avatar, bara geggjað, gera hana 2009, gera sér eitthvað annað, allavega eitthvað á milli. En ég held að sé bara svolítið, veist, með alla þá sem í sko sköpun eða creation, sko, bara hvað sem eru leikstjórar og tónlistamenn eða annað. Ég meina, veist, hefur komið eitthvað nýtt lag frá Rolling Stones eða? Veist, þeir eru ennþá tónleikaferðalagi, sko. Þeir eru ennþá bara að syngja á einhverju sviði og syngja all gömlu lögin sem allir vilja heyra. Það kemur ekkert nýtt. Þeir geta ekkert búið til neitt nýtt. Þeir bara... Það meina þessi svo gamlir? Nei, ekkert endla gamlir. Það er ekki... Þú ert í einhverjum þú veist, þegar Cameron kemur inn, hann fer inn í eitthvað, þú veist, þú ert á ákveðnum tíma, þetta er saman Steven Spielberg, hvað hefur komið nýtt frá stílar? Hann er að koma nýja næsta ári? Já, hvað? Disclosure Day er eitthvað svona gemveru innrásaminn. Já, ok, við meina, gefum þið í breyk. Við erum til í það, Ásgeir. Já, sjálfsögðu. En ég er bara að segja, það er oft einhvern veginn, bara sköpunin, þú veist, þú bara byrju, ég var með þessa myndir, hvað við gera núna, ég bara finna það ekki. Ég bara finna ekki á sjálfum mér eitthvað nýtt. Já. Ég held að það sé oft bara, og þess vegna síðan ferði inn í þetta Avatar-dæmi og þú bara svona, hvað ég gera núna, ég þarf að toppa mig, veist, hvað ég toppa mig og Titanic og Avatar 1, skilurðu, ég veit það ekki. Hvað ég kom með? Hvað ég gera? Ok, setjum hann að... Það sé bara erfitt. Lokum þessari Avatar-umræðu, svo getum við rætt líka heinamyndar. Mér langaði að fara yfir núna. Já. Förum bara í röð. Já. Kíkjum að sjónvarpi hérna. Og ég með henni sem segir, svona stillur úr nokkrum myndum. Já. Ég nefndi allar hérna á hann. Ert þú búin að sjá þessar allar? Já. Þú búin að sjá þessar allar? Ok. Förum aðeins yfir þessar. Þetta er svona með stærstu myndum ásins. Sem vöktum mikla athygli. Og við erum að fara að fókusa mest á Hollywood og blockbustera. Ég veit að það er eitthvað sem hlust á þáttinn. Herri, er ekki búin að sjá þessa sænsku mynd sem var geðveik, eitthvað svona. Já. Ég skal covera hann, ég ger svona Óskarsson þáttinn, ég skal covera fínu myndina þar. Tökum þessa núna fyrir Ásgeir, en bara stuttlega ánum tökum One Battle After Another, byrjum á henni. Þú lítur yfir bara þessa myndir, þú kíktir á eitthvað svona lista sem að við vorum bara að setja saman. Þegar þú ætlar að lýsa þessu ári, hvernig lýsa þessu ári? Stuttlega, í bíómyndum. Sko, ég held að allir bara því miður séu sammálega að þetta hefur verið hræðilegt ár. Og... Ég held að þú eru jákvæða görður. Nei, sko, veistu, ég er búin að vera alvörunni, það mætti halda að ég, sko, reki bíóhús og bara eigi, sambíóinu eða eitthvað. Afsakið bara, ég sveldist á hérna, sko. Þegar þú hugsaður um árið, þá sveldist þér á. Nei, af því að, ég er búin að vera að verja bíó og bíóhús allt þetta ár. Fólk er búin að koma til mín og bara, Ásgeir, er ekkert að koma nýtt í bíó? Ég bara, þetta er svo lélegt og ég nenn ekki lengur í bíó, ég nenn ekki hinn og þessu. Og ég er búin að vera að nota sömu afsökunum allt árið, sem að ég held að sé náttúrulega alveg réttmætt og það er náttúrulega þetta, sko, þetta er staðreind. Við fórum í COVID,
þá hrundi allt, Já. við komum út úr COVID og þá fóru hérna, hvað var ekki, aukaleikar í verkfall. Já, verkvall, hann voru ekki handriðshöfundar? Já, ég man ekki hvort voru annarkvort voru þeir já, og síðan leiðu þá og semjaðu þá voru handriðshöfundar. Já, jú, Þannig að basically stoppaði allt. Ég meina, fullt af myndum sem syngaði sem átt að koma á síðasta ári og koma á þessu ári og sko, vélin, ég vil trúa því að vélin, hún bara ekki komin í gang. Já, bara ekki ennþá. Já. Og þess vegna var þetta ár svona frekar lélegt og þetta auðvitað vonandi búið að laga núna, en ég svo sammála að því að það eru svo mikið frambóð og þættir og annað hafa tekið svo svakalega yfir. Já. En síðan þetta bara eitthvað sem ég skil ekki í Hollywood og ég þurfti bara að setjast niður með einhverjum svona bara toppum þar, að því að síðan kom einhverja myndir og þetta komið á streymisveitu bara 2-3 vikum eftir að koma í bíó. Galið. Bara galið. Þeir eru eyðileggja bransa. Já, og þeir bara og þetta er ykkar bransi og það er svona einhvern veginn, hvað eru að hugsa? Þannig að, þú veist, það hefur fyrsta lagi eyðilagt fullt af myndum og fólk einhvern veginn veit bara að það er 2-3 vikur í þessi komið einhvern veginn á streymisveitur í Horfa bara heima einhvern veginn. Síðan eru þessar fáu myndir sem að standa upp úr, en þær eru svo fáar, þú einhvern veginn bara, og ef þú missir það einni, þá einhvern veginn eru bara einhverjir mánuðir á milli, þannig að það þarf að laga þetta, og ég hef enga trú á öðrun að sé hægt að laga þetta, ég meina að fara í bíó er alltaf, ég fór í bíó, þannig sé ég gæri á Avatar, fór í glerungnabíó, sko, mjög langt síðan ég fari í glerungnabíó, sko, það er ógeðslega gaman, þetta þrívídadæmi. Já, það er rétt að myndir, menn svo Avatar 2 á flott í 3D. Já, og þessi var geggjuð í því líka. Já, trúi því. En ekki að fara á bara einhverja mynd í 3D, bara til hvers. En ég bara að segja að þessi upplifun að fara í bíó, fá sér pop og kók. En, mér finnst líka sorglegt að ég er auðvitað sammála þér, ég er stuðningsmaður kvikmyndahúsana, mér finnst auðvitað sorglegt samt, þegar ég verið að fara í bíó núna, kannski stökubræðið mitt þetta ár. Og þegar ég sé þetta ár, þessi þáttur kemur út bara í byrjun 26, við erum að taka þetta upp í lókás. Það eru bara ekki smargir fyrir bíó. Og ég er að tala ég fer alveg á góðum tíma og nýjar stórmyndir og kannski bara lögadegi, sunnudegi, 2-3 dögum eftir að hún opnaði eitthvað og það eru bara ekki margir í bíó. Nei. Þetta er bara búið að breyta skríðalega á stuttum tíma og mér finnst það bara sorglegt. Svo voru að loka hún í Mjóttinni, Álfabakka, fækka bara kvikmyndahúsum, þeim fækkar ekki að það er fullt af fólki að vera í bíó. Nei, þetta er ekki, þetta er ekki góð þróun, en síðan, hefur verið að tala við, hvað að segja, yngri kynslóðirnar og það er, sko, þeim finnst, kannski bara einhver í kringum 20, finnst bara geggja að fara í bíó, en það vantar eitthvað í bíó. Þetta er svona, og síðan, náttúrulega er þetta svona eins og með bara verðbólguna og það allt saman, að því það fara í bíó, þá einhvern veginn, sko, hvernig á fjármagna það, þá þurfum við þetta að fjármagna með, sjoppunni og annað, og þá verður hún dýrari og þá er allt orðið dýrara að fara að kaupa bíómiðan, dýrara að kaupa nammið og þetta verður bara allt dýrt og þá er það líka þetta svona fráhrindandi í rauninni effekt í þessu. Sérstaklega verið yngra fólk sem án alltaf bara ekki kannski mikið pening. Nei, menn það er bara, þetta er bara dýrt. Ég meina, Avatar, sko, í 3D 2500 kall meðinn, síðan kaupir þú gleru og þau eru ekki dýr, 250 kall, ég kefti reyndar svona dýrari típur, svona lokaðir í hliðinni, heldur skemmtilega. Það fórst ég út luxusbakka. Já, þetta 500 kall, og ég segi, ég gonna go for that. Og þá eru þau svona, þau eru ekki bara framan, þannig eru svona, þú fara aðeins meir í feeling, mæli með. Já, þetta var ekki til þegar ég fór á Avatar 2. Nei, þetta er nýtt og ég með þetta er ekki vel 500 kall, þá er með einhvern í 3.000 kall og sen er pop og eitthvað og svo í talningum sem við þáum með þetta 4-5 manna fjölskyldi. Já, jú, vantanlega einhver fjölskyldidíl eitthvað, en samt. Og þá þarf þetta eðlilega að vera gaman. Þetta þarf að vera í lagi. Þess virði. Já, það ferð bara ekki á einhverja mynd og hún er bara Stutt frá mér, svo fyrir við One Battle After Another. Mér fannst árið algjört vonbrigði. Og alltaf mikið myndir sem ég sá þessu árið sem mér fannst bara vonbrigði. Hendum okkur í þetta, Ásgeir. Við búum að taka Avatar. Langar að taka á vonbrigðinu eftir. Ég er að tala um vonbrigð. Við getum tekið svona einu og eina. Það er vonbrigð á þessu skjáði þetta. Já. Ég get alveg sagt þér það. Já. Ég er að telja 3-4 vonbrigði. Já, það er svo mikið. Já, kallið minn. Nú er ég spennt. Já. Þetta er líka svo gaman, því ég sagði við á Facebook, og við varum að plana þáttinn, og sagði við að það var ofta á þessu ári sem ég langaði svo mikið að senda þér. Bara, hvernig fannst þér þessi? Ertu búin að segja þessa? Og ég hugsa, ég ætla að bíða með það. Það er svo gaman þegar hittust í lokaás.
og þú veist hún ekkert Nei, og ég veit ekkert þig Nei, hvað líka þér það finnst. skemmtilega sko, ástæðan fyrir við höfum ekki verið að senda á hvern annan yfirleitt af því að þetta er ekki hægt að afgreiða þetta með eitthvað svona bara að hún er ekki nógu Nei. Þetta er alltaf svona fannst reynda það, nei það fannst þér þetta, já og síðan er eitthvað svona debate, minna við höfum ofta átt debate hérna. Og áðurnu byrjum með mitt á þessu þá, að því þú ert alltaf með einhverja nörda hérna með þér, sko, einhverja kvikmynda áhugamenn alvöru nörda sem að ofta á tíðum eru alls ekki til að sammála mér og er eitthvað jafnvel að lesa yfir mér og eitthvað Kolbarinn var eitthvað með þessa skoðun og ég er svo ósammála og eitthvað þannig ég vil að þú núna skammið þá nei, þú ætti að vera sko fulltrúið þinn og þeirra þú mátt alveg hendi hérna, heyrði ég á með einnum daginn og hann var svo ósamálaði með þetta og hitt svo veist, að ég er alveg til að sko verja mína skoðun í því sko en ég var að segja með það að það var að því ég er maður fólksins ég er bara maður hins almenna bíógess sem er ekki að pæli því hvort að leikstjórinn sinni 10. mynd eða hvernig Lindsson notur nei, eða hvernig Lindsson var notur sko en eitt samt með það, stærsta sem ég man eftir sem að ég fekk eitthvað svona frá okkur nörda vinum mínum í sambandið þig það var örugglega sem við höfum aðeins rætt í podcastinu það var örugglega Killers of the Flower Moon þegar þú varst, það var ekki bara myndin það var líka bara því að þú og ég er ennþá hlæja þessum að þú fyndið ég var með þess að fyrir tilvíðinu að vera að skoða klippu sem ég gerði, ég setti á TikTok þess að þú ert að bölva DiCaprio að því hann var aumingi og þú kaupir það ekki og þú lærir ekki það er ástæður ég að byrja með þess og mér minna að það er svona aðalmáli bara hvað, Ásgeir bara eitthvað okkur finnst hann ekki góðu leikari eða hvað, meikar hann ekki að leikar aumingi eitthvað svona, ég held að það er svona stærsta og mér fannst það mjög skemmtilegt debate vegna þess, eins og ég var að segja, þetta er bara ég meina, ef aðeins að tippa á því aftur, af því að ég ætla bara að tippa á því þannig, settu sko, tökum DiCaprio út úr því og settu inn til dæmis í þá mynd Killers of the Flower Moon settu inn bara George Clooney eða Brad Pitt í þetta hlutverk gerðu George Clooney að einhverjum svona aumingja með gula tennur og eitthvað myndi það ganga upp? bara George Clooney mér fannst DiCaprio góður hefur þú séð George Clooney einhvern tíma leika einhverja aumingja? og bróður að þá, var hann ekki svona aumingi þar? Nei það er svolítið síðan ég sá hann var hann ekki fangi að hlaupa eitthvað og svona já, þeir voru bara fyndnir og eitthvað skilur nei, en ég bara segja, þú veist, DiCaprio þetta er bara einn uppáhaldsleikari minn þú veist, þannig ég er ekki að segja að hann var geggjaður í hlutverkinu, hann bara las sína línur og var bara góður í því öllu saman en það er bara, þú veist, það passa ekkit allir í hvað sem er það er bara svoleiðis og þá skulum við renna yfir núna í að þetta tengis one battle after another að því hann leikur aumingja hann leikur aftur aumingja hann er alveg leikur aumingja ég var svo spenntur að ræða þig einhvern potthaus sem er að reykja yfir sig og orðin paranoiar og bara aumingi þú veist, það sem bjargarunum er það verður svolítið fyndið sko, veist, hann er svona hann einhvern veginn er bara, þú veist en aumingi ég meina það er bara hann er fyrir djúpt í það konans heldur fram hjá honum og hann er bara aumingi og hann er bara lætur að viðgangast og ekkert mál og bara elur upp þetta bat sem er ekki hans og hann veit að því og hann er bara aumingi við aðeins ég var nefnilega svo spenntur að stafa fyrir því hvernig aumingi er skrifað býta aðeins ánum fyrir myndi DiCaprio í senni ég tára það hvernig fannst þér myndin bara, hvernig fannst þér sjálf myndin og rosa hæp menn er að tala kannski mögulega Óskarsverðlaun og eitthvað hvernig fannst þér myndin, svo förum við aðeins í ég get skrítið að segja að tala Óskarsverðlaun og fá að myndir áranu, sko, stóð upp úr þannig að það var aldrei verið meiri sens af Óskarsverðlaun heldur en akkurat núna, sko tökum þessa mynd þetta er svona eins og íslensku velunum, skilu, það er bara allt tínt til, sko bjóst þú til einhverja mynd í ár? Já, ég bjóð nú til hérna litla heimilda með 12 mínútur, tilnefnum hana bara ok nei, þarna bussi frá því ef það er svona, sko, ég passa mig á að horfa helst ekki á trailera eða nein viðtölu en neitt þegar svona stórmyndir annars vegar Killers of the Flower Moon, ég bara ég bara er að fara á einhverja stórmynd ég bara vil fá þetta algjörlega fresh ég vil ekki sé inn einn truflun þá sama með þessa það bara, og ég talaði við eitt sem var búin að sjá hana hjá Sambíónum og ég spurði hérna, ertu búin að sjá hana? Og hann sagði, já, ég er búin að sjá hana
og ég var svona bara ok, það lægi að spurja hann vegna þess að yfirleitt rímar ekki það sem hann segir, ég sagði bara hvernig fannst þér hún og hann sagði þú verður bara að sjá hana Ok. Hvað þýðir það? Óljóst. Þú verður bara að sjá hana og þá vissi ég ok, ég hefði ekki átt að spyrja þessu af því þetta eitthvað sem að annarkvort ég fíla í klessu eða viðbjóður, annarkvort en allavega, þú verður bara að sjá hana og ég held ég hef sagt það líka við þig eftir myndina, ég sagði að þú verður bara að sjá hana og allir sem eftir One Battle? Já, það bara, ég sagði þetta við allir voru svona, hvernig þessi mynd? Þú verður bara að sjá hana að því að, eins og þú segir, hvernig fannst mér hún? Sko, það var alltaf einn maður hann í þessari mynd sem stóð algjörlega upp úr, hélt myndinni uppi og það var því miður ekki Leonardo DiCaprio Sean Penn sturlaður bara ofleikur? Nei, bara masterpiece bara vákama geggjaður ofleikan ekki smá? Nei, bara þessi típa ég menn, þú getur sagt kannski þú veist, en þessi persóna ég meina, ég hefði bara gaman að tala viðtöl, bara þú færði í hendurnar þessa típu þú ert einhvern veginn þú veist, þetta er svo margar þú þarft að vera þú veist, einhvern veginn bara með einhver hershöfðingi með einhverja brjála minnumáttakend skilur, og þú ert samt einhver svona hvítur einhver, veist bara einhver, veist ég ræð og ég er bestur og okkar stopp samt einhvern veginn samt elskar svarta konur og þú einhvern veginn þú hefur ekki náð nóg langt í lífinu samt og hvernig ætlar að gera það þú veist, þetta er bara, það er svo bara, hvernig er þessi persóna og bara, herðu, þú býrð þessa persónu og hvernig hann gengur og hvernig hann er einhvern veginn og veist, þetta er bara hver skipti sem að hann kom á skjáin þá einhvern veginn var bara svona vá, hann er þetta hlutverk hann er mjög gaman að horfa á hann bara, þú veist, hann einhvern veginn og það var aldrei eitthvað svona misram í því hann var ekkert eitthvað svona í byrjun öðruvísi en í lokin og eitthvað, hann er bara þú veist, og hann er svo, þetta er svo mishefnaði gæi í rauninni þetta er svo rosalegu lúser og heldur hann sé svo einhvern veginn með það og mér er það bara geggjaður þú veist, bara alveg geggjaður ég elskar samt, þú ert ekki búin að svara ekki fannst myndin nei, en að því þú búin að tala í korter en þarna, að því það voru svona hlutum eins og þetta, mér finnst þetta geggjað síðan fór alveg gríðarlega í töðan á mér, gæinn á píanóinu bara sturla mikið og það var svona einhvern veginn þetta var svona einhvern veginn eins og einhvern sem var að hvísla fyrir aftan í píanóinu alla myndina og þú fattar það ekki fyrir einhvern veginn svona það er búin svona 45-50 mínútur og það allt í einu svona bara einhvern veginn getur hægt að hvísla það er bara einhvern veginn svona þú allt í einu fattar ekki alla myndina fannst mér alla helvítis myndina meira og minna og þú bara svona bara hver af hverju hætt þessu þannig að það pyrraði mig gríðarlega sammála þannig að Sean Penn geggjaður píanógæinn óþólandi píanógæinn veist óþólandi og síðan voru auðvitað miklu meira af bara flottum leikurum og annað og myndin er það er rosa margt í henni sem er veist, skemmtilegt og ég meina af tölum eins og hérna þú veist, bara þetta í lokin sem gerir mann sjóveikan þú veist, þannig að keyra hann upp og niður hæðin þú veist, þetta er skemmtilegt þú veist, það er oft, þegar maður sér svona þá fæ ég oft svona eitthvað Tarantino-væp yfir mig bara þetta er eitthvað sem Tarantino myndi gera sem er bara gaman, því að allt sem Tarantino gerir er geggjað, skemmtilegt sko þannig að það voru alls konar hlutir í henni sem voru svona, þetta er skemmtilegt þetta er svona, þú veist, töff einhvern veginn taka í þessu og hvernig þetta er og hitt og þetta sko þannig að, sko, mér fannst, ég hafði mjög gaman að myndinni þú hafði mjög gaman að henni? Já, ég hafði gaman að henni en, þú veist, en ég ætla að sjá hana aftur það væri þá einhvern veginn bara alltaf aftur horfa einhvern veginn á Sean Penn áhunda hæpskilu sko það bara allir í Hollywood mistu sig það er bara, þú veist, það var ekki meira en þetta, veist, einhvern veginn og eitthvað þannig að, þú veist, það kemur aftur að þessu, þetta hæp veist, ég skil alveg hæpið, því að kemur alltaf hæp þegar eitthvað öðruvísi og eitthvað skrítið og eitthvað. Heldur að við ekkert haft með pólitíkin að gera? Auðvitað mikið. Hún er alltaf rosalega pólitísk. Rosalega pólitísk, sko. Sem er alltaf lægi, en ég meina hún er rosalega pólitísk. Já, hún er mjög pólitísk og ég meina Hollywood. Og við veitum alveg hvorum megin Hollywood er. Já, og þeir eru náttúrulega algjörlega þarna og þannig ég held að hérna það hafi spilað rosalega mikið inn í að þau voru hérna í þessari mynd til þess að fá þessa pólitísku umræðu meira upp á yfirborðið. Af því að þú myndir snúið sér við
bara snögt, að núna erum við að fara að hála nýs, Já, við erum að fara á pólitík. Ég ætla ekki að fara í eitthvað djúpa pólitísku umræðina, en ef þú snúsum við, segjum að fengir One Battle After Another, þessi gæði, góðu leikur og eitthvað svona flott atriði, en þú myndir snúsum við. Og myndin væri Ice Agents. Já. En það verður svo mikið gæði, Já. bara góð saga eða eitthvað, bara eins og sé, góðu leikarar, allt þetta, góða framistöður. Nei, myndi ekki ná þessu hæpi. Heldur hann að ná þessu hæpi? Heldur allir í Hollywood var að tala svona um þessu mynd? Nei. En er það ekki alltaf að nefna það? Jú. Að það er ekkert að því Nei. að hún sé pólitísk og hún halli meira á þessa hlið. Það er ekkert að því. Nei. Að þetta er fullt af myndir sem hallar líka á allar þessar stríðsmyndir og svona, þær eru pólitíska mikið að stríðsmyndirnar og það er kannski aðal á annan veg. Ég ætla ekki alltaf að nefna það. Mér finnst þess að það bara gleymist. Að nefna það getur verið stór ástæði fyrir því hvað margir dýrku þessa mynd. Er það ekki saman? Finnst þess að það verið nefnt oft? Nei, bara aldrei heyrt það. Ég hef bara eiginlega ekkert heyrt það nefnt, sko. Og það einhvern veginn svona svolítið, fíllinn í stofunni, eins og þú segir að það nefnir það enginn. Þú ferð á hana og ég meirist að þetta byrjaði og ég horfði á þetta og ég bara svona, átt að vera svona eitthvað rosalega pólitískt þarna. Er þetta eitthvað svona... Já, svaraði já. Ég einhvern veginn svona, ok, en ég meina, þá hugsaði bara, ok, ég meina, þetta er mynd og ég bara horfa í gegnum lofa mig með það, en hún er mjög pólitísk og í rauninni bara mjög. Og hann er rosalega líka current, svona, þú veist, ég meina... Já, sérstaklega þegar hann fer og hittir gæjana sem stjórna öllu og þeir eru náttúrulega gerðið að hálfvitum líka, bara vittlýsingar, moldríkir, einhverjir vittlýsingar. Já. Þannig að sem verður, að því að myndin er svona, sem verður alveg skemmtilegt, það hefði verið mjög skrítið að þeir væru, þú veist, eitthvað ótrúlega gáfaðir eða eitthvað svona venjulegir, veit það ekki. En já, ég hefði gaman að þessa mynd, ég nenni ekki að horfa hana aftur, mér Sean Penn geggjaður í henni, mér fannst Leonardo DiCaprio eins og skári aumingi, bara mér langar svo, ég hef sagt þetta aður, mér langar bara að fá Caprio í Inception. Herðu, hann er örugglega að fara að leika í Heat 2. Bara, já, ég meina, ég vil bara fá hann. Já, hann hafi verið cool það. Já, bara, þetta var DiCaprio, come on. Þú verður sáttu þar. En fannst hann ekkit fyndin? Jú. Mér finnst DiCaprio mjög fyndin leika. Jú, mér finnst það fyndin að því að hann var rosa paranoiar og mundi ekki neitt og þú veist, eitthvað svona einföldustu hlutir þegar ringir inn þarna. Já, einmitt. Hún sé ekki að spóila. Góð sena. Já, hún geggjuð. Já. Og hann bara, þú veist ég hver ég er og gæinn hinn, bara þú verður að koma með the password, Þetta er bara, þú verður bara að koma með þetta og það bara liggur gríðarlega mikið undir og gæinn hinn með bara, ég bara er ekki að fara að hleypa sér gegn. Þú veist, fyndið. Þannig að ég segja, það var fullt af svona fyndum og sniðum og atriðum í henni, þannig að hún er svona, og það gerði hana, þú veist, en tókst vel þar, þú veist, eins og pólitísk hún var, þá tókst þeim einhvern veginn að gera, þú veist, og einstaklega þessi sena þarna, byrjar hérna bara inn í húsinu hérna með konuna og gæinn fyrir einhvern kjallari lift og lappar einhvern massívan gang og hann kemur inn í þetta herbyggil að hitta einhverja, 2 aðra eða 3 aðra hérna, einhverja gauka þarna. Já. Þú veist bara, það er ekki með það, kjallar eitthvað undir hjá sér, þannig að það er alveg fyndið og sniðugt, skilur við. Já. En hérna, já, ég veit ekki, nei, að veist, hæpið náttúrulega rosa mikið út af pólitísku umræðunni. Ég vissi það. Já, bara klárlega. Mér finnst bara eins og ég, mér finnst alltaf að nefna það bara, þú veist, mér finnst svo skrýta að það bara virðist vera lítið nefnt. Og ég held að sé oft líka með, það skiptir ekki máli hvort það eru svona myndir eða þættir eða hvað, þegar kemur að gagnrýni og einkunnagjöf og annað, þá er einhvern veginn fólk svo gjarnt á það og ef við tökum pólitíkinn aftur inn í, hvort sem það er hægri eða vinstri, þú veist, það er bara, já, herru, þetta er þarna, þá bara hendi ég í 1 eða ég hendi í 10. Já, einmitt. Og akkur hendur í 1, nei, ég bara stið ekki þetta, eða ég stið þetta. Og þá verður oft, þú veist, einhvernagjöfin rosalega skökk. Já, 100%. Og þá einhvern veginn verða myndir sem á veist að eru kannski einhvern veginn pólitískar eitthvað, það fá rosalega góða dóma og þá veistu rauninni þeir sem eru að gefa einn svona góða dóma eru þeir sem eru þarna. Sem er leiðilegt að skuli ekki vera, þú veist, bara að blanda af fólki. Mér finnst líka svo áhugavert að því að ég fylgist mikið með eitthvað svona BM.doti og eins og TikTok algoritmi minnir rosa mikið eitthvað svona rauða dreglanum og það er viðtalið okkar leikar og svona. Mér finnst svo áhugavert að fylgjast með, það var viðtalið fullt af leikurum
og alveg bara núna í nokkra mánuði sem ég var að sjá þetta á TikTok og bara, ertu búin að sjá okkar nýlegt, síðan gott? Já, ég sá þetta One Battle After Another þvílík mynd, allt leikarar og þau eru öll sama þessast pólitískt tengjandi skilur á línuna og aftur það allt í lagi það sem böggaði, þetta er ekki myndur mig sko ég bara segja það strax, hún hitt ekki markið mér á sam allir þessar mynd eins og ég loka allir hana mér á sam á þótt að hún myndi drepast, hvort hún myndi hitta pappa sinn hvort hún myndi bjarginni, mér á alveg slétt sko það er stærsti gallin við myndina þess að böggaði mig líka svolítið og þetta er kannski smekksættri þegar ég var rættið til fólk, það er ekki allir sammála mér ég fatta ekki hvað myndi var að segja að þegar hún byrjar að því, leikstjóni þú þarft ekki að giska hvernig hann kaus í síðustu forstakosningum í Bandaríkjunum þú sér það bara með því að horfa á myndina allt í góðu, en ég skil ekki alveg hvað hann að segja með þessari mynd ég þarf bara betur þig, að því að myndin byrjar á að þetta er leðast fann að sprengja og kveiki og hóta fólki með byssum og skjóta fólk þá ertu í mínum hreiðurkamæður þú ert með eitthvað svona pólitíska hugmyndafræði og þú fann að gera þetta þannig að myndin er þannig, hún byrjar á því og því ég, eins og þú, þá var ég ekki búin að horfa á trailera, ég vissi ekki hvað myndin var ég gerði það viljandi, hún var eitthvað upplæðan í fyrst skipti í bíónu svo eignastu barn og ég sagði, þannig myndin þannig sagan DiCaprio, karakterinn hans er að fara að fatta og kenna næstu kynslóð að þú getur kannski skipt máli í heiminum án þess að fara leiðin sem hann fór að það er karakterverkin hans að hann myndi breytast og koma þeirri þekkingu áleiðis til næstu kynslóðar en myndin er ekki það að því að myndin spoiler hérna fyrir One Battle After Another myndin endar á því að hún lesi eitthvað bréf þarna eftir mömmu sína og mamma var hræðileg mannskja það bara hreinu en í lokin þegar að les brefið þá er ég ekki alveg að fatta á ég að finna til með mömmunni á ég að vilja þær hittist eða eitthvað og hún fer út, stelpan, hún tekur bara við keflinu og hann segir eitthvað svona, passaði þig, farðu varlega, þú veist ég gera aldrei, haha, bye og það er endan á myndinni þannig að hvað er hann að segja þetta er leiðin eða skilur hvað er að fara? Ég bara skil alveg hvað það fara 100%. Og getur þú svarað þessu? Ég er bara, mér finnst ekki fánið hvað er hann að segja með myndinni? Að hann er að segja eitthvað? Já, ég held að hann sé bara rosalega mikið eins og þú segir, þetta er það pólitískt einhvern veginn að ég segi, nú erum við bara á svo hálum ís að það er einhvern veginn að passa sig en ég held að sé oft Það er samt leið sem að þurfa að passa sig því við erum bara að ræða þetta Já, en ég held að sé kannski, og ef við pössum okkur það ekki það er svolítið þetta að ef þú allt í einu þú veist, ef þetta hefði enda eins og þú vilt meina þannig að það er að bara mér fannst að virka rökrétt það er kannski sem er algjörlega ekki gera þetta eins og ég hefði gert það þú getur skipt máli í heiminu þó þú þurfir ekki að vera ofbeldisfullur þú vilt kannski fara aðra leið en ég fór og þá einhvern veginn er hann svolítið að drepa eigin boðskap líka sko. þá er helmingun Hollywood ekki tala um þessum nei, ég segi svona nei, ég er að segja einmitt það er svona, þetta er þú veist, þannig að þetta er þess að fær hún í sig, hún fær þetta hæp fyrir þetta pólitíska dæmi ég hafði gaman að því að horfa á sko, já, því ég setti þetta bara algjörlega til hliðar á sama tíma að þetta pyrraði mig mjög mikið í byrjun, sérstaklega út úr þessu hugsa bara, þú veist, bara getur réttlægt þetta, þú ert bara að sprengja upp hluti og þú ert bara að eyðileggja og þú ert að myrða fólk eða þú veist, fólk er að slasast já, þetta er bara, þú veist, af hverju þú veist, er réttlætið það þinn boðskap að þú vilt ekki að það sem er verið að gera í myndinni, þú veist, nei, það gerir það ekki Mér finnst það ekki allavega. Nei, og þá einhvern veginn, eins og þú segir, það hefði verið hægt að þau læruðu að mistökunum og þá einhvern veginn til þess að haldi samt áfram með þeim, þá gerur hina, Sean Penn og alla hina, að hálfvitum. Þannig í rauninni, þeir ráða og þeir eru í rauninni sterkari aðilinn, en þeir eru hálfvitar. Þú veist. Og vondir. Og vondir. Og við erum áfram góðir. Þú veist, þetta er eins og segja, þetta er svolítið pólitísk skrítin sko hugsun, en þess vegna hafði ég bara, ef ég tók þetta bara algjörlega út það var ekkert sammálaðssu, þá fannst einhvern veginn fannst, ég hafði bara gaman að því hvað þið voru miklir vitlýsingar á sama tími og auðvitað horfði og hugsa bara, að ég, þú veist horfið þið alveg svona á hinn vanginn. Mér hefði bara þótt meira töff, og þetta er smekkstættra, því mér fannst myndi sjálfs ekki léleg, hún var bara ekki alveg fyrir mig og ekki bara á pólitíkin, þetta er bara karakterin, ég var bara ekki tengja við neitt annað, hataði tónlistina það er svona að reyna að bugga mig eins og tala um píanódóti. Mér er þótt bara svo cool ef að myndin hefði endað
og ég hef ekki getað sagt þér hvorum megin pólitíslega séð leikstunum væri. Að ég nefndi þetta í einum öðru þætti, ég sá hans heimildamynd fóstureyðingar sem líka rosalegt hitamál, sérstaklega í Bandaríkjunum. Og það svolítið sýnt báðar hliðar, pro-life og pro-choice. Og þegar myndin búin, alltaf þetta mín minningaðinu, hún frá 2008 minni mig, nokkra síðan sá hana, alveg löng svartkvíð heimildamynd fóstureyðingar og mjög góð. Þegar myndin búin, þá hefði ég ekki getað sagt þér hvað leikstunum fannst. Mér fannst það svo töff. Ef að þessi enda þannig, bara þessi gæði og maður kannski fengið aðeins meira líka heyri megin, eitthvað svona eitt góðan ice agent eða eitthvað skiluru, þá hefði ég labbað út á myndinu og ég kannski svona, wow, ok, þetta svolítið cool. Ég veit ekki alveg hvorum megin hann áhugavert. Hann kannski bara svona að varpa mynd af ástandinu í Bandaríkjunum, sérstaklega, en það óljóst hvorum megin hann hann svona leiði þér svolítið svona, hvað finnst þér? En ég veit alveg hvorum megin hann þegar ég klára þessa. En það eins og einn, þá hann svolítið líka, þú veist, þetta bara, hann vill fara þessa leið, hann hugsar þetta. Sem allt í góðu. Já, hann hugsar þetta bara eins og þú sagði, ég fyrir þessa leið og ég held ég sé með Hollywood með mér í þessu og hann ætla að spila það. Punktur. Hefur að færa okkur við næstu, Sinners. Já. Hún vakti mikla athygli líka og eins og One Battle After Another góð gagnrýni og fekk góð dóma og meira þess að tala Óskarsverðlaun, mögulega, eitthvað. Hvað fannst hún? Mér fannst hún, mjög áhugaverð. Ok. Mér fannst hún, já, þú veist, náttúrulega stór leikur, hrikalega flottur. Já, Jordan. Já, og leika, sig og bróðir sín, 2 hlutverk í myndinni. Ég var alltaf gaman að svoleiðis. Ég svolítið samanlega, það gaman að því. Og sérstaklega því að svona tökulega og tæknilega séð það svona smá challenging oft á tíðum. Ég hef mjög gaman að því og það er hrikalega flottur í þessu hlutverki. Ég auðvitað myndin, ég veit ekki, þetta svona smá Dusk to Dawn, effekt í henni. 100%. Það veist, og svo tvískipt. Já. Tvískipt og orðinni bara sama hitt var bara, komst inn okkur bar og hann kemur inn einhvern skemmtistað. Það gerist þú veist, það verður ákveðið moment allt í hennu, að byrja myndina og orðinni segja, þú veist, hvað tónlist, ég hafði gaman að því, tónlist hefur mikil áhrif á fólk og bara allstar í gegnum, tónlist hefur bara sturlu áhrif á fólk. Eins og Elvis Pianoið hafði áhrif á okkur eitthvað peirað, en bara hvað þetta er mikið og í menningu allra heimsál, bara allstar þetta er svo stór hluti af hvort sem þú vilt róa þig eða æsa þig að gera hvað sem er og það er skemmtilegt þessi tenging inn í það að mögulega geta boðið öðrum að borðinu heldur bara þeim sem eiga að vera með réttri tónlist og í byrjun svona þá hvernig svona, var ekki að pæla neitt meira í þessu, síðan kemur þetta atrið þegar verið að spila og myndið að viljum byrja að snúast þarna inni og alls konar aðrir detta inn, bara einhverjir rapparar og nútíma tónlist alls konar, því að þetta er rauninni opnar mið og mér fannst það mjög cool, ég er gaman að öllu svona kvikmyndarlegur sem er cool og töff og öðruvísi, ég er mjög gaman að því og það var svona, þessi svona switch point einhvern veginn í því að eitthvað var að fara að gerast í þessari mynd. Fram að því hún rosalega svona, það er svona hæg uppbygging, svona að kynnast þeim, þeir koma að einn sem einhverju mega töffarar. Glæpamenn. Já, en þú veist það ekki alveg strax, þú veist svona, grættuði bara rosalega mikið á einhverju, en hvað það var, og síðan einhvern veginn svona verður alltaf meira og meira inn í rauninni heitið á myndinni, og í rauninni þú getur svolítið horft á það, þú veist, að basically, voru allir sinners sem að voru þarna. Síðan, ég veit ekki að þess að vera að spoila, við mögum ekki, bara erum að spoila. Við þurfum aðeins að ræða mitt endan. Þá, mitt eins og þetta, þegar hann segir, blóðsugan, segir aðalvondukallinn. Já, við erum við getum basically dreipið ykkur og frelsaði ykkur skiluru, ef ekki, þá kemur Ku Klux Klan gengið. Þeir eru að fara að koma hvort sem er. Þannig að, þú veist, either way, þá eru ég fucked, skilur. Og mér finnst það skemmtilegt tvist í því í rauninni hvernig sé myndin endar. Þannig að það voru svona skemmtilegir punktar í henni sem mér fannst svona gera hana áhugaverða og svona, eins og segir, ég meina,
átt hún skili allt þetta rosa hæp, sko, ef ég hefði ekki vitað neitt myndina, ég var ekki búin að horfa á, sko... Vissur það var vampýrin? Vissur það væri vampýr? Ég viss að var einhvers konar vampýru eitthvað. Okay. Ég vissi ekki hvað það væri. Hvað myndi nákvæmlega gerast. Ég var svona að passa mig á að kynna mér það ekki, en ég viss að voru einhvers konar vampýru eitthvað. Það var ekki sjokk? Það var ekki sjokk. Nei. Og ég hugsaði ef ég ekki séð neitt trailer og bara farið á hana, þá hefði hún örugglega verið töluvert betri. Meira sjokk, já. Þá hefði einhvern veginn, það bara svona, býtu, hvað er að gerast hérna? Og það eins og segið, þeir ná líka, þú veist, hann nær að búa til, það ákveðin húmor í þessu, hvað séur hann það þarf að bjóða blóðsugum inn, þannig að hann hangir hérna í þessum reglum sem eru yfir blóðsugur, ég meina það hvítlaukurinn og það krossinn og þú er að bjóða blóðsuginn og allt þetta skilur og það mjög skemmtilegt þegar svona hann stendur hérna fyrst fyrir utan eitthvað, hvað séu ekki að bjóða mér inn og eitthvað, bara, veistu, hvað munir bjóða þér inn og búin að vera að labba hérna inn og út í allan dag eitthvað, bara, þú veist eitthvað kurteisi að manni sé búið inn og þú veist einhvern veginn svona þú veist, fyndið samt einhvern veginn, þú veist og hún verður svona þú veist, þetta í svona húmoris skiluru, splatter eitthvað sko, þetta svona þannig hún er rosalega út allt og hérna sérstaklega seinni helmingurinn en mér finnst hún alltaf svona hún heldur, þú veist, hún er ekki hún er hérna og endurinn sérstaklega og þar undir lokin mér fannst það skemmtileg tenging að hann skildi, þú veist, hún er leyfa honum að lifa sitt líf að ekki drepa hann að því að, þú veist mér finnst það svona skemmtilegt sko, þú veist, vissulega greinlega svona tölvöld meira viti í þessum vampýrum heldur en ég veit ekki, ofta áður sko en það var svona, þú veist, það var fullt af svona nýjum punktum sem ég fannst svona áhugaverðir þú veist, ég að segja að mér fannst bara að gera myndina, nei fannst þú skemmtileg? En þeir hjálpuðu til sko, mér finnst það ekki skemmtileg því að þessi skemmtileg það einhvern veginn svona mynd fyrir mér verður alltaf svolítið byggð á sko, hann geggjaður leikari þú veist, það verið að fara hann einhverja nýja leiði samt ekki, það svona alls konar og þá verði ég að sökkva mér í það, því að ef ég sekk mér ekki í einhvern veginn svoleiðis hluti, horfi bara á entertainment value, þá er ég bara komin einhvern veginn bara, þá getur bara hort á Marvel skilur sem bara einhvern veginn margar af þeim svona 100 ég meinti góða Marvel sko það er bara að meina eitthvað sem bara svona pure entertainment já, bara pop og kók sko en þetta er miklu dýpara og þetta er miklu meira allskonar og svona, þú veist, og eins og þú segir og þeir eru hérna, kemur allt í ljós að þeir eru glæpamenn og þeir þú veist, þeir bara basically það var einhver að fara að koma að drepa þá bara fljótlega sko, frá Chicago sko þeir voru búin að svindlækja landsi mikið þar og svona, ég veit það ekki, ég er svona hún var allskonar, ég horfði á hana og þegar ég var búin að horfa á hana þá svona hugsaði, ég ætla að vakna á morgun og aðtók hvernig hún meldist já, einmitt og hún gerði það ekkert sérstaklega þú veist, það var ekki svona og þá er ég að minna, það var ekki svona, ég vaknaði daginn eftir og veistu hvað, eitthvað en mér fannst hún bara fín ok og hérna, hún kom náttúrulega tiltölulega snemma á árinu já, hann ekki bara í mars já, það voru ekki margar svona myndi búin að vera og hún fór fram hjá mér í bíó þar sem ég hafði ekki að því að ég hafði hort aðeins á trailerinn og ég sá eitthvað svona Southern, gamalt eitthvað, þú veist, er þetta eitthvað það er ekki þitt áhugasvik nei, eitthvað bara í svona þú veist, veit ég alveg hvað þetta er þú veist, og síðan einhvern veginn fór hann fram hjá mér já, síðan fór ég einhvern veginn að spurja fólk eitthvað svona, sástu hana? Já, ekki segja mér neitt en kom á óvart, hún var svona öðru sem ég bjóst við þannig ég er svona 8 inni og síðan tók ég hann núna bara í desember ok þannig ég er svona, þannig ég er svona, þú ert ekki að pissa á þig að spennu ég er ekki að pissa mig að spennu ég sé, mér harst Jordan geggjaður og hann fær alveg stig hjá mér veist, og ég hef gaman að við höfum rætta áður með svona myndir sem að einblína á sko, eins og þetta er gerist rosalega mikið í svörstum heimi ef maður getur orðað eins og svo og ég hef gaman að því hvernig hann blandar inn í hann er með þessa hvítustelpu aftur sem að er ástfangin af öðrum tvíburanum og öfugt af svörstum manni á þessu tíma og það er svona forboðin ást á sama tíma að mikil ástar á milli þú veist, ég hef gaman að, þú veist, hvernig hann blandar því inn í hann er líka með Asjubúa hana
þessi hjón hann sem sjá matinn einhvern veginn, þannig að ég hef svona gaman að því hvernig, þú veist, þetta svona mixað og sýnt á svona pínu, þú veist, þetta gríðarlega erfiðu tími fyrir svart fólk í Bandaríkjunum á þessum tíma, sýnir það ágætlega á sama tíma og einhvern veginn mixar inn í öðrum kynstofnum. Þannig að það alveg ýmislegt í henni sem að gaman að skoða út frá gæðum myndarinnar, þú veist, hvað leikstjórinn að pæla og annað. Algjörlega. En eins og segi, ég veit ekki, já, bara svona, þú veist. Hvernig heldur að mér að þáttum? Ég held að þér hafa ekki þóttu nógu góð. Það er rétt, já. Ég held að þarna... Og vonbrigði. Eins og sagði við, það er alltaf komið núna 2 vonbrigði. Já. Sjáum hvernig hina enda. Mér fannst hún, ég hef aðeins rætt þetta í podcastinu, mér fannst hún ógeðslega flott. Hún er það. Ég fílaði lúkki á henni, mér fannst... Já, fyrirgefðu, truflið, mér fannst mjög skemmtilegur þessi effekt að skipta á milli, sko, stundum var hún fullscreen. Já, IMAX-dóti og svo bara widescreen-dóti, já. Og ég, það fannst ekki neitt sérstaklega rytmi í því. Fyrst fór ég að hugsa hvort þetta væri alltaf þegar annað tvíburinn væri, þá myndi það gerast og síðan þegar hinn væri þá myndi, en í einhvern veginn, það er kannski einhver rytmi annað, en ég allavega tók ekki eftir honum. Ég hef alveg til að sjá hann í ykkur IMAX-bíói, sko, það hef alveg cool. Þetta er kannski líka smekksadri hjá mér, sumt með Sinners. Ég elska From Dusk Till Dawn, ég elska hana. Og mér finnst ekkit fáránlegt að bera það saman. Það eiga svo margt sameiginlegt. Það er þetta líka með 2 bræður sem eru krimmar. Þú ert með þessari, tvíbarabræður sem eru krimmar. Persónulega hefði ég viljað, mér varst fyrirlitið miklu betri. Mér varst það miklu betri. Ég hefði persónulega viljað, svo skal ég tala þessa mynd, þar sem ég vil tala það sem ég hef viljað sjá. Ég vilja sjá krimmamynd þá í Chicago. Það er líka bara saga. Þú ert með 2 svarta bræður í Chicago á bannárunum. Þú ert með Capone og þetta lið á þeim tíma. Það finnst mér líka alveg áhuga saga. Hvernig hafa þeir verið í Chicago þegar ítalska mafían skilur svona dett í gang og ræður ríkjum þar. 2 svarti gæja. Það minnst að hljóma strax bara áhugavert. Og með Jordan þessu hluturki, með það góðu sem báðir bræðurnir, ég fílaði það allt, með það geðveikt. Tónlistin var ekki alveg heitt í mark hjá mér. Þú er ekki blues og svona, minnst það bara ekki skemmtileg tónlist. Blues og jazz sérstaklega, alveg bara... En myndi sjálf, það sem truflaði mig, mér fannst hún verða rosa losaraleg þegar leið á hana og mér fannst hann ekki ná að selja mér hvernig þið komaðum inn á staðin vampírunum. Lútskið hvað við. Þú ert með asísku konuna, hún hleypið minn. Það eru reglur. Þau vita hvernig geta sloppið. Það er bara með því að bjóða mig inn. Á þessum tímapunkti myndinni, þá vita þau þessa reglu. Vampíruna komast ekki inn nema þeim sem boðið. Mér leið pínu eins og Ryan Coogler leikstjórinn, sem er líka handriðshöfundurinn, hefði pínu skrifast út í horn. Mér fannst hann lendi í vandræði með hvernig á ég að koma vampírunum inn á staðinn. Skilur hvað er að fara? Já, en hún alltaf verður pínu sturluð, hún verður þarna svona hysterísk og annað. Börnum mín! Ég var ekki að köpa það. Fyrir mig persónulega. Þannig að þegar það gerist eitthvað, þá er ég pínu svona, þá tjekka ég mig út. Svo sem mynd, þá tjekka ég mig svolítið út. Og að því mér er alveg sama. Mér veist ég finna, persónulega, þetta er smekkstættri, mér veist ég finna fyrir handritshöfundaputtum í staðan fyrir að ég er að horfa á karakter að taka ákvörðunir. Og ég þoli ekki því að lendi því í bíómyndum. Það kemur að því líka í fleiri myndum en eftir sem við svo ræða. Það sem ég finn bara svona handritshöfundurinn skiptir sér af. Af því hann verður að skipta sér af svo að sagan haldi áfram. Mér fannst þetta ekki gerast svona organically inn sögunni og mér fannst það ekki dötu hvað alltaf enda myndina. Vampírdótt endar, svo alltaf kemur Ku Klux Klan atrið þarna, svo fóðu smá atrið líka eitthvað en að 90s eitthvað okkur stað að ekki í New York eða eitthvað. Jú, þessi staðurunni, sko, eins og ég skildi það, þá, eins og þú segir, það kemur allt í Ku Klux Klan og það fannst mér svo cool tenging, vegna þess að þegar Blóðsugan segir, hann er þessum kifti basically hlöðun af, hann er bara yfirmaður Ku Klux Klan og þeir eru að koma að drepa ykkur hérna, þannig við getum alveg drepið ykkur. Ef vampíran hefði ekki sagt það, þá hefði hann ekki vitað að því. Þannig að hvort sem hann hefði lifað af eða ekki, þá var Ku Klux Klan leiðinni. Hann veit það því Blóðsugan segir það, þess vegna fer hann situr fyrir þeim og drepur alla þessar Ku Klux Klan gæja. Ég fatt að það. Og það fannst mér svona skemmtileg sko, tenging inn í, sko, þú veist, þið létuð fokka ykkur, skilurðu. Og síðan alltaf þetta með New York er bara þetta
að þú veist, hann leiði hann að lifa, sko. Mér finnst það hræðilegt atriði. Sorry, persónulega, það er lokatriði. Mér fannst það skemmtilegt af því að hann var búinn að hvetja hann, þú veist, þarna kemur aftur að því, ertu blóðsugur, ertu mennskur, hvað liggur línan, sko, og það er svona svolítið kannski, ef þú horfir á bara aftur í Interview with the Vampire, Já. þá voru það náttúrulega mjög gáfaðar vampírurunni, Já. þú ert runni bara, ég orðið vampíra en ég er samt alveg með mitt allt saman, sko, þannig að hann svona, þú veist, það er eitthvað infused þar, finnst mér líka, svona smá áhrif af, þú veist, einhvern veginn, þú ert ekki bara óstjórnlega vampíru sem verður að býta alla. Þú ert ekki bara dýr. Nei, þú einhvern veginn bara, þú ræður þess alveg, ég ætla ekki að býta þig, ég ætla að býta þig, og hann einhvern veginn var búinn að reyna að koma honum, og hann segir hérna eftir kvöldi, þetta er síðast að þú bara spila, þetta er eina kvöldi sem spilar hérna, þú átt ekki að vera í þessu, þú veist, verst í kirkjunni með, þú veist, pappaðinum og eitthvað svona, sko. Þannig að það reynir svona handrits höfundurinn greinlega einhvern veginn að þú veist, þú ert ekki þessi típa, ekki fara sömu leið og við, svona svipað sem við varum að tala með, hann hefði kannski átt að gera með dóttur sinni, þú veist, þú ert góður strákur, þú kemur hérna af góður ætt, þú spilaðu tónlistinni í kirkjunni á pappaðinu, skilur, og breytu bara út þann boðskap en ekki, þú veist, ekki dragast inn í myrkrið hérna, ekki endilega blóðsugumyrkrið, en bara inn í myrkrið og vera að spila á einhvern stöðum, sko. Þannig ég veit ekki, það er svona Já, en ég skil hvað átt við. Já, ég er svo mikill vampírukall líka. Ég elska vampírur. Ég elska vampírur. Já, þú ert líka það? Já, ég elska vampírur. Já, ok. Já. Ég meina eins og From Dusk Till Dawn, ég meina, hvað er þetta skemmtleri? Hvað er þetta betri? Já, Dusk Till Dawn er náttúrulega, sko, það kemur... Mér veist hún bara masterpiece. Já, hún er það. Elska. Þegar ég sá þess að hugsaði bara, ég þarf að kíkja á hana aftur. Hún er gegg. Og auðvitað er hún líka geðveik kannski að því að þú veist, þú ert með fullt af stórleikurum í henni. Sem voru ekki eitthvað stórleikar á þeim tíma, skil. Nei. Bara Salma Hayek og George Clooney og þú veist, þetta er bara með, þú veist, en ég sammála, en það sem að, sko að því sé, ég reyni alltaf að tósa út einhvern veginn þegar ég sé svona mynd. Ég byrja á að horfa á hana, þá verði einhvern veginn, þú veist, mér leiðist eins og ég segi, ég get alveg fíla ákveðna tegund af blues og jazz og svoleiðis, skilur við, en það verður of langt og íþyngjandi, þú veist, þú ert að taka alls í heilög, taktu bara stittra. Annarkvæmst taktu stittra, eða verður, ég meina, blues og jazz er náttúrulega bara eins og allan tónlist, það er leiðileg blueslög og bara góð, skilur. Já, svo er líka bara smekksattri. Sumir elskar rap og sumir elskar rock, skilur. Já, en þú getur alltaf samt, þú veist, það eru ákveðin lög sem eru betri en önnur, segir sér sjálf, og verður þá bara með góð lög allavega, þá nærðu til bæði þeirra sem að kannski, veist, þannig að, já, ég veit það ekki, þetta er svona... En Michael B. Jordan var geggjaður. Já, hann var geggjaður. Og mér varst þeir ógeðslega töff. Mér varst ekki leiðilegt, spoiler af því við erum búin að spoila myndinni. Ég var svo vona að þeir yrðu eitthvað svona grjótharðir saman bara með Tommy Gunn og rústa vampýrum. Já, ég er enda sammála því. Ég var að vona það. Já. Hann drefs bara snefi myndinni. Já. Mér varst það svo leiðilegt. Já, og sem var svolítið, ég veit ekki, ég er svo sem alveg gett fyrirgefið það því að, þú veist, vampýrun náttúrulega heldur ekki til, sko, en þú veist, það var nýbúið. Því miður. Já, því miður. En það var, ég meina, sko, þau voru komin öll í hrein föt þarna, þeir fóru inn á heimili þarna hjá konunni og manninum þarna, þegar kemur hlaupandi eitthvað og lætur bjarga sér, sko. Mér finnst það svolítið cool sena. Þú veist, hann er að hlaupa þarna undan greinlega Indíánunum, sko, og þú veist, orðin pínu brendur, sko. Ég maður ekki svo hvað... Það kemur fyrsti, vondi, kemur hlaupandi heimilinu. Já. Taka mótum, sko, hann bara geti... Bara fyrst aðrið með honum. Já. Ég borga með gulli og eitthvað, skilur. Og sólin er að koma aðeins upp og hann er brendur eftir eitthvað. Einmitt. Og þú alveg runni veist af hann leið á að þeir eru að reyna að veiða hann, sko. Já, Tekst ekki. Einmitt. Þannig að, en síðan, eins og ég segi, síðan voru allir og bara flestir, þeir voru bitnir hérna fyrir utan, þannig að bæði þarna asíski gæinn og þarna stóri gæinn í hurðinu og allir, þeir voru allir orðnir heldur hressir, þeir komum bara allir baka bara 5 mínútur seinna, sko, það lag ekkert blóð úr þeim og voru allir bara flottir, sko. Þannig að ég get alveg fyrirgefið það svona sem bara eitthvað, en þú veist, já. En ég hef mest gaman að því einhvern veginn, þessum samræðum í hurðinni. Þú veist, þau standa öll hann einhvern veginn, vilja ekki hleypa inn og hann svo, hleypt honum inn og heyrðu, áttar ekki á að hann er að banna, það mátti ekki fara inn og þú veist, og hann tengingi við þess að vútú En þú þurftu bara að hinga þegar sólinn kom upp. Já, það er svona að ég segi, það hefði alveg mátt vera, þú veist, að það hefði alveg verið hægt að græja einhvern veginn öðru í sig. Eins og í From Dusk Till Dawn aftur, því mér finnst ekkit ósanngjarnt að bera það saman. Þau eru komin inn á staði. Já. Þau eru fatt að vampírnir eru. Já. Það er ekkert að vera bjóðunum minna þau þurfa bara að lifa af þá getur sólinn kemur upp.
aðstæðnar eru bara þannig í þeirri mynd. Já. Skilur við hvað er að fara? Því að þeir vita ekkert að þetta eru vampírun og barnum. Nei. Fyrir þau eru komin inn á barinn og þau eru læst inni. Það var ekki sinnes. Nei. Þannig að ég bara hingrið bara, gefið þessu 4 tíma og það var bara svona konu upp. Já. Allavega, Samanlega. böðsum fyrir því, þá er ég líka persónulega, ég alveg til í bara svona Django Unchained 2, þar sem þeir eru bara grótarðir að drepa Ku Klux Klan gæja. Já. Ég er bara sleppt vampírunum. Já. En það er mitt svona, minn smekkur kannski frekar. Ok, höldum áfram, förum við Weapons. Önnur mynd sem vakti mikla athygli. Hvað svipur? Nei, sko, nú ætlum ég að láta þig byrja. Á ég að byrja núna, þó þú sett gesturinn. Ok, ég skal reyna af þetta stutt, af því ég hef margt að segja Weapons. Af því við erum þetta báðir hryllingsmynda aðdándur. Og við höfum að lofsama til dæmis Smile 2 hérna, var það ekki bara í fyrra? Ég hlakka svo til að fá Smile 3, sko. Já, ef hún er eins góð 2, þá verð ég mjög satt. Já, ég bara... Sjáðu til, ég er ekki vongóður, af því mér varst 2 vel bara svona... Hún var sturluð. Hún var bara masterpiece. Hún var bara alltaf... Ég ætla að sjá hana aftur og ég fara að kalla hana masterpiece. En hún var miklu betri en hún einhvern veginn átti skil, fannst mér. Já, og bara leikona eins og við tölum bara, wow. Nefnum skott og geggjuð. Ok, Weapons. Ég hugsa að þetta sé svona stærsta hryllingsmyndun á árinu. Svona allan að, já, ég hugsa það. Sinners, að kannski þetta segja þessi líka smá svona horror auðvitað element í henni. En Weapons vakti mikla athygli og ég var mjög spennt fyrir henni. Fór hann í bíó. Mér fannst hún fín. Ekki meira en það, ég skil ekki alveg þetta hype. Að ég er alveg með nokkar svona punktar sem bögguðu mig óstjórnlega mikið og það er allt hefur með handrit að gera. Það er mjög flotti leikarar, sumtaði fyrst með vera í samtöðu handritið, mér sumtaði sem vera svona smá galli, svo er annað aftur bara smekksætri. Ég þoldi ekki skiptingur á milli karla. Þoldi það ekki. Ég skil hvað hann var að gera. Leikstjórinn sagði að hann hefði blandað svolítið saman 3 myndum, Hereditary, Prisoners og Magnolia. Þú voru ekki séðar alltaf. Já. Þú sér það alveg í Weapons. Það er partur af þessu öllu í myndunum. Stærsti gallin við Weapons finnst mér, eins og aftur persónulega, þetta er spoiler fyrir Weapons. Við verðum að spoilinni, þetta er bara þannig mynd. Ég mælum fólk samt sjá hana. Hún er þess verið að sjá. Já, algjörlega. 100%. Þetta er náttúrulega bara eins og nútíma Hans og Greta saga. Sem ég fíla, mér finnst það cool. Ég elska Nornadótt, sko. Mér finnst það alveg geðvegt, elska það. En myndin býður upp á það sem ég kalla svona alvöru hryllismynd. Og alvöru hryllismyndir, fyrir mitt leiti, svolítið kýla í maðan. Bara svona, Jesús, þetta er bara alvöru hryllingur. Þessi bauð upp á það, að það er atrið í henni sem er alveg svakaleg. Bara eins og til dæmis, þá er ekki talað um alltaf blóðuatri, heldur þess að þegar frænkan segir við strákin, ég get stjórna fóreldrinum. Ég get látið gera hvað sem er, þau stinga sem er göflum, ég get með þess að látið éta hvort hana. Og þegar hún segir það, þetta er ekki komískt atriði. Hún er ekki að segja þetta er ekki svona joke hjá henni, það er ekki spila sem joke atriði, þetta er bara svona alvöru ógeð. Og með ungan strák sem þarf að mata svolítið foreldra sína, að því að nornin er búin að ná þeim á sitt vald, getur gert það sem henni sýnist á hans heimili. Þetta er sem ég kallar svona alvöru hrylling. En þú ert með þetta. Hvernig dettur þó í hug að breytis í grínmynd í lokin þegar þú tekur aðal ógnin í myndinni sem er nornin, Aunt Gladys, sem er geggjuð í myndinni, og þú lætur hana hlaupa öskrandi undan einhvern börnum sem ég hef bara sparkað í, en ok, bursið frá því, ef ég verið hún. Hún er hlaupað þarna, eitthvað, og ég meina salurinn, þegar ég fór í, eins og ég sagði, ég fór með bíó, salurinn fór bara að hlæja, að þetta er komist atriði. Ég veit að leikstjórinn er grunn í gríndóti. Þú eyðileggur, fyrir mitt leyti, alla þessu ógn, og út af þessu hef ég engan áhuga að sjá þessu mynd aftur. Mér varst að skemma fyrir sér alla myndina, það er nokkur atriði sem þetta koma þegar þú ert komið þitt álið. Skilurðu? Hvað er það að fara? Skil alveg hvað þetta fara. Er þetta fáránlegt sér að nefna? Nei, þetta er bara... Truflar þetta þig ekki? Hvað er þú? Jú, það er eins og ég segi, ég sammála eins og með hryllingin, þetta er mjög ógeðslegt þegar hann er að segja þetta við strákinn, skilurðu, og líka bara, þú veist, strákurinn, hann einhvern veginn, hann meðtekur þetta svo strax, hann einhvern veginn bara svona, veist, hann þetta, og þú bara svona, þetta er ógeðslegt, þau eru bara föst inn í sjálfur sér, sko. Já.
og Og hún bara vond. já, hún vond. Þessi kona, hún bara virkilega evil. Já. Og það voru svona, ég segi, nokkur svona atrið. Það var atrið sem ég fannst flottast og mesta gæðsahúðin hjá mér og annað, svona gríðarlega vel hefnað, þegar hún sofandi hann í bílnum, þegar hún ætla að vakta húsið og sofnar. Og þú sér hurðin á húsinu bara opnast og það kemur skröltandi þarna út, alveg, veist, og þú bara svona, og síðan fer hún fram hjá bílnum og þú heyrir bara í hátölurum fyrir aftan í bíónu, hún fer fyrir aftan bílinn, cool. Þú bara svona, hvað, veist, hún að fara, veist, þetta jump scare, veist, hvað að fara að gerast, og síðan kemur hendin þarna, með skærin, það atriði alveg ótrúlega vel gert. Sammála. Bara geggjað, og ég hugsaði, og ég fekk bara svona, ég horfði á þetta og hugsaði bara, veist, að því þú veist ekki hvað gerist. Þetta ekki einhvern veginn svona, þetta jumpscare, þetta hins veginn, þú veist ekki hvað gerist, það auðvitað í bíó í dag, bara, veist ekki hvað gerist, bara golden element. Já, það sjaldgæft. Það mjög sjaldgæft. Þannig að, þú veist, það voru nokkur svona atrið, þetta fannst mér standa upp úr, mér fannst mjög flott takan og klippingin á því þegar hún vafði og sér braut hún og það var bara instant. Já. Galdurinn, það var ekkert eins og svona gerðist eitthvað allt í einhver svona móða eitthvað í gangi og inn í hausinn á einhverjum þegar hún að tala við skólastjóran skilur heima hjá honum og eitthvað að vefja bara í rólehitunum eitthvað. Það líka ógeðslegt. Já, mjög ógeðslegt. Þú klippir eitthvað af honum og hvað það að gera og eitthvað svona, finnst þetta bara allt ógeðslegt og eitthvað og hvað, hei, þarfst þú ekki bara að fara og allt þetta og sem bara, og hann bara, fyrir beint í málið. Þannig að voru eins og segir, rosalega margir svona punktar sem voru bara virkilega góðir til þess að búa til alvöru hryllingsmynd. Sammála, það það sem ég fannst líka. Og mér fannst vanta í handriti, mér fannst vanta svona svolítið, þetta var frænka þeirra, sannarlega. Ég sést, allavega við vitum ekki betur, þetta bara, að koma í heimsókn hérna og tók eitthvað. Hver bakgrunnurinn hennar? Þú veist, það engin tenging í, veist, akkur hún einhver norn og hvar gerist það? En þurfum við að láta útskýra það frá? Já, handritshöfundurinn, hann sagði það, hann bara, viljandi gert, hann sagði bara við eigum ekkert að vita það og þá hugsaði, kemur 2, pælingi að gera 2 og þá sagði hann eitthvað, ég ætla ekkert endilega að gera 2, af því ég hugsaði, þá kannski fá að vita meira bara hvað hann komur sér galdrar, hvað hann kemur þetta ógeð allt saman og hvernig heldur það áfram. Það oft auðvitað góður punktur í myndum að segja ekki allt, kom ekki með allt, útskýra ekki endilega allt, þú veist, skilja sérstaklega ef það einhver pæling að gera eitthvað meira, en mér fannst alveg vanta, aðeins meira. Já, og ég meina hann, síðan eins og segir svona glims í handriti, hún setur hana línu og segir þú mátt ekki fara yfir þessa línu, þá reynaðu að drepa þig foreldrarnir, Ég er búin að setja þann galdur á og krakkin er búin að upplifa að þau stingar sig í andliti, hann veit alveg hvað gerist, samt fyrir hann yfir þessa línu, kveikið þar á því að þau hlaupa og eldan út allt hús. Þú veist, það var líka svona, þú veist, það var búin að sýna að þegar fólk kom tilbaka úr álögunum, þú veist, það var hann að fyrsti krakkin sem kom tilbaka, þú veist, hann var bara eitthvað, enga vinna að jafna sig og bara eitthvað rosa tjónar og eitthvað, sem voru þeir sem að lendi í þessum álugum hann að sitna meir, þú veist, sérstaklega fullorðna fólki og annað, það einhvern veginn bara leiði að hrökk út í, það einhvern veginn var að bara komið aftur, bara á þeir rót, Það væri þetta að segja samt líka, ef ég er að verja leika myndina, kannski er þetta bara persónubundið? Já, annarkvæmst persónu, það sem ég reyndi að verja í þessu var í rauninni það að þú varst búin að vera lengi með álögin á þér, skilur. Það var erfiðara fyrir það. Já, en hitt var svona eitthvað styttra, þú veist, þarna, lögreglugægin og einhvern veginn svona, þú veist, bara, en, þú veist, þarna fannst mér kannski, þú veist, hefði mátt aðeins, að það svo auðvelt, þú veist, hún situr hann inn í herbeggi og einhvern veginn að gera einhverja hluti og drasla og eitthvað og þú getur alveg búið til einhverja tengingar, þú veist, það eitthvað þarna, og hvað, bara hver sem gerst þetta, þú veist, af hverju gat hann í rauninni gerst þennan galdur hann í lokin þegar hún hleypur öskrandi út allt, skilur, þú get ég bara fundið þetta drasl og sett einhvern galdur á þig. Galdrar mig, ég geti tekið mikrofónun og bara hann við haust. Já, ég þarf nú bara að nefna einhverja myndir, þá gerur það. Ekki flóknar það, Þú er greinlega göldráttur, Óskar. En ég verð þá að koma líka einu, af því að samband þessa mynd, sem buggaði mig líka rosa mikið. Og það finnst mér vera gall í handritinu. Ef þetta myndi gerast, að þú veist, það alveg sumt
ég get keypt að hún hafi verið göldrótt. Allt í góðu. Bara, þetta yfirnáttúruleg mynd og allt í góðu. Ég ekkert eitthvað, það ekki til. Nei. En þú verður svona að selja mig líka það sem gerist í myndinni. Ef þetta myndi gerast, að allir krakkar í einhverju bekk myndu hverfa, eins og í svona mynd. Og 1-2 manneskjur eftir í bekknum væri kennarinn og 1 strákur. Þetta fólk rannsakað í drasl. Já. Og ef að húsið hjá stráknum væri eins grunnsanlegt og í myndinni, það væri bara löggur non-stop að vakta húsið og það væri náttúrulega búið að fara inn í húsið miljónsunum. Það sýnt hann eitthvað einu sinni í myndinni. Já. Ég var ekki að kaupa þetta og ég skil ekki af hverju leikstjórinn tók ekki bara strákinn líka og hafði þá konuna annars staðar. Þá ertu búin að leysa þetta vandamál. Já. Skilurðu? Já. Þú veist, ég skil sko sjónrænu hliðina. Það ógeðslega cool. Það dagblöð öllum gluggum. Spooky hús. Skilurðu? Þetta var bara einhverju útkverfi og partur, þetta miðjan á þessari rannsókn hjá þessum löggum. Það finn út úr hvert þessu börn fóru. Ég meina hugmynd, ætli þetta sé í þessu húsi, þessu þarna, það búið að setja dagblöður fyrir fram allar glugga, frænkan stórskrítin, hún búin að hitta skólastjórinn í skólanum, hún stórskrítin, ógeðslega grunnsanleg. Bara ein hugmynd, eru kannski krakkandi þar eða? Já, sko, það var náttúrulega, lögreglan kom, þannig að það var búið að taka frá gluggunum og hún eitthvað voða bara eitthvað. Heldur að lögreglan það bara, ok. Ég sammála því, hann gerir þetta svona einhvern veginn. Þetta ótrúlegt. Já, þetta svona svolítið, og eins og kannski náttúrulega látið bara krakkarna hlaupa hver sem þessna kallar hann einhverju öðru húsi sem að bara einhver fjölskylda var í fríi eða whatever, sko, þú veist, afvegaleiða eitthvað. Okkur var hann ekki bara heim, okkur var hann ekki bara í öðru húsi og þess að geta tekið fóreldrana, strákinn, þá ertu ekkert með, þá fyrir löggan heim til stráksins eða í þessu hús bara, finn ekki neitt. Hún ekkert að falið sér hans betur, en af hverju ekki, ég skil ekki alveg, fyrir utan bara að hafa eitthvað svona cool, bara ég veit ekki. Nei, en það eins og þetta svona, sko, mér finnst verst þetta eins og varst að tala að hún hlaupi hérna gargandi í lokin og einhvern veginn, þú veist, þetta svona hafði ekki verið farið alveg nógu mikið í einhverju svona spennu hrylling, af því að, þú veist, það voru vissulega þau element og hefði verið að gera meira að þeim, þú veist, og veist, jú, oft alveg svona að fara yfir í smá grínu, þetta var fullt af grínir í lokinu, það er að henda hvort öðru hann í sófanum og já, en það er ekki aðalóknin. Sprettur upp aftur og svona. Já, en það er ekki aðalóknin. Það er ekki aðalóknin, sko. Akkur gat það ekki bara grínið. Já. Ekki við aðal vondakallin. Og hún hefði bara alveg geta einhvern veginn látið sig hverfa eða eitthvað og líka bara þú ert svona, eins og segir, þú ert mega göldrótt, sko. Mega göldrótt. Þú gætir að horta á þessu mynd aftur núna veistu hvernig endar. Já. Og þegar þú atrið með henni, þannig að þú með skólastjórn alltaf. Getur þú tekið hann alvarlega? Þú veist, eftir hálftíma, þá hópur af einhverjum 7 ára krökkum frá eldana og eitthvað, þau voru ekkert með einhverjum ofurkrafta. Nei. Já. Hvað þyrfti marga 7 ára krakka til þess að yfirbúða þig, Ásgeir? Eða kemur 60 krakkar inn. Já. Ég veit það ekki. Ég veit að þú ert ekki gömul kona, en hún var göldrótt nord. Þú skilur hvað, þetta var svo asnalegt. Og mér fannst bara svona, hann gæti bara ekki ráðið vissi leikstjórnum. Hann hefur verið hláturskast að skrifa þetta. Djöfull væri ég fyndið maður. Ég svo mikil gríngaur. En það svona, mér svona leiðilega hann ekki fatta bara, ég er kannski með eitthvað svona í höndunum. Þó ég sé grínkall, af því hann úr svona grín, það er hans dæmi. Þá ætla ég aðeins að tóna það niður. Nei, ég get ekki alveg enda þetta svona. Ég vildi hún enda því illa. Já, þetta sko, hún hafði öll element í það, en sko, það er það er oft þetta, hann fer hann yfir í eitthvað allt annað genre heldur en hann hefur gerst áður. Ég er kannski ekki hrifinn að því, skilur, langar ekki að gera fleiri svona myndir eða eitthvað, vill bara aftur í grín eða hvernig sem er. Þetta verður svona óvæntur smellur, á sama tíma hann kannski heldur neyði bara eitthvað, ég veit það ekki. Þetta eru svona alls konar spurningar þarna, en þú veist, ég fór á hana, ég var búin að heyra, þú veist, framan að og rauninni áður en þetta kemur og annað og ef maður sleppir svona einhverjum, alltaf klompur í einhverjum myndum, skilur, eitthvað sem gengur ekki upp og eitthvað. En þetta þú færð strax svona bara að byrja, hvað er þetta? Þú veist, af hverju týndustu og hvað er þetta? Og þú einhvern veginn svona, þú veist, en að ég vil tengja svona svolítið, sko, ég fann svona svolítið og ég veit að einhvern veginn skríti kannski tenging þannig, en þetta er eins og með Ring myndina. Hún var svo geggjuð, hún var svo ógeðsleg, hún var svo óþægileg.
það var svo óþægilegt, ég meina, þú kemur út úr fucking sjónvarpinu, hversu ógeðslegt atrið það? Þú ert bara eitthvað að horfa á þetta bíó, nei, hún er ekki að horfa á eitthvað vídeo bara og það gerist eitthvað ógeðslega á skjánum og tekur spólun úr, hún skríður út úr helvíti sjónvarpinu. Það bara þetta atriði líklega eitt ógeðslegast atriði bara í hryllingsmyndum bara ever, skilur við. Er þetta bandarísku? Já. Þetta er lendingar á japansku? Já. Ég hef búin að segja japansku. Já. Ég hef ekki séð japansku. Nei, japansk, því þegar ég sé síðan bandarísku mörgum ára setna, þá er ég búin að segja, en ég veit hvort talum, en það er ógeðslegt í upp. Já, bara ógeðslegt, skilur við. Og það er einhvern veginn og það er þessi undirtónn í þeirri mynd, hún er svona öll svona óþægileg, tónlistin er svona þung og hún veist, þú ert einhvern veginn með konu í venjulegu lífi og hún einhvern veginn fer eitthvað í vinnun og dótið, það er svona allt svona drungalegt og þungt í allri myndinni, sko. Já. Þannig er alveg svona þessi undirtónn, þú veist, þannig er hérna Josh Brolin einhvern veginn að verða klikkar á þessu einhvern veginn og er að skoða myndavélunar og einhvern veginn, það er alls konar svona undirtónn sem er alveg býður upp á allt saman. Þess vegna eins og þú segir, það er svona, af hverju gastu ekki bara haldið þig þar? Ég er að fara að búa til svona mynd, ég bara, já, undirtónn er góður hérna, þetta er creepy, þetta er einhvern veginn, þú veist, út með eitthvað element, þetta, veist, hvernig hlaupa sem er svona pínu, eitthvað svona óþægilegt og einhvern veginn veist ekki samt og eitthvað, sko, veist, en sem fer hann ekki alla leið eins og þú segir. Og þá nær, en það er hins vegar síðan á móti, eitthvað sem nær svona, hún er geggjuð, hún er einhvern veginn ógeðslegin, síðan samt eitthvað fyndið og eitthvað, þú veist, hjá ákveðnum hóp, sko. Já. Sem nær, þú veist, en ég held hún hefði bara náð miklu meira, þú veist, bara aðeins meira dark, aðeins meira grín, af því auðvitað er líka, sko, þegar þú sérð, sko, glipsið þarna þegar hann kemur hlaupandi, þarna skólastjórinn, fyrir myndin eitthvað, þá er það eiginlega hálf fyndið. Skilja, hann er eitthvað blóðið fram og hleypur, þá er ekki búið að sýna af hverju hann er að hlaupa. Skilju, þegar hann er hérna, þú veist, það er ekki búið að sýna það atrið að þetta var klipt niður í sögu, skilju. En síðan er þetta gert svona, þú veist, eins og segir, fyndið og ekki fyndið þegar hann er fann að hlaupa, hann er bara að hlaupa einhverjum fleiri kílómetra þegar hún sagði hún bara að hlaupa endalaust, skilju. Bara ekki stoppa, hleypa fram í fullt af fólki. Finna konuna. Já, finna konuna. Og það er bara eitthvað, hleypur í gegnum eitthvað hverfi og hleypur niður ruslatunnu og þannig að það verður eiginlega fyndið að síðan á tíma og það er hún ekkit fyndið, eða þess að bara ógeðslegt í rauninni atriði. Þannig hann er svona einhvern veginn að reyna þarna, nema síðan fer hann bara svolítið óviðbór þannig lokin með. Ég er náttúrulega þar dreigir línu, að því í loka atriðinu þegar Brolin þau eru komin inn í húsið og hann er að berjast við dópistan sem var hann búin að vera hann karakter. Og hann hendur hann eitthvað borð og hann stendur alltaf aftur upp og veist, það er svona alveg fyndið. Ég fyrir ekki það alveg, en ekki komið með ekki alvondakant. Þetta er svo ímyndir að vera að horfa á, ég veit ekki, bara Silence of the Lambs, svo er hann bara lektir eitthvað í lokin, hlaupa, þú veist, þú getur ekkert... Nei, þú eyðileggur. Þú eyðileggur þetta, því að mér fannst bara, ef hann hefði tónað niður skólastúratriði, af því það er ógeðslegt, hann drepur mannin sinn. Skalla hann ekki verið til dauða eða eitthvað, það er ógeðslegt, það er ekkert fyndið í þjátri, það er ekkert fyndið með unga strákin, litla strákin í þessu húsi, fóldrarnas bara eins og segir, bara hálfgerðu fangelsi inn í sér, Gladys ógeðsleg, alveg bara virkilega ógeðsleg manneskja og bara virkilega vond, alveg illmenni, en að tóna það niður, þá kannski hefði ekki verið eins pirrandi í lokin, en að því mér að sjá glitta í svo geggjaða hryllismynd, sem að skemmir til þess að búa til eitthvað fyndi moment í lokin. Og hvað, til þess að þetta áhörðu lapp út úr bíónu og bara, þetta var rosa skemmtileg mynd. Já, þú færði einhvern veginn í þetta, sko, þetta verður svona hryllingsplatter grín. Þú veist, það er einhvern veginn svona fyrirsögnin sem geti verið. Já. Sem ég er alveg sammálaður að veist, okkur helstu ekki bara við hitt. Því ef þú ert, eins og með það til þess, ef þú ert með splatter mynd, þær eru oftast ekki með svona atrið. Það sem er, þú veist, virkilega bara óþægilegt, erfitt, virkilega ógeðslegt, skilur þær eru kannski komiska bara í grunninn. Mér finnst bara, þetta buggaði mig að ég hef viljað labba út úr bíónu og verið bara, þú veist, shit maður, þetta var rosalegt, sem er ekkert fyrir alla. Nei. Það er ekkert fyrir alla, en það var svo letið ég sá myndina bjóða upp á þetta. Og svo bara, kemur þetta prumpatri í lokin hana og ég nenni ekki svo sem myndu öttur. Nei, ég meina það, þetta er mynd sem þú getur ekki, að því að eins og segir, að þú getur ekki tekið, þú veist, þetta eyðileggur illmenni, sko. Það gerir það. Og þá getur einhvern ekki séð, ég meina þetta, veist,
Þér finnst þá engin ógn þegar þú horfir aftur á hana. Nei. Þegar hún þykjast vera einhver Nei. vondukall, Nei, þú er búin að taka alveg það element úr, sko. Þú ert svo sammála með Já, það algjörlega að í sammála. loki. Mér þegar þú sást hana í bíó. Já. Mér fór ekki helmingur og Salman hlæja? Jú, Já, það bara- var allir í kasti á mér. Já. Ég var bara fúll. Já. Nei, það er rétt einhvern veginn og sko, á sama tíma allir fóru að hlæja þá einhvern veginn, veist, ég fór ekki að hlæja af því að ég meti hugsaði bara, af hverju þetta? Hvað er þetta? Þetta er svona, og líka er unni bara, þú veist, þú ert búin að bjarga einhverjum krökkum og þú ert búin að breyta einhverjum 7 krökkum í morðingjar, skilur þú bara svona, þú veist, það er að bjarga krökkunum og hvað og þau eru ekki, þú veist, bara traumatæsaðurinn, bara rústuð þarna einhverju gamalli konur, sko, sem að, þú veist, það er ekki eins og það er bara rétt sparkaði hana, sko. Hún bara barinn til dauða. Barinn til dauða, sko. Þannig að þetta er svona, já, það var skrítin loka á Já, þetta var ekki svona alveg fyrir mig. Í. Herru, höldum áfram, förum yfir í meira léttmeti. Já. Ég elskar að horfa á það því ég er svona að renni við myndirnar, svo kíkja á þig. Við erum farið að tala um nýja Jurassic World. Já. Þú ert nú mikill reisahælukall. Já, mjög. Þú er búin að sjá allar þessar myndir. Já, ég elskar risaeðlur. Ég sá, þú ert ekki að grínast, nei, ég man þegar við tókum upp, ég man ekki hvað, 23 þáttur okkar eða eitthvað, þegar Dominion kom út. Já. Ég var ekki búin að sjá hana. Ég sá klukkutímaðinni, ég get ekki klárað hann, hún er svo léleg. Já. Ég nenni ekki klárað hann, það er bara drast. Já. Maður er bara eldast ásker, ég hef ekki endast tíma. Nei. Ég nenni ekki þessu í algjörturusl. En ég er búin að horfa á þessa, Jurassic World Rebirth. Scarlett Johansson er komin inn í þetta, sem ég fíla í botn. Ég fíla Scarlett. Og ég ætla aðeins að koma meira inn á hennar svona star power, af því mér langar líka ræði við það eftir, þó hann sé ekki á skjánum, Thunderbolts. Já. Förum aðeins inn í, það tengir svolítið Scarlett, af því að systir hennar er í Thunderbolts. Jurassic World Rebirth, ég byrjaði með Weapons. Viltu ég byrja aftur? Byrjað þú? Reisahælukalli. Já, sko, ég bara, nei. Ekki gott. Nei, og því, sko, að því þín segi, ég horfði náttúrulega myndin hann undan eins og ég var bara hræðileg. Hræðileg. Og það er svo rosalega auðvelt. Þú veist, ég get alveg sest niður og fengið mér hérna kaffi og bara upp með fartölun og búið til gott Jurassic Park. Já! Þú ert með svo gott efni. Þú ert með risaeðlur, þú getur tvista risaeðlum eins og þeir svo sem gerir í þessum myndum eitthvað en að það er eitthvað nýtt afbrigð og eitthvað svona bla 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 eitthvað. Og þú ert bara með, þú veist, hvað viltu gera? Þú ert með, þetta er spenna og þetta er bara góð afþreying sem þetta búa til. Já. Og það bara, sko, Rebirth, bara, mun betri en hinn. Sammála því. Alveg bara mun betri, sko. Sammála því. Hinn var bara í hugsaði betur, hvað er að gerast hérna? Hún bara, ég bara man ekki svona eftir henni lengur. Ég er svona að rifja upp eitthvað, hún var það léleg. Hræðileg. Hún var hræðileg. Þessi það er tölvöld meir í hasari þessu og tölvöld meir í gangi, en engar síður, eins og ég segi, þú ert með svo brjálæðislega gott efni í höndunum og þú gerir ekki meira við það en þetta. En af hverju hafa þú ekki gert góða svona mynd í, 30 ára? Sko, það sem ég skil ekki. Það er svona eins og ég sé, við komum bara með Jurassic mynd og hún tekur alltaf hérna $300 million eitthvað, látum hann að kosta 70 eitthvað, þetta er svona að liggu við. Því þetta franchise er náttúrulega bara geggjað. Og þeir halinn því líka peninga með þér. Þannig að enn og aftur, þú veist, þetta er ekki flóki konsept, skilur við. Þú veist, það er einhver skeri, þú veist, það er mikið misgáfar, þú býr til einhverja skeri von og það er eitthvað og síðan ertu með eitthvað plott í þessu og eitthvað, en þetta er alltaf sama einhvern veginn draslið, það er einhverju vísindamaður sem er eiga við eitthvað, hann á eitthvað fokki einhver sem ámátti ekki gera og þú veist, og bara veit það ekki, ég bara Neyksla. Já, ég bara Þú nennir ekkert að ræða þessu mynd. Nei, ég meina Það er ekki til að ræða. Það er ekki til að ræða. Nei. Og ég var rauninni fyrir, sko, því ég sá að Scarlett var í henni, þá hugsaði ég, ok, þetta er svona, þú veist. Mér fannst það spennandi. Mér finnst það spennandi. Ég veit ekki með þig, en ég fíla hana sem leikon. Já, alveg í bóð. Og hún er góð í þessu, hún er góð í Avengers-myndunum og veist, hún er töffari. Alltaf góð. Og góð með að leika töffara og annað, skilur en þú veist,
þannig að, þú veist, ég hugsaði einhvern veginn, hún ekki að taka þetta að sér af því að myndin er ömurleg, hún tekið þetta að sér af því að þeir eru að steppa upp. Já, því miður. Peningar. Mér finnst það svo leiðilegt. En það, mér finnst alltaf lægi. Mér sumir eiga það inni. Já, en fyrir svona mynd, að því málið að Jurassic, í rauninni, þú þarft ekkert eitthvað mega kast í Jurassic, sko. Mér finnst Chris Pratt miklu betri í fyrirmyndinni þegar hann er hérna á hjólinu og risaðalinn er eldaða og hann talar við hérna einhverja áskilu. Blue! Já, ég meina, það er allavega, það er eitthvað koncept á bakvið það, það er einhvern veginn, það er einhver heimur og það eru gáfar, þess vegna er hann búin að ná inni og eitthvað, en því sé ég betur, ég er ekki að segja það er góðar, sko, en ég er að segja, mér er þetta tölur betur að síðan bara fór þetta alveg down the shearer og þú veist. Mér fannst það grunnhugmyndin í þessari, svona allt í lagi. Sem svona afþreying, eitthvað, við þurfum að fara, við þurfum að sækja, eitthvað stærsta sjóaðilan, stærsta flugöðlan og stærsta land, eitthvað svona. Ok, ég gæti verið skemmt þetta ævintýri. En hún er bara svo leiðinleg. Mér fannst hún bara drepleiðileg. Mér fannst hún byrja allt í lagi, aftur, skalætti inni, fíla hana, gaman að fá líka svona nýtt andlit inn í þetta franchise, þetta var ekki aftur, Chris Pratt er búið með sína 3, og þetta var ekki aftur Sanil, hann er búið með sitt dæmi í þessu. Fór svona nýtt, ok, hún fyrir okkur hún er eitthvað svona smá badass, eitthvað svona eins og mála liðið eitthvað. Svo verður þetta bara svo, finnst mér svo leiðilegt. Mér fannst þetta bara ekkert skemmtileg með. Og mér finnst þetta fjölskylda drefleiðileg hana. Hundleiðileg. Þannig að hún ekki, þú veist, það var enginn í henni einhvern veginn, þú veist, langaði ekki að bjarga neinum einhvern veginn. Alveg svona alla. Já, það mátti geta það alla, sko. Alveg bara, þú veist, og mér finnst lélegt persónusköpun í því. Mér líka. Handrið er alltaf ekki neitt. Frekar vil ég lesa þína útgáfa af einhverju Jurassic Park. Ég bara hendi eina góða útgáfa af Jurassic í alveg tala. Að því eins og segir, þetta er alveg hljóma spennandi. Ná einu ekki hérna úr hverjum einhvern veginn og... Kannski þetta gera cool með það. Já, gæti alveg verið. En mér veist ekki gera það. Nei, og dröstlesari, þessi fjölskyld og aftur svona líka, þú veist, þetta eru risaðalur og eitthvað, en öll þessi sjóatrið, þú ert að díla við fucking risaðalu í sjó. Getur hann að bát bara ef hann langar það, sko. Þú veist, ekki, ég veit, þegar ég segi gerði þetta trúverðugt, ég veit þetta er risaðalur, en þú veist, það er hægt að gera betur með þetta, sko. Já. Og þessi eðla hann í lokin líka einhvern veginn, hún var bara einhvern veginn, það var svona líkuð eins og bara, þetta þarf ekki að vera svona flókið task, sko. Ég man ekki eins og hvernig endar. Nei, þannig þetta er eitthvað. Jú, hún gefur, já, hún gefur henni, þú voru að finna einhverja lækningu, Alzheimer eða eitthvað. Já. Var ekki eitthvað svo leiðis. Og hún gefur öllum heiminum eitthvað svona. Já. Eða þú þoldi ekki vístamann hann sem var með henni, hann var svona góðu gæi. Já. Og svona, við skulum bara gefa öllum heiminum þess að þú veist, uppskrift eða þetta lyf eða formúla eða hvað þetta var. Og hún ákvað að gera það en þá verður hún að fylta peningum. Já. Andstæðið skallet í alveg, hún er ekki sandasælum fyrir þessa mynd. Já. En gott hjá henni, sækja sér meiri pening. En mér langar aðeins, ánum fyrir ballerína, mér langar að fara aðeins að ég var nefna á hann, þetta er svona smá tengt skallet og Marvel. Mér langar að svona pivota aðeins í Marvel-myndar. Þar voru 3 árinu, þó þess ekki hérna á sjónvarpinu. Captain America, ruslið hana, ég myndi hana Brave New World, Thunderbolts og Fantastic Four. Voru 3 myndir. Ertu búin að sjá allar? Þú búin að sjá allar? Já. Ok. Tökum það bara svona stutt fyrir, því ég ætla að stundsamlega ræða saman til Thunderbolts sérstaklega. Byrjum á þessi Captain America, hún kom fyrst út. Já. Captain America Brave New World. Já. Nei. Ég veit, þetta er rusl. Nei, þetta er miklu meira rusl. Það er líka bara, sko, Captain America. Tekur ekki eitthvað fluggæja með einhverja stálvængi og hann er allt í norðin Captain, bara... En þetta gerist í sögunum? Já, mér er alveg sama. Þú ert ekki með Captain America sem er orðin bara eitthvað annað. Þú veist, þetta er bara hætt þessu. Bara hætt þessu. Já. Nei, alveg, og þetta er bara skam og þetta er bara, þetta er talað áður. Það er líka alltaf þetta, þú ert með einhverja ofurhetju í hverjum af þessum myndum, hvað sem var Captain America eða Iron Man eða eitthvað. Það er nóg að hafa eina ofurhetju sem sigur á vondakallinn. Já. Það er bara ein ofurhetja og hún tekur vondakallinn. Síðan ertu bara með einhvern veginn Avengers og þá ertu með allar ofurhetjurnar. Það er jafn miklu ef ekki meira brasi með að sigur á vondakallinn. Þú veist, ekki breyta þá þessum, sko, ég meina, Captain America hafði superpowers. Já, hann var með svona super soldier serum, já. Ég meina, þetta er bara venjulegu gæi með vangi. Já, ég veit það. Hætt þessu í alvörunni og þetta var svo vond mynd.
þetta var bara hræðilegt. Og ég segi reitt, ég horfði á korter, þá slögt ég. Já, sko, ég er ennþá í því. Drast. Já, ég ætti að fara að taka þetta fyrirmyndar. Ertu að klára? Ég bara klára vegna þess að ég hugsa bara, annars get ég ekki talað um hana. Þetta er nóg. Áskil, við erum bara eldast. Alltaf að eyða tímanum í þetta röst. Nei, sér nota ég oft stráki minn náttúrulega, sem er 11 ára. Ég horfa oft á þetta með honum, mjög oft. Ok, þá kannski getur ekki alveg slögt. Nei, en samt, hann er bara, hvernig fannst þetta? Já, bara, veist ég hvað, veist, þetta er bara rusl. Hún er rusl, punktur. Þurfum ekki að ræða hana meira, næsta. Ég held að allir séu sammála sem er að horfa á þátt núna, það er bara... Eins og segi, ég horfa svona 15 mínútur og ég var með að horfa með eldri stráknum mínum, sem er enda kannski ennþá ungur, en ég er svona, hann er dottinn aðeins í Marvel. Og ég get ekki boða honum upp á þetta. Nei. Þetta er bara sem ég myndi bara gefa honum skyndibita, skilur. Bara McDonald's, eitthvað fast food, rusl bara, og hann bara lifa því. Ég ber ábyrgð sem foreldrar get ekki. Láta hann horfa á þetta rusl. Sérstaklega ekki, þú ert kannski með góðar Marvel-myndir, Iron Man, fyrsta, eitthvað Avengers-myndir og svona. Þetta er bara rusl. Já, þetta er rusl. En færum okkur aðeins yfir Thunderbolts. Já. Af því nú heyrði ég það frá nokkur sem hafa komið í þáttu minn og Instagram skilabóð. Eða frá Instagram skilabóð. Að það ætti bara að vera dundumynd. Já. Fólki fannst það bara dundumynd. Ég heyri þetta án í sémynd. Já. Ég sá hana mjög seint. Ég ætla ekki að sjá hana. Að ég bara kom með algjörst ógeð sem Marvel-dúti. Ég nætti ekki að sjá hana og allir bara, herðu, þessi er náttúrulega drullu góð. Þetta er bara, veistu það, Hafsteinn, þetta er besta Marvel-myndi sem búið að koma út bara lengi og veit ekki hvað og hvað. Svo sá ég hana loksins og ég var ekki eins hrifinn. Áskil, hvernig varst þér Thunderbolts? Sko, ég tek undir það að hún er með því betra sem hefur komið í langan tíma frá Marvel. Já, en standardin er líka hér. Já, alveg klárlega, af því að, sko, þetta var bara svona enn myndin hugsaði, sko, í alvöru, á ég að fara á þetta. Síðan heyrði ég þetta sama eins og þú, svona, eitthvað svona, já, hún er tölvöld betri. Fer á hana og, já, hún er tölvöld betri. Er hún góð? Nei, hún er ekki góð, þú veist, ég er ekki að fara að setja hann aftur í ganga eftir að horfa á hana og, þú veist, ég meina, þvílíka rosalega ofurhetjan, ódrepandi motherfucker, þessi gæi. Sentry. Nei, ég meina bara ódrepandi. Já, bara ódrepandi. Hann ánáttúrulega að vera svona Superman í... Nei, sko, miklu meira en Superman. Superman er bara eitthvað grín. Þetta er bara, þetta er það mikil rosalega, þú veist, það var ekki hægt að drepa hann. Ekki með neinu einasta móti. En það varst að senda ræfla á eftir honum. Sér senduru ræfla eftir honum, einmitt. Og það er svona, sko, kemur aftur aðeins eins og vorum að tala um, sko, þú veist, þegar það atriði byrjar allt saman, einhvern veginn, og þú einhvern veginn sérð hvaða gigatísku, mega-sega, ultra-turbo hæfileikan hefur þessi gæi, þá alltaf svona ægi í alvörinu og hvað er að reyna núna? Og bara hendunum í veggi og drasl og dút og eitthvað og bla bla og það bara skiptir ekki máli. Þetta er bara svona, og þá ægi, veist, en svona yfir höfuð, myndin mér líka sko, veist, það var svona skemmtilega atrið í henni, svona alveg ákveðar senur, þú veist, þurfa að brjótast inn hérna eitthvað neginn í þetta dót hérna og þessi shadow vera hérna eitthvað neginn sem hefði náttúrulega alveg mátt vera meira, ekki drafst hún ekki eða eitthvað? Ég múið því mann það. Nei, eitthvað, þú veist, þið fara hann inn í í lokinu. Þessi hérna sem víbrar sig einhvern veginn og getur byrst einhvern veginn, það er svona, þú veist, það voru einhverjum... Nei, ertu að tala um Ghost Card, kona sem, ég heldur þetta Ghost, sem var í Ant-Man 2. Já, það var það ekki. Þannig um hana. Er ekki að tala um hana? Ertu að tala sem var partur af hópnum? Já. Eitthvað svona, þú veist, það er svona, ég segi, við hefum allt í lagi, þú veist, en ég segi, þetta er bara losers, skilur við, og þetta átti að vera það, en þá þarftu svolítið að breyta konceptnum, getur ekki, sko, þegar ofurhetjan er valla að ráða við vondakallin sem er ofurhetja, sko, þá er losers valla að fara að gera það, sko, og þetta var rosa mikið einhvern veginn svona bara eins og í íþróttum hjá 7 ára krökkum skilur allir fá viðurkenningu, það var svolítið svona bara einhvern veginn, þeir eru losers en ekki gleymaði hver þeir eru og þeir eru bara frábær, skilur. Svo hvað í lokin eitthvað New Avengers, þetta er ekkert Avengers Þetta er draslið. Þetta er draslið og eins og ég segi, skári, veist, ég fór í bíó og hef enga væntingar, alltaf Marvel fyrir mig var bara einhvern veginn ónýtt, þannig einhvern veginn svona, þetta var svona, þú veist, ég fyrir ekki þunglindur út, en var þetta eitthvað svona bara, wow, Marvel is back. Nei.
þín lokaorð varandi Thunderbolts. Ég verða að koma inn á eitt, aftur, ég var nefndur samt Scarlett. Ég var að setja upp félagmennu daginn, ég var að tala um Thunderbolts. Mér finnst þetta ekki góð mynd. Mér finnst hún alltaf lægi svona framan að svona, bara svona, lala, afþenning. Ég er líka algjör sökkar fyrir eitthvað svona ólíki karakterar, setti saman í lið og þau þurfa að vinna saman. Ég geti séð miljón svona myndir. Mér finnst það alltaf svona nokkuð skemmtilegt. Sérstaklega þetta er eitthvað svona villains, svona vondukallar eins og Suicide Squad eða eitthvað. Já, ég til í það, skemmtilegt. En það sem mér finnst áhugaverðast við Thunderbolts, hversu mikið hún þurft á kvikmyndastjörnum að halda. Já. Og ég alveg tala, að þú veist, fólk eru að tala þú ert með eitthvað sem kallast leikari og svo ertu með það sem kallast kvikmyndastjörna. Sumir eru hvort-tveggja. Bara uppfyllt, eins og Tom Cruise er góður leikari, hann líka kvikmyndastjörna. DiCaprio, kvikmyndastjörna, er líka góður leikari. Og svo eru sumir, eða eins og til dæmis Dwayne Johnson, komum kannski aðeins inn á hann og eftir út af Smashing Machine, en áður en hún kom út, þá var hann kannski meira svona kvikmyndastjörna, kannski ekki svaklega góður leikari. Nei. En það er að segja, sumir uppfyllt að hvort-tveggja. Ef þú berð saman Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, þetta lið, Josh Brolin sem Thanos, ef þú berð það saman þetta Thunderbolts-lið, þetta er bara ekki, það er ekki það að berða það saman. Nei. Og mér veist ég bara að finna það svo svakalega, í hverju risa blockbuster mynd, hún er svo flöt, allt í þessari mynd er flatt, og þú ert með þessa karaktera, er eitthvað bla bla, sorry, mér finnst bara ekkert kemistur um millera, mér finnst enginn af þeim hafa burðið þess að bera upp mynd. Já. Get ekki tala Bera um mynd það. uppi. Bera mynd uppi. Og mér finnst það bara svo áberandi. Já. Hvað finnst þér? Fannst þú ekki finna fyrir? Jú, ég meina, ég bara, þú veist, eins og ég segi, þú horfir á kastið einhvern veginn og eins og ég segi, þetta er bara eitthvað lið og þá bara einhvern veginn verður að einhvern veginn að vera einhver persónusköpun í því í myndinni og það er að segja, pirrar mér rosa mikið, þú veist, alltaf að rífast og eru alltaf eitthvað ósamála og það er engin samheldn einhvern veginn í þessum hóp, einhvern veginn eru öll einhvern veginn bara, ég geti gert þetta sjálfur og einhvern veginn svona, þannig að það er engin Scarlett, það er engin Robert Downey Jr. og það er engin Margot Robbie í Suicide Squad, þó þú sé ekki góð mynd, þó sem Will Smith þar, Margot Robbie, kvikmyndastjörnur. Já. Ekki neitt að þetta er bara sjónvarsþáttalið finnst mér að því Florence Pugh er góð leikona, hún er ekki Scarlett og það sést á svart og hvítu í þessari mynd. Já, og það er eins og ég segja og þá ef þú tekur þetta allt í burtu og myndir skilja eftir bara svona, ferð í bíó og þú bara ert ekki að pæla í neinu og engin leikarar á einhvern veginn og sem bara byrjar skilur, þá eins og þú sagðir, þetta er bara svona mynd sem rann í gegn, ég bara át poppið mitt og þú veist og drakk sódavatnið og bara einhvern veginn svona, þú veist, var hana en síðan, sko, og mér finnst alltaf best einhvern veginn, þú veist, ég man ekki eins og eftir henni, þú veist, nema svona glimsum úr af hverju, það er ekkert neitt sem heldur upp það er ekkert þetta það er ekkert, þú veist, þetta er bara svona þú veist, það er ekkert eitthvað vá hvað hún lék vel eða þetta er næsta stjarnan í engin að það og líka, og bara sorry, stöðt, Marvel líka veit það, þess vegna er fucking Chris Evans að koma aftur í næstu Avengers mynd sem katt, þetta verður rusl og Robert Downey Jr. sem Dr. Doom, allavega förum við í Fantastic Four klárum við sem bara þetta Marvel-dót hvernig var hún? Já, ég bara, þú veist eitthvað mér finnst ekki fantastic finnst þetta ekki skemmtilegt honst, nei. Sér grjótkall einhvern veginn finnst mér hundleðilegur bara eitthvað svona þú veist, ég er bara vorkinn á það meira en hitt einhvern veginn því hann er eini sem einhvern veginn bara er orðin eitthvað grjót, sko hitt gett fallegt fólk hann breytist bara einhvern steinakall einhvern steinakall, þú veist, einhvern veginn svona og ég bara, þú veist, eitthvað og það verður hann að búa til einmitt með það eitthvað í myndin, eitthvað hrifin að einhverju konu þarna sem að einhvern veginn á að verða hrifin á honum þetta er eitthvað fríð og dýrið dæmi, skilur þetta er steinakall, sko, þetta er þú veist, fullur viðingu bara. Það er steinakall, það er rétt. Og eitthvað og þú veist, ég veit það ekki, sko. Það var svo skemmtilega? Nei, já, þú veist, sko, það var sama með hana eins og þess að hana Thunderbolt, sko, að ég sá einhvern veginn dóma og einhvern veginn, hún fær einhvern veginn betri dóma og einhvern veginn, sko, trailerinn var dreflegur, ég horfði á trailerinn. Já, ég meðast hann ekkert sérstaklega. Nei, bara einhvern leiði sín einhver fortíð eitthvað og er að komast út í geiminn og eitthvað, ég bara svona,
einhver Marvel mynd sem gerist í gamla daga þá einhvern veginn með eitthvað ég bara svona eitthvað. Þú varst ekki að nenni þessu? Já, bara ekki að nenni þessu, en ég kom mér í gegnum þetta og bara... Fórstu þenni bíó? Nei, ég horfði á hana heima. Já. Og bara, þú veist, Ble. Fannst þér Thunderbolts betri? Fannst það bara svona, held ég á, svona pari með þetta. Já. Og samt miklu meiri með stjörnur hérna í Fantastic, sko. Þú með allavega meiri, Já. meiri svona heavy duty leikara þar fyrst mér með Thunderbolts. En síðan náttúrulega ef við fyrir aftur í pólitíkina, sko, það náttúrulega hefur hérna einn aðleikari náttúrulega orðið ansið pólitísku líka. Mjög mikið af leikurum. Ansið pólitískir. Sem einhvern veginn svona, þú veist. Sem mér finnst ógeðslega leiðilegt. Ég vil bara, þið þurfum ekkert að segja mér ykkar pólitík. Þurfum ekkert endilega. Ég elska hversu leikara, leikonur, er það ekki bara Jú, þetta er líka svona soldið, sko, þetta er eins og Hera, kona mín, hún þolir ekki, ég er svo sem skildaðalega ákveðin leiti, hún þolir ekki þegar ég fer í eitthvað svona, er þetta ekki leikari sem lék hérna að fá þetta í þessum þáttum eða er þetta ekki svona sem lék góða, eitthvað, hún bara hættu, bara í alvörunni. Já, því að fókusin hennar er á þennan karakter að horfa núna, ekki eitthvað sem að léki fyrir 10 ára síðan. Og sérstaklega ekki að það er einhver karakter sem er bara einhvern veginn góður og þetta kemst hún ekki tjáir sem með bara eitthvað, ég veit alveg þessi lék þennan. Ég fatt gott við. En hún bara eitthvað svona, þetta er eitthvað sem lék bara uppáhalds leikari minn í þessum þáttum og nú er hann einhver fáið í þessu. Já, ég skil. Bara skemma fyrir mér. Og hún ennir heldur ekki í rauninni þegar ég er svona horfa á eitthvað svona tæknilega útfærslu í eitthvað svona, djúlega er þetta töff, þeir hafa þurft að taka þetta í 3 skotum og sjáðu hann eitthvað klipping og eitthvað svona drasl og dót eitthvað og svona, hún bara hættu. Já, þegar hún er bara einmitt svona myndin. Hún er bara að horfa á myndina. Þetta er bara mynd og þetta er leikarinn segir og ég get alveg skilið að þessu leiti. Þannig að ég þarf... Það er rétta leiðin. Það er rétta leiðin. Í rauninu, sko. Og ekki vera að pæla eitthvað í bara, ég sá viðtal við hann í gær og hann var bara með eitthvað skilti í Hollywood Boulevard eitthvað að mótmæla einhvern. Bara, þú ert leikari, hætti þessu. Þegar bara ekki í gamla daga, það var alltaf ekkert vesen. Nei. Af því að það var alltaf voru ekki samfélagsmiðlar á neti og allt þetta dót, sko. Þannig að það var miklu minna það. Núna er alltaf bara rosa mikið af þessu fólki sem er bara... Já, bara nota sína krafta í þetta. Já, þú veist, og verðið með góðu, mér finnst það, ég þarf þetta ekki. Nei. Persónulega. En það er að segja, bara þetta var eitthvað rosa á pari, þessar 2 myndir, og ég segi, skilur ekkert eftir sig, langar ekkert í 2 eða 3 eða nýjan heim í þessu. Mér fannst það ekki góð. Nei. Ég bara, eins og segi, ég sá þetta bara heima. Ég sá þetta allt. Nei, fyrir ekki, ég fór hann í bíó. Ég fór Fantastic Four í bíó. Veit ekki af hverju, sko. Nei, ég fórnaði mér og mér ástu að byrja svona allt í lagi, svona já, ok. Svo bara fer þetta alltaf út í það sama. Mér ástu að finna fyrir, þetta er bara nefnd sem gerir þessar myndir. Það er engin leikstjóri á bakvið þetta, það er engin sýn, þetta eru businesskallar að taka þessu ákvarðanir, þetta er Kevin Feige, aðalframleiðandinn, sem ætlar að reyna að putta hann sinni í öllu þessu dóti. Þetta er bara alltaf stórt, þetta eru alltaf marga myndir, alltaf mikið karakterum, alltaf mikið fillerefni, gæðin alltaf bara eftir því. Og mér finnst bara svo leiðilt, bara eitt stutt sem þetta Fantastic Four, að því mér finnst ég sjá gullið tækifæri fyrir Marvel til að taka sjensa í þeirri mynd, og þetta er spoiler fyrir Fantastic Four, ég veist að fólki sé dröllu saman. Já. Þú ert með Galactus, sem ég fíla, þetta er alveg cool svona ógn, reisa kallinn hann í lokin. Og það er svo mikil galli fyrst með myndinni, því að hann segir við Mr. Fantastic, Reed Richards, sem er á að vera klárastu gaur í heimi. Hann segir það, ég skal sleppa því að rústa plánutun ykkar ef ég fæ strákin ykkar. Eitt mannslíf fyrir, þú veist, 7-8 miljardar, skiljum, af fólki. Þau segja nei. Og ég sé nú erum við báðir foreldrar. Ég skil þau alveg, ég skil það alveg. Þú vilt er hún ekkert fórna barninu næstu fyrir hvað sem er. En þau segja nei. Svo haldaði blaðamannafund þar sem þau segja hann segir frá þessu að Galactus hafi boðist þess að þyrma öllum á plánundinni ef hann fengi son þeirra. Það hefur verið 1000 manns hefur verið búin að sko ráðast á húsið svona. Já. Við erum að tala um kannski 7 miljardar af fólki og fólki sem var fyrir utan húsið eða fólki heim í stofu sem bara horfður á blaðamannafund, það var líka börn. Skilurðu? Já. Og þetta var gáðastu maður í heimi. Af hverju hélt hann ekki bara kjafti
þetta sem ég vil sjá, Marvel gera, þá hefði ég virt myndina og ég hef fílað hana. Ef að Galactus hefði búið sama díl, þau segja nei, og þú sem áhorfandi hefði svona, ok, ég skil það, þú veist, ég á börn, ég skil þetta. Þau segja ekki neina frá þessu, og að því við vitum, og þetta er ekki aðal tímalínan í Marvel, við vitum að þau ætlar að enda í aðal MCU tímalínni. Það sem ég vil að sjá gerast, er að Galactus hefði rústað þeirra plánuðu, þau hefði flúið og komið með þennan dramapakka yfir í alvöru MCU tímalínuna, þar sem þau bara, wow, við getum ekki látið þetta gerast aftur. Það er að taka Fantastic Four, sem er alltaf svona mest góða lið í Marvel, kannski stórast ég hef aldrei svakalega hrifin af þeim sem karakterum. Ertu að segja við það ekki verið svona, wow, hefði það ekki verið öðruvísi? Heldur þess að við fengum myndinni, þá ertu búin til eitthvað drama, þá hefði ég verið spenntari að sjá, wow, ok, hvernig verður þetta lið þá í framtíðinni Marvel? En í staðin fyrir það, þá fengum við bara svona eitthvað bla bla, Sue Storm fer út úr húsinu, eitthvað, sko, við vildum bla bla bla, heldur eitthvað ræðu þarna, útskýra afhverju eitthvað bla, það hefði enginn keypt þetta, að það hefði allir ráðist á húsið og tekið strákinn að þeim og rétt Galactus strákinn. Allan daginn. Það hefði ekki verið áhugaverðari mynd ef að þau er svona, við skulum ekki segja. Jú, þetta... En nei, þau vil lítið ekki sénsa. Nei. Sorry, ég tók smá rant hérna. Það var flott. Til hamingju. Að þetta buggaði mig svo ógeðslega. Að það var svona, þau buðu upp að bara, og því ég hugsaði, er það kannski mögulega að fara, að því að heimur þeirra skipti þannig sem ekki máli, að því við vitum að þetta er endi aðal heiminum. Nei, Marvel gæti ekki einu sem gert það. Þau eru að vera alltaf góða leiði alveg út í gegn og ekki neinir sénsateknir. Já, sko málið er að þetta er bara rusl og það er bara að vera að framlega mikið af ruslið, því miður. En fólk er líka að fara að láta á að vita, það fer ekkit á þessar Marvel-myndin eins og þau gerðu. Nei. Það er bara staðurinn. Og þeir eru orðnir desperate núna, eins og ég kom að þess að áðan, að í næstu Avengers-mynd, þá áttum við Robert Downey Jr., Chris Evans, og þetta Chris Hemsworth, þetta dót sko, eru þeir bara að segja, hörðu, hunsið bara þessi síðustu 5-6 ár. Allt eftir Endgame, hunsið það bara. Já. Það skiptir lengur máli. Nú, ég veit þið höttu alla hérna sem komið hérna kartana, en nú fáðu þau sko aftur gömlu kartana. Þeir verðist ekki hafa neina trú á þessu nýja dóti. Nei. Ég meina, hvernig sér þú þetta öðruvísi? Nei, þetta er bara, mér finnst þetta bara stórfurðulegt í rauninni. Þú veist, líka bara, sko, viðskiptalega sér, sko. Bara stórfurðulegt. Þú veist, þetta er bara eins og, þú veist, þú tækir bara eitthvað flott brand, sko, byrjir bara til einhverja trapat útgáfu Mercedes-Benz, sko. og síðan einhvern veginn sér það að það er ekki að virka, það er einhvern veginn alltaf að fara aftur í bensín, sko. Þú veist, þú ert búin að eyðileggja brandið rosa mikið, sko. Já. Og þetta er náttúrulega einhvern veginn að keyra þetta svona áfram á því að hugsa til skamstíma, fólk er ennþá að fara á það og við getum einhvern veginn selt þetta og streymisveitur og hitt og þang, eitthvað svona, en þú veist, síðan eru þau komin á hennan tímapunkt núna eins og segir að það er ekki að virka lengur, sko. Bara fólk er bara nei. Nei. Bara nei. Það fer ekki á þetta. Ég bara fer ekki í þetta, sko. Nei. Allan ekki eins og við gerðu. Nei. Ok, þetta var smá svona Marvel útudúr. Förum aftur í sjónvarpinu. Það sem ég með hérna á sjónvarpinu. Ballerína. Já. Ásgeir. Já. Við erum svona eitthvað búin að ræða held ég á Facebook eða eitthvað. Ég held það. Jú, eitthvað smá svona, nokkuð skilabóð svona fram og tilbaka. Já. Þegar hún kom út sínum tíma. Já. Við erum alltaf miklu John Wick gæjar og við erum mikið rætt þá seríu hérna í podcastinu. Þetta er svona spin-offið. Alltaf búið að gera þessa sjónvarpsseríu þarna sem ég nenni ekki svo að sjá. Continental. Já. Ég er ekki búin að sjá hana. Ekki ég heldur. En núna, það var einhver sem bentið mér á að segja, hún er bara fín. Ég held sér drast. Það gerist á undan, það er kynning áraunir svolítið hvernig high table virkar og annað. Og bara það, kannski að vita það, ég veit ekki, kannski setta bara ChatGPT og fengi að vita hvernig það virkar. Ég veit það ekki, en ég held að sé kannski ekki drasl, en ég held að sé sko... Það er einhver ástæð fyrir því að þú ert ekki búin að horfa á það. Þú ert ekkert spenntur fyrir þessu, ekki frekar en ég. Nei, ég er ekki spenntur fyrir því, en það er oft líka gott, maðurstu. Það er svona... En ok. Ég held að þetta sé algjör útgáfa af þessu John Wick. Ok, börsið frá því, kannski þið tökum 2026, þá erum við búin að horfa á Continental. Já, kannski, sko. Þá verður þú búin að horfa á Flash líka, segir ég. Ég var að vona bara, Ásgeir, ég vona sem hún að gleyma hana Flash. Nei. Ég held að nefnt hana bara strax í 2021. Já, séri 1 af Flash. Mögulega teki kannski 1 þátt. Geggjuð.
Þú segir þessi geggjuð. Já, hún er geggjuð. Já. Seri 1, sko. Sér náttúrulega fór þetta í seríu og ég veit ekki hvernig þetta 800 held ég, sko. Ok, ballerína. Sækja? Þið sveldist á þú varst að hugsa lélegt John Wick dæmi. Sko. Ok, kóttu með þetta. Þú ert gestur, verður þú ekki að byrja bara? Ég skal byrja hérna á þessari, síðustu myndinni. Já, það er gott. Ég skal byrja henni. Já. Ég heldur sem ekki sammála þar, ok? Sko, mér finnst með ballerína, sko, að því ég, kannski eins og mjög margir aðrir, langaðu þetta að hún væri, sko, bara frábær, væri bara einhvern veginn svona gott spin-off og bara fara einhverja skemmtilega leið. Þetta vona maður það. Já, og síðan var svona einhver pínu þingsli yfir manni að vita það að hún fór mikið í reshoot, skutu mjög mikið af myndinni aftur og þá hugsaði maður svona líka, ok, er það gott að því að það bara, við þurfum að gera þetta betra eða var þetta það slæmt að það hefur reyna að bjarga einhverju, þú veist, í hverju liggur reshootið? Já, og við fáum alltaf aldrei að vita það beint. Nei, en einhver síður, þú veist, reshootið var það mikið að ég einhvern veginn hugsa, ok, ég ætla alltaf að veðja á það og ég fer á svona mynd, eitthvað sem heitir John Wick eitthvað, þá fer ég á það með opnum hug, tilbúin í þetta. Og við vorum búin að ræða það fyrirfram að sko, þú ert með einhverja stelpu, bara 1,65 á hæð og 50 kíló. Já, og hún að fara að murka lífið úr einhverjum rússnesku málarliðum sem eru 2 metrar og 120 kíló. Já, þú veist bara hvernig það að fara að virka. Þannig ef við bara byrjum þar, þá fannst mér það vera samt leist rosalega vel. Hún var ekkert eitthvað með henni og ofurkrafta og hún var ekkert eitthvað mökk sterk. Hún notaði rosalega mikið af bara einhverju drasli, hún tók oft eitthvað á gólfinu og hendi í andlitið á þeim og eitthvað, og hún var síðan tekin bara og lamin í klessu og öll þjálfun hennar, þar er hún bara lamin í klessu og gæi og hún segir það hérna sem er að þjálfa hana segir, þú ert kona, þú ert aumari, þú þarft að beita brögðum, þú þarft að sparka í pungin á þeim, þú þarft að poti í auguna, þú þarft að nota aðra leiðir, því þú ert ekki 120 kíló á málaliði. Og þannig mér fannst það skemmtilegt að ekki bara gera hann að einhverjum John Wick. Það er talað það í myndinni einmitt. Já, talað það í myndinni, þannig að þú veist, það er svona, þú færð það strax og í fyrsta verkefninu sem hún fer í, er hún bara lamin í drasl, skilur, og hún leysir það verkefni ekkert vel, hún er bara í vesenni og það er bara einhver Asíu gæi sem bara tekur hann á, bara pakkar hann heldur hessilega saman, þá hún loksins næri eitthvað, en skilur, það er svona, þú veist, mér fannst það gott og mér fannst það sniðugt að vera ekki með eitthvað að þú ert engin ofurkona, en þú ert þetta, hugafærið og hvernig leysur málin, mér fannst það skemmtilegt. Mér fannst það margar eins og í John Wick, mér fannst cool hvernig ég held á mörguleiti í heiminn, eins og þetta fyrsta assignment sem hún fer inn á einhvern skemmtistað og það er þessi John Wick tónlist, svona einhvern veginn þung, svona cool, töff einhvern veginn, lýsingin, það sem ég nota kvikmyndatakan, þetta er þessi heimur, halda sig við hann einhvern veginn og þannig að lúkkið og eins og segir svona tengingin inn, mér er skemmtilegt þegar hún rekst á John Wick, sér hann sem er tenging úr mynd 2 minni mig. Þannig að þú veist það er svona gaman hvernig þetta er sami heimur og þeim tekst alveg vel að gera það. Gaman að þessum bardagatröfum og hvernig hún svona, þú veist, það kemur einhver bílana fljúandi í portinu, hún er að henda sér eitthvað og gera eitthvað og bara hvernig hún best, mér finnst það skemmtilegt. Finnst alveg gaman, þú veist, hún byrjar flott, hún byrjar á þegar hún er ung og sýnir svona svolítið forsögun á því hver hún er. Pappennar og svona? Já, pappennar og þetta allt saman og það verður svona svolítið rauður þráðurinn í því, þú veist, að þetta fólk í þorpinu, sko, hverjir eru það? Er þetta raunverulega fjölskyldaðin eða ekki og hvernig það allt saman er? Sem kemur aftur að því að það er svolítið skrítið element út af fyrir sig. Skilur út einhvern veginn með bara eitthvað fólk upp á Akranesi sem einhvern veginn er bara í fríði þar og svolítið bara vita að það er bara einhver mafía, sko. Og bara vita það allir að þarna er bara einhver mesta mafía á Íslandi, hún býr bara upp á Akranesi og
og bara ef þú keyrir inn til Akranes þá ertu bara einhvern veginn þátttakandi í því öllu saman sko. En síðan einhvern veginn, þú veist, síðan tekur bara vagnin til Reykjavíkur og bara ferð heimtíðin og aftur hann upp þetta svona, þú veist, þannig að það kemur að sögunni sjálfri og þessari tengingu sérstaklega líka eins og við Keanu Reeves þegar hann kemur inn, þú veist, þetta svolítið svona á sama tíma svona, þú fær svona í bíóinu, svona einhvern veginn, þú veist, John Wick, svona sakna hann svo mikið, gaman að fá hann, þú veist, meikar samt ekkert sens sko einmitt, bara svona af hverju og líka John Wick sko, hann drepið hana svo. Já, og he doesn't back down sko. Fannst þetta að vera John Wick karakter? Nei, mér fannst það eiginlega að vera svona, þú veist, þannig að þetta var gert þess að setja hann á pósteri. Já, og það hefði alveg verið hægt að gera þetta sko, ég hélt þegar ég sá hann á pósterinum þá hélt ég að hann yrði settur hann inn til þess að hjálpa henni við þjálfunina eða eitthvað svoleiðis, gera hana að sterkari sem að hann myndi aldrei gera, hvað sem er. Nei, en það er þó meira, skilur, þú veist, eitthvað svona, bara þú verður að hjálpa mér og hann hefði haft gröts út í þetta fólk líka og er tilbúin, ég skil hvað þú ert að gera, þú veist, drápu, hundi minn og eitthvað svona, þannig ég skil, það er þetta að búa til einhverja tengingu þar, þannig að, ég skal hjálpa þér í einhverju og þá hefði hann mögulega geta barist í einhverju atriði, þú veist, meðinni eða, þú veist, eitthvað svolítið cool, þannig að þið fengi flotta bardagasirnu frá Keanu Reeves ásamt henni, þetta hefði verið svona eitthvað combine, en hann á móti hennirun í einhverju svona var rosalega stupid. Og hvernig er hann tíma fyrir þetta? Að þetta gerist á milli held ég myndar númer 3 og 4. Já. Þannig að hann átti bara smá, ég tek smá auka hann út úr bara og hjálp, en þetta er svo þetta er fárán. Já, þetta er eins og þetta er asnar. Hann átti ekki verið myndinni. Nei. Já, sko, annarkvæmst ekki myndinni, eða eins og eða bara fá bara mega flott, bara vel pródúserað, alvöru atriði með bara þeim John Wick sem þú þekkir. Bara... En þú er búin að fá 4 myndir af honum. Já, það er aldrei nóg. Aldrei nóg. Þú farir ekkert nóg af John Wick. Það er bara, þú veist, ég var að horfa á John Wick jólin. Ég tók bæði 1 og 2. Bara back to back. Já. Og það er bara eins og ég var að horfa á það í fyrsta skipti. Já, en ég meina, er það ekki nóg? Þurftur að fá hann og þurftur að trúða um eitthvað aðrið í þessu? Nei, ég bara segja skil, þú veist, þú veist, þessi tenging í, þú ert einhvern bara þess að selja. Já, sjálfsögðu. Við vítum það. Já, en aftur, veist, hefur ekki verið til í að fá góða 5-7 mínútur sem John Wick hefði tekið á mörka lífið og einhverjum svona 30 svona einhverjum góðum rússneskum málar. Nei, þá get ég bara hort á John Wick 4. Já, en þú ert ekki búin að sjá það. Ég er að tala um eitthvað nýtt. Einhvern svona aðeins öðru í standi, í snjó. Já, sko, sérstaklega að því að þú vilt meina að kom ekki 5. Hún kemur ekki. Nei, og ef hún kemur ekki, og hún verður léleg. Já, sko, hún má vera léleg. Nei, hún má ekki vera léleg. Nei. En ég er að segja, þess að fá þarna smá, þetta er svona pínu bara svona closure, þetta er bara... Þú fékkst það í 4? Fékk það ekki. Ég vil fá þarna, þú veist, hann er látin drepast í henni eða halda það. Já, hann drafst í 4. Já, það er leiðilegu closure, skilur. Þarna er fá smá... Hann er búin að drepa svona 600 manns. Þetta er í alvörunni eins og fara bara heim til fjölskyldunar, bara til foreldranna og þú finnur kassa með gömlu myndum sem hún vissur ekki að væru til af bara þér og fjölskyldunni í útdeilu og þú var slítill, sko. Já. Fá smá 5-7 mínútur inn í ballerína af John Wick mörka lífið úr einhverjum málaliðum á einhverjum sko, þið fóru reshoot settu bara $10 million í eitthvað alvöru mega cool atriði þar sem hún kemur út og þú svona getur jafnvel sagt ballerína var bara svona allt í lagi þetta eina atriði djöfull var það cool vá hvað það svalt þú bara farið ekki nóg hvernig getur þú fengið nóg þetta er John Wick með James Bond, hvað eru margar James Bond myndir hvað er James Bond að gera? Hann er líka döður. Hann er að leysa málun og drepa fólk. Hann er líka döður. Já. Ekki eftir 4 myndir. Nei, ok. Ekki eftir 4 myndir. En ok. Þannig að... Ég verða að koma inn í þetta hérna. Já. Af því að... Af því þess að ég segi, svona, overall, þá svona fannst mér bara... Mér skaman að þessu, hvernig útlitið var. Mér skaman að hvernig leysi þetta með að hún var ekki með overkrafta. En síðan fannst mér þetta þorp einhvern veginn og John Wick að koma inn í þetta. Skrítið. Ég bara skrítið og vanhugsað. Já.
Þetta var svona liggur við eins og þetta væri einhverju bíómynd, þetta var einhverja blóðsögur sem myndu búa hann upp í klettunum. Þetta bara voða glöð allan daginn og bara einhver kona einhverju svo búða. allt einhverju raðmóni, leigumóni. Já, og sem bara undir borðin í öllum búðum var bara einhverja hríðskotabissur og þetta var svolítið kjánalegt. Já, þetta var svona, já. Einum of. Mér langar svolítið að segja mér líka með þessum mér var svona ekki leiðinlega. Nei, alls ekki. Mér er svona 90% aðeins sem skemmtilegt. Ég reyndar eitt svona pet peeve hjá mér, ég þóla ekki eldvörpur, mér finnst það leiðilegt vopn. Og bara eitthvað heilt 30 mínútna atriði fannst mér, bara eitthvað eldvörpatriði, mér finnst það hundleiðilegt. En með myndinni fannst mér alveg ekki vopnið þitt. Ekki vopnið mitt. Þóla ekki eitthvað svona eldvörp. Ég hati til töluleikjum og ég hati til bíómyndum. Mér finnst það bara ekki skemmtilegt vopn. Þú veist, svo eitthvað hún á móti öðrum gæjum líka með eldvörpu. Mér finnst það hundleiðilegt. En það er smekksatriði. Varst þið að líka í Captain America? Mér finnst eldvörpur alltaf leiðilegar. Og ég þóla ekki, að ég spil töluleiki líka, ég þóla ekki töluleikjum þegar ég trúði þessu töluleiki. En í Aliens, þegar hún þurfti að taka eggin með eldvörpunni. Já, en hún var líka með pulse-rifle þar, skilur. Hún var líka með vélbyssu, skilur. Ekki bara, ef hún bara með flamethrower, þá er ég bara... Nei, bara hvort þið fundið svo eldvarpa, svo típa, það er eitthvað XM580. Mér finnst allt hundleðilegt. Já, eldvarpa, já. Hundleðilegt. Það sem mjög leðilegt þessa mynd er þetta á gulli tækifæri til þess að gera eitthvað nýtt. Ekki bara B-útgáfa af John Wick. Við erum búin að fá 4 John Wick myndir. Og alveg sama hvað þú ætlar að segja núna. Þá ætlar ekki að segja mig það að þessi mynd sé betur en einhver af þeim. Nei. Þannig að þú ert að fá verri mynd heldur en John Wick. Og þess að er þetta að keppa við það. Það sem ég skil ekki. Það eru svona element í þessari mynd sem er strax getið verið öðruvísi. Tvennt. Hún er kona. Og hún er lífvörður. John Wick er ekki lífvörður. Bara þessi 2 element, þeir geta gert eitthvað cool, eitthvað öðruvísi. Af því hvað er pointið með þessari mynd? Hún endar eins og John Wick 2. Allir á eftir henni, eitthvað ding, 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 allir að fá eitthvað í símann sinn. Þeir bara hafa engar aðrar hugmyndir. Þetta er bara nákvæmlega það sama. Og með þetta að hún sé kona og náttúrulega er minni og léttari en þessi stóru gæjar sem hún er að buffa, það er aðeins tala um það, en mér finnst þetta ekki að fara miklu meira með það. Gert meira með það, af því að svo bara, það er eitthvað að tala aðeins um það, svo held ég að við sem bara dottin inn í reshoot-kaplan. Og það er bara, það er John Wick atriði döðans. Búin að sjá þetta milljón sem áður. Búin að sjá þetta áður í þessum John Wick myndum. Það er ekkert nýtt annað. Ég skil ekki pointi með þessari mynd, fyrir þetta bara eitthvað græðum peninga og við erum búin að drepa John Wick, þannig við getum ekki gert aðra John Wick. Sjáum til hvort það rætist eða ekki. Og það hún sé lífvörður. Mér fannst það cool. Bara, wow, ok. Það verður gaman að sjá okkur sem þarf að vernda líf, ekki bara taka það. Já. Við erum búin að sjá leigumorðingjann. Við þurfum það ekki aftur. Það er ekkert gert með þessu hugmynd, í þessari mynd. Ekki neitt. Sendur þeim skilaboð? Þú heyrir hvað ég er hún æstur. Já, mjög æstur, sko. Bara... Springa bara í hérna æðið fyrst á mér. Mér finnst það svo leiðilegt að því að við elskum þetta báður. Við fínum John Wick, alveg í bótt, hennan heim, eitthvað byssudót, cool action dæmi. En ég bara skil ekki pointið með þessari mynd. Ég hataði John Wick aðri í þessari mynd, að hann sé að koma. Þetta meikaði ekkert sens. Þarna varstu aftur með handarsöndin. Ég ætla aðeins að fikta í þessu. Já. John Wick var ekki að taka neinar ákvarðanir í þessari mynd. Hann er aldrei gert þetta, hann er aldrei hagað svona með hana og þeir lenda líka í vandræðum að þú ert með John Wick ekki bara góður leigumorðingi, þetta er bara besti leigumorðingi bara ever. Bara inn, það er bara leigumorðingi inn. Já, einmitt, bara í kvikmyndasögunni og í hans heimi. Og þannig að þú ert með gæja sem við erum líka búin að sjá drepa eins og segi, 5-6 manns eitthvað gegn þessu 4 myndir. En hún er aðal karakterinn. Í þessari, hún er aðal badass, hún er aðal dæmið. Þannig að þeir lendir svo miklu vesinni þegar hann kemur inn í myndina. Já. Af því að, ok, hvor á að vinna? Já. Ef að Wick vinnur, sem hann ætti að gera, þá ertu búin að stúta aðal persónu í þessari mynd. Ef að hún vinnur Wick, þá hefði ég labbað út, sko. Þá ertu að eyðileggja hans legacy og líka mögulegan á mögulega annari mynd. Af því að þú dregur, þá er hann bara orðinn Gladys í Weapons. Ef hún er búin að vera að lega mér ekki 1 mánuð og hún tekur John Wick bara í nefið. Það hefur verið hræðilegt. Þannig ég skildi ekki allt þetta og hann að gera sitt best að drepa hann ekki, hann er bara skotað henni í hausin og farið. Aftur í lestin. Lestin hefði allan að stoppa. Nei. Það tekja eitthvað út um gluggan bara í lestinu. Það tekja út um gluggan og málið leist. Á ég trúi því að hann sem eitthvað tengingu við þessa konu sem hann hefði hitt í 4 sekundur hann
fyrir myndinni. Nei. Hann þekkt hann ekki raskat. Nei, þess vegna eins og ég segi, það hefði verið hægt að gera tengingu þar. Því að þarna, Susan var að þjálfa hann upp, þessi kona hann í ballertnum, sem að hann þarf að leita til, sem hans fjölskylda. Já. Þannig að það hefði alveg verið hægt að gera tengingu hann á milli og þú veist, það eru bara meina úr því efni sem Já, því ég alveg sammálaður að bara, akkur ekki taka bara nýtt tvist í þetta, hún er bara að vernda eitthvað lið. Sýndu mér ástæðan fyrir því að gerðu þessu mynd. Já. Sko, ekki bara B-útgáð John Wick, ég er búin að fá góðar John Wick myndir. Þarftu ekki að gefa mér eitthvað mynd sem aðeins verri. Nei. En það, eins og ég segi, ég get ekki svarað þessu fyrsta lagi, bara því miður. Já, þannig að Þú veist, myndur vilja aðra svona? Ballerina 2? Hún, sko, það eins og ég segi, þetta svona... Fór enginn á þetta? Nei, þetta var... Þú gerir ekki John Wick mynd án John Wick. Nei, það er svolítið þannig. En þá gerur eins og þú með Continental, síðan ætlaðu að gera þetta. Þú veist, þetta var einhver pæling hjá þeim að gera einhvern heim, en síðan bara oft spurning, eins og segir, hver að gera þetta? Þú veist, ég meina, bara Keanu Reeves náttúrulega bara innviklaður í John Wick myndirnar. Hefur bara áhrif á örugglega handritið mjög miklu leyti og þú veist, bara hluti af þessu. Og þetta bara svona teymi. Síðan bara spurning, sko, ég meina, hver á þessa hugmyndin upphaflega af einhverjum ballerína? Þú veist, já, það þetta, ok, sko, ég hef ekki tími í þetta, nennið þið að taka þetta og þróa þetta eitthvað? Ég nennið ekki og bara Lionsgate, eru þið til í að taka þetta? Já, ok, flott, sem fær það bara í gang. Þetta búin lengi í gangi, sko. Ballerína sko, það ákveðið áður en að þið gera 4 og drepa John Wick, sko. Þannig að, þú veist, þetta búin líka í loftinu að gera þessa mynd. Síðan kannski bara, þetta verður eitthvað hliðaprojekt og auðvitað alltaf leiðilegt þegar svona hliðaprojekt sem að verða eins og ég segi, þú ert með einhvern heim, að því að ég elskar hún ef þú bara pælir í því, þú veist, með þætti til dæmis, bara Game of Thrones sem dæmi. Ok, þetta eru einhverja marga bækur sem er búið til, en það eru einhverja tengingar, bara, byrju, ef við gerum bara eina seríu og svo cancelerað, hvað gerist þá? Já, það er áfram, við vorum bara að sjá það í seríu 4 ætlum að láta þetta gera, sko. Það er vision. Já. Þetta er bara eins og Game of Thrones þegar hann kemur þroska eftir Hold the Door. Við heldum alltaf að vera bara Hodor og hann var bara og sjálftíðin kemur bara ekki í næst síðustu seríunni Hold the Door út af atrið og maður bara fær gæsa og maður svo bara, wow. Já, hann heit Hodor. Já, Hodor, já. Og bara, maður held að hann væri bara að segja það, þetta er bara eitthvað Groot skilur eitthvað, en síðan hann að segja Hold the Door að því hann þurfti að hleypa hérna í gegn til að hjálpa þeim. Já, það var svona payoff seinna í sögunni. Bara rosalegt, sko, og það er gaman að því að það er svona eitthvað rosalegt vision, það er samt eins og með John Wick heiminn, að þetta hafi einhvern veginn svona, gerum John Wick og síðan kemur bara einhver með ávísanaheftið og segir bara, herðu, við getum bara gert miklu meira hérna. Það er bara einhverju Continental þættir og það er eitthvað ballerína og dót og þeir bara eitthvað, sko, við erum eiginlega bara hér. Hvað er skrifað mikið? Vanda 0, já, ok, 0 hérna viðbót og hversu ekki 1 heldur 3, já, gjör svo vel, veist, maður fær þá tilfinningu, því miður, að þú einhvern veginn ert ekki með í grunni í því að búa til, sko, hei, ballerína, það þarf að fara allt annað við, Continental, allt annað, þú veist, einhvern veginn, ég veit það ekki. Manst þú eftir einhverju dæmi? Nú erum við komin á hálan ís aftur, Ásgeir, með þessari spurningu. Manst þú eftir einhverju dæmi? Það sem þeir breyta þess að fá konu inn í eitthvað svona sem er vennilega kalladæmi. Eins og þú veist, John Wick er kall og þetta voru svona hans myndir. Og ballerín er náttúrulega ekki að leika, Ana de Armas, sem ég varst bara mjög fín í þessar mynd, hún er ekki að leika John Wick, en þetta er svona kvenkins útgáfa á honum. Manst eftir einhver svona dæmi í Hollywood þegar það gekk upp? Er markaði fyrir þetta? Ghostbusters kvenkisútgáðan, hún kolfjall. Já. Manstu eftir einhver svona, það er svona kannski Equalizer, hann var með Queen Latifah, þeir tóku Denzel Washington, gerðu svo Equalizer þætti með henni. Nei, manstu, af hverju er það að gera þetta? Af hverju, já. Af því að svo ertu með, og ég er ekki að draga konum, svo ertu með Kill Bill. Já. Sturlað. Já. Aliens. Furiosa í Mad Max myndinni. Geðu ykkur karakter, ok, mér varst leiðilegt hvað Furiosa myndinni sjálfur gekk illa því mér varst hún góð.
Ripley, Sarah Connor, þú ert alveg með konur í ykkur aksjóndóttir sem hafa gengið, en þeir reyna svona að skipta. Ég man ekki eftir einhver sem hefur gengið vel upp, sko. Nei. Það er engin markað fyrir þetta. Nei. Það nefndi engin að sjá þessu mynd. Jú, við tveir skilur við. Já. Nei, það, eins og ég segi, þú veist, af hverju að gera þetta? Já. Svara þessu. Nei, eins og segi, af hverju hefði verið, veist, þetta er mjög góð pæling hjá þér með að þú veist, þetta er bara annað konsept. Þetta er, þú veist, þessi heimur, hann er líka að servera fólki sem að þarf lífverði skilur og hún er bara það og það er einhver sem hún er að vernda sem lendir í einhverju megavesinni. Akkur ekki eitthvað aðeins má öðru þessi twist á þetta. Já. Ekki gera bara B-útgáfa af John Wick. Nei. Komdu með í þessum heimi, hvernig virkar hún sem einhvers konar lífvörður og hún er þá hinum megin við. Sérstaklega líka því að þessi heimur er svo, sko, það er svona skemmtilegt við hann, eins og bara með þetta að þeir megi ekki berjast inn í Continental Ground skilur og þetta, og hún brýtur að þarna mannst í mynd 1 þarna, eða 2. Nei, 2, það dreipur gæðan inni. Inn á hótelherbygginu skiluru. Og það er bara massa afleiðingar af því. Alvöru afleiðingar, og þegar þeir eru að berjast þarna, 2 þarna í tröppunum, skiluru og hendast í gegnum gluggan inn. Já, þá hætta þeir skiluru. Og það er svo skemmtilegt, sko, þannig að þú veist, það hefur hægt að búa til eitthvað nýtt tvist í sá sem er lífvörður, þá virkar það svona, skiluru. Þá mátt ekki gera þetta hitt eða whatever, skiluru. Þú veist, bara aðeins öðru sér reglur eða eitthvað nýtt, gef mér eitthvað nýtt. Þannig að til að róa þig, þá skulum við hætta að tala um ballerína. En overall, eins og við sögðum, sko ballerína, ég hef gaman að, þú veist, mér leiddist ekki á henni. Þú veist, það fullt af svona glompum, þú veist, eitthvað svona, en ég hef bara gaman að töff atriðum. Og þau eru velgerð. Og þau eru velgerð, og það er töff atriðinu og þó. Þannig að ef þið er ekki með að sjá ballerína, þá myndi ég alltaf sjáðu ballerína, þú er bara gaman að því. Allt fyrir hasarhunda sem elskir þetta, þá er þetta alveg sverið að sjá. Það er flott atrið. Að því að við höfum örgulega rætt þetta í podcastinu, það var upprannlegi John Wick leikstjórinn, Chad Stahelski, hann var tekinn inn, fengið þess að græja eitthvað svona aukatrið, við vitum ekki nákvæmlega hvað var sem hann gerði, en þú sérði alveg atriðunum, þetta er alveg greinilega hans puttar í þessu. Þannig að ég verð bara til að sjá hvað nýtt. Já. Þú veist, þar er ég. Kannski kemur það. Herðu, förum í, ég ætla að nýta tækifærið. Áður við förum í F1, að þurfum að tala um ballerína, John Wick, Nobody 2. Þarf að svara. Nei. Nobody 2, sástu hana? Við vorum mjög hrifnar fyrstu. Já. Bara stutt. Bara svakaleg vonbrigði. Og ömuleg. Sko Mér bara... fannst ömuleg. Nei, ballerína er 10 sem þetta. Nei, sko, þetta voru svo mikil vonbrigði. Þú veist, þú veist, ég veit ekki hvað er að byrja. Þetta er mjög stutt sem við vorum að ræða þessa mynd. Stutt innlegg. Sko, ég sá trailerin núni, sko, og ég einhvern veginn hugsaði, sko, mér fannst það strax bara svona, þú veist, hitt er svo cool vegna þess að hann er bara í sínum aðstæðum einhvern veginn, og þetta gerist allt saman, farið einhvern skemmtikar og þar gerist eitthvað, og ég horfði á trailerin, það var ekki ég horfði á hann og ég hugsaði, þetta er ekki gott, annarkvort er þessi trailer svona lélugur, og þetta verður frábært, sem ég vona, eða þetta er bara hræðilegt, og því miður var þetta hræðilegt, og sem er að nota aftur auðvitað öll þessi trikk einhvern veginn, hann dettur út úr bátnum og kemur aftur inn í hann eins og hann gerði í strætónum, sem að verður svona, ákveður svona fyndið, en atriðið er bara ekki gott. Glatað. Þannig að það atriðið er bara ekki gott, og síðan að hann skuli einhvern veginn missa hann einhvern veginn puttan, fannst mér einhvern veginn bara svona, þú ert einhvern veginn, þessi gæið, þú missir ekkert puttan. John Wick misti samt puttan. Já, það var öðru í sig. Það var ekki mynd 3. En bara, þú veist, hún bara svakalega mikið drasl og leiðilegt, því að eitt var náttúrulega bara æðisleg. Samanlega, ég elska það, veistu. Æðisleg. Ég er búin að sjá hana 3 fyrir. Já, hún er bara, þú veist. Aldrei orðið 2 áttur. Nei, aldrei. Þeir fóðu líka einu og mikið í svona fæst með svona kjána. Já, eitthvað svona drasl. Förum við næstu. Ekki nú svona þreytur, Óskar. Nei, ég vil bara fá eitthvað eitt drasl í viðbót að tala um, sko. Þarna fyrst þú að tala um drasl, sko. Það er nóg drasl. Viltu fara í annað drasl? Það er rosa mikið drasl á þessu ári, sko. Viltu fara í eitthvað annað drasl? Ánum fyrir með F1? Já, gerum það. Ég trúi ekki að þótt F1 er drasl. Nei. Förum í drasl. Við erum með listan. Það voru nokkar sem ég ábúin svona feildra. Herðu. Fyrst við erum í aksjóndótur. Havok. Sástu hana á Netflix? Havok? Já, með Tom Hardy. Nei.
þú getur sleppt því, ég var svo spenntur fyrir henni, hún algjört rusl. Já. Þannig að ekkert að pæli því. Nei. Við erum búin að covera slatta hérna, með nokkuð líka smá tíma fyrir sjónvarstætti henni í lokin. Já. Naked Gun og Happy Gilmore 2, tökum svona tvær hérna Já. smá grímyndir svona, svo ánum fyrir mig að fóna. Já, sko. Happy Gilmore 2, Já, ég nefndi henni ekki. sástu ekki neitt af henni, Nei. en þú vant alveg fíla fyrstu. Já, en það er svona, sko, ég bara ég heyrði bara hjá þessum, bara hörðustu Happy Gilmore, ég sögðu bara, bara talandi að búa til eitthvað bara út af peningum, sko. Stórkostleg mynd. Já. Það er alveg umulega það. Og alveg glöð. Og hún glöðuð, maður svo smátt ekki vona öðru. Já. Naked Gun, sástu hana? Naked Gun, sá hana. Með Liam Neeson. Já. Hún fekk nú þokkalega dóma á fólk á svona hrefi. Hvernig varst þú að fíla hana? Mér fannst þú bara, ég segi náttúrulega bara Naked Gun, þetta er bara algjör steypa. Og er það mikil steypa einhvern veginn og það mikil vitleysa að ég hef bara gaman að því, sko. Og síðan alltaf fer hún yfir í sko svo mikla steypu og maður bara veist hvaða efni yfir að nota þarna við handriðsgerð, sko. Þannig ég hefði bara gaman að því. Hún náði ekki fyrir myndunum, skilurðu, en þú veist, það var bara svona, þú veist, bara fór út af henni einhvern veginn, svona bara, þú veist, það voru atrið þarna eins og skuggaatrið einhvern veginn og svona, þú veist, með bara svona silly, fyndið, eitthvað, þú veist, hún var rosalega sönn því sem hún var, skilurðu, þú veist, bara svona silly. Fyndin. Já, það er heldur mikið fyrir mig til að finnast eitthvað fyndið, en hún svona silly bara svona, þú veist. Og svona brostir. Já, svona bara brosti eitthvað, svona, þú veist, eitthvað. En, þú veist, hún hefði geta verið svo miklu verri. Hún hefði geta verið einhvern veginn bara svo, þú veist, þannig að eins og ég segi, ég er ekki að horfa hann aftur og þú veist, þetta var ekki gamla góða stöffið, en ég hugsaði samt, ég hafi gaman að því, rosalega langt síðan að kom bara eitthvað grín í bíó. Já, eitthvað svona alvöru grín. Eitthvað alvöru gríminn sem er bara einhvern veginn, bara hvenær kom bara hangover, skilur, bara hvenær kom grín. Já, við höfum talað um þetta áður. Já, þannig að við fannst allt, ég hugsaði svona, vonandi þetta startið að því að Hollywood sér einhvern veginn, heyrðu, eitthvað komum við ekki með eitthvað smá grín og setjum eitthvað meira inn, en er þetta mynd sem við erum að horfa aftur eða eitthvað, nei, ég minna, nú að sjá þetta einu sinni, þetta rugg sem var þarna, en, veist. Ég er nefnilega mikill Naked Gun maður, ég elska allavega 1 og 2 og það er stutt sín sá fyrst aftur. Mér finnst hún ennþá drepfindin, fullt af góðum bröndurum mínu, mér finnst þessi nýja ekki góð. Nei, sko. Hún hefði ekkert verið verri, Já, en mér fannst hún bara ekkert fyndin. Ég brosti einu sinni. Já. Ég er búin að hlæja meira að þér að kommenta á myndir heldur en ég hlóða allir en Naked Gun. Já, þetta er svona. Skilurðu? Já. Það finnst mér galli. Sko, já, það er galli. Það hefði alveg verið hægt að gera. Mér finnst hún ekki nú. Nei, en eins og ég segi, hún hefði getað verið verri. Ég er alveg svona, þú veist. Já. Hún hefði getað verið bara, hvað er þetta? Já. Að því að, þetta heldur alveg í sama, sko, svona húmórin, skilur, einhvern veginn svona. Mér finnst bara brandarinn ekki lenda eins og í komlu. Nei, en ég held að það sé líka, vegna að þetta var svona gott kemistri í þessum leikur. Og líka Liam Neeson, finnst mikið ég elska hann og allt það, hann er ekki Leslie Nielsen. Nei, en ef það er samt einhver, þú veist, þá er ég meina að hann getur leikið þetta og sem getur að leiki bara í Taken, skilur, það er fáir sem getur að færa svona á milli í því, sko. Sammála því. En, já, nei, ég bara, þetta var bara þetta, sem það var. Bara... En sástu Good Fortune með Keanu Reeves og Seth Rogen? Já. Ok. Og grímynd? Já. Fóru bíó? Já. Stóru leikarar? Já. Og ég, þótti og sko bara fallegu boðskapur. Já. Skemmtileg mynd, fallegu boðskapur og svona ýmislegt í henni. Ég er ekki sammála þessi fyrir þessu þær. Hverju? Skemmtileg mynd. Nei, fannst bara... Ég er svo leiðileg þessu þætti, ég er svo neikvæð. Ég hef aldrei eins neikvæð í þessu þáttum. Nei, sko, mér fannst sko bara basically, fannst mér sko boðskapurinn rosalega góður og svona, þú veist, skilur bara. Ég er sammála því. Það er bara þetta, hver er munurinn að vera ríkur að fátækur eitthvað og hvað myndur gera og svona, það fannst það skemmtileg. Og veita peningar hamingju og allt þetta. Og það bara, einhvern veginn, það funkar fyrir mig, skilur. En hún, sko, sem grínmynd, bara nei. Ekkert fyndin. Það er bara engin fyndin þarna. Seth Rogen sem ætti að vera fyndin er ekkert fyndin og auðvitað Keanu Reeves bara, þú veist, alls ekki fyndin, sko. Hann er bara ekki fyndin leikari og á ekki að vera í því. Hann er alveg svakalega styrður í þessari mynd. Rosa styrður, sko. Alveg bara rosalega. Þannig að, mér fannst það leiðilegt, þú veist, þetta var sko flott setup.
Þetta er sniðu hugmynd. Já, sniðu hugmynd, Já. hefur þetta að gera hana miklu betri, en bara verður eitthvað svona Ég ætla að kasta fram hérna einni kenningu. Já. Það var þitt álit á því, að ég er búin að hugsa alltaf því sem þetta grín. Í gamla daga, ég meina bara eins og 80s grímyndir og 90s grímyndir og eins og tala Hangover og eitthvað svona, og ég meina Borat eða 40-year-old virgin og það fullt af skemmtilegu grímyndu síðustu kannski 40 árin eða eitthvað. Ef við tökum kannski, það er kannski ekki mikið af svona, ekki kannski mikið af svona 70s grímyndum, eða svona upp á 80s og svona, kannski 80s og upp svona 2010 eða eitthvað. Það sem ég er að pæla, að því að þeim tíma, þá var náttúrulega ekki samfélagsmiðlar, það var ekki internet og svona. Og þessi gæjar sem voru að gera þetta, þetta er náttúrulega rosa mikið náttúrulega kalla sig úr í þessu. Þú veist, Chevy Chase, Eddie Murphy og eitthvað svona. Þú veist, allt efnið þeirra í þessum myndum var bara í myndunum. Það sem ég meina með því, í dag, mikið af þessum grínistum erum með sitt eigi podcast. Og þeir eru kannski að röfla og randum eitthvað, kannski einu sinni í viku, í kannski 2 tíma podcasti, fyrir utan þegar þeir eru gestir í öðrum podcastum. Og ég er að nefna þetta því að í þeim podcastum kannski margt fyndið sér að segja, eða þeir komu eitthvað fyndið punkt, eða eitthvað svona gott joke. En mér stundum séu bara, eru þið ekki bara búnir? Svo leika loksins kannski ykkur í grimmit, og þá vantar bara brandara, eða skrifa grimmit, og það vantar bara brandara. Þeir eru bara búnir með allt efnið í ykkur öðru. Já, ég veit það. Þetta sé eitthvað til í þessu? Já, sko, alveg pottið. Það er pottið til eitthvað í þessu. Þetta er orðið, og það er líka bara grín orðið miklu aðgengilegra í dag, út af öllu. Þú veist, þú bara með eitthvað, bara með þig, getur bara búið til eitthvað Instagram og þú er bara fyndið þar og það er bara fyndið og með hlegið alls konar hlutum hinga og þanga, sko. Þannig að þetta verður kannski svona eitthvað ferskur brandari er eitthvað sem þú kannski sást áður eða heyrst áður, eða séð áður. En síðan finnst mér bara lítil endurnýjun í grínleikurum. Já, engin svona ungur. Ég meina Seth Rogen og sú grúpa, Jonah Hill og þessi gæjar, skilur, komið Superbad og þetta, það einhvern veginn svo, það hafi verið líka svona síðasta nýja kynslóðin, skilur. Það er rétt hjá. Þú veist, þannig að hverjir eru í dag bara eitthvað fyndnir tvítugir, eða 25 ára, skilur, hvað leikarar eru þar sem eru bara eitthvað fyndnir? Geta kannski leikað eitthvað fyndið, ég veit það ekki. Mér dettur ekkert í hug. Nei, mér dettur bara ekkert í hug. Það er ekki einhvern veginn, og þess vegna held ég aftur eins og ég segi, skil eiginlega ekki okkur Hollywood er ekki að gera eitthvað með þetta, því að þetta er hægt að búa til mér, hvað er ný Superbad mynd bara, ný eitthvað svona high school, eitthvað bull, bla, road trip, hangover, þú veist, þú getur alltaf gert fyndna hluti úr þessu, þú veist, það er alltaf hægt. En það virðist vera erfiðara, því að, eins og segir, hver er unga kynslóðin, hver er að koma upp, að því að þú pælir í þessum áratugum sem ég var að tala um. Ég meina 80s, það er alltaf bara legends, Bill Murray, Eddie Murphy, John Candy, Chevy Chase, Steve Martin, svo komið 90s, Adam Sandler, Jim Carrey, fullt að liða, Chris Farley, Chris Rock, fullt að liða að koma, svo er við þetta, Jonah Hill, Seth Rogen, svo bara... Já, svo bara. Búið. Ég meina, eða Zach Galifianakis, sem var í Hangover, svo einn og einn, eða Melissa McCarthy, eitthvað svona fyndið, svo bara... En ég veit ekki, síðan held ég að sé líka kannski bara kemur aftur að þessu með, eins og við tala með pólitíkinu og annað, mikið af húmor, sérstaklega í dag, það er bara búið að banna. Finnst þér ekki aðeins, umræðan hefur aðeins orðið, þetta er aðeins frjálslegra, finnst mér í dag. En ég held að þetta hafi einhver sér stöðvað rosalega mikið af gríni, því að þú veist bara með einhverja grínmynd og að þú getur ekki verið mynd, þetta er bíómynd, þetta er fictional, þú veist, og megið gera grínað einhverju, öðru sinna að sé þá tekið illa í það, en ég held líka bara þegar þú ert með Hollywood sem er svona mikið, veist, að predika móti öllu svona, þá ertu líka í ákveðnu vesenni, sko. Þannig ég veit það ekki, ég held að vonandi, veist, kemur bara meira af gríni, góðu gríni. En ég meina, við kannski getum verið ánægð með það, við erum núna búin að ræða 3 myndir, ég meina Happy Gilmore 2, ok, hún er léleg, en hún vakti athygli og þetta var svona framhald af stórri mynd sem mörgum þykir væntum, og ég horfði aftur á hann eftir 2, fyrstu, að ég hugsaði mér, er hún kannski bara drasl? Fyrsta er ennþá fyndin. Happy Gilmore 2, Naked Gun og þetta Good Fortune dæmi, ég meina Naked Gun og Good Fortune kom allan í bíó, mér finnst það jákvætt, þannig að kannski, ég veit ekki, kannski næstu 2-3 árin, kannski eru að fá okkar góða greiðmyndir. Já.
Þú ert ekki Jú, ég vona það. Þetta bara, sko, í gegnum tíðina hefur verið rosalega mikið sem orðið breytt í dag og einhvern veginn búið að rótera upp og þetta orðið svo skrítið allur þessi kvikmyndaheimur því að þetta var svona, þú veist, þetta var alltaf svona kúrfur. Það kom allt í einu, ég meina þegar Scream kemur, bara Scream 1. Já. Þá allt í einu ruddi það, þá kom bara No Way to Die Illa Summer og komu bara allar, bara einhvern veginn þannig, þá bara einhvern veginn var það, þú veist, andinn, síðan einhvern veginn dettu það niður, síðan komu hann eða segi, einhverja grínmyndir allt í einu bara fullt af þeim, dettu það niður, spennumyndir, dettu það niður. Stórslysamyndir. Já, eitthvað svona, þetta alltaf eitthvað svona, en síðan einhvern veginn eftir COVID og í kringum COVID það einhvern veginn, þetta svona tvístrað öllu upp og sem kemur líka aftur að eins og segi, myndirnar hvað eru marga góða myndir á árinu. Ég er búin að vera að ræða hérna frá og tilbaka og það er lítið að góðu myndum sem eru bara eitthvað... Sem eru bara eitthvað geðveikt. Þetta er bara geðveikt, skilur. Bara, vá, þetta er gott. Og þá kemur líka aftur að þessum sem við rætt áður og í þessum þætti og fleiri, veist, af hverju mátti ekki vera styttra? Styttra þetta bara sjálf myndirnar? Já. Bara búðu til bara alvöru pop og kók bara 80-90 mínútur punktur, skilur. Af hverju þetta tósa þessa myndir í 2 tíma eitthvað. 2,5, 3 tímar. Þetta kostar allt pening líka, sko. Og síðan er þetta bara bölva fyrir bíó og síðan líka. Já, geta sýnt náttúrulega að fara í sýningar á hverjum degi, algjörlega. Það fara í sýningar, þannig að þetta er vesen fyrir þær, þetta er rosa margt sem vinnur með því að gera bara frekar styttri myndir. Ég man nú ekki hangover, sko. Ég held að það hefur bara verið svona eitthvað 90 myndur, sko. Já, kannski 100 myndir. Já, bara eitthvað góð keisla í gegn, byrja bara strax á ha-ha-hí eitthvað og síðan bara fyndið og síðan bara búið, sko, út með þig. En líka eins og þegar hún kom, þú veist að nefna hana, þér fannst ekki svo að það er búin að sjá þetta miljónsum? Nei. Þetta er svona, þetta er búin að sjá fullt af grimmyndum, svona þessi típa, þessi andlit, til leiðin svo að fá eitthvað svona nýtt. Eða bara svo þegar Borat kom, eða skilur, þetta er svona nýtt. Það er lítið að frétta í dag. Það er lítið að frétta allar í gríninu, sko. Og ég minn og það þarf náttúrulega kannski ekki endilega alltaf að finna upp, sko, þú veist, alltaf gaman að þú finnur upp hjólið, sko, eða þú veist, kemur eitthvað nýtt. Alltaf ný andlit. En það mitt kannski svo málið, ég meina, tölum eftir svona Jim Carrey sem er náttúrulega bara frábær grínleikari, skilur, og hvernig hann er bara líkamlega líka, hvernig hann getur byggt sig og bóklað og eitthvað, skilur. Þú veist, ég meina, þegar hann plastar sig hérna í, setur svona vakúmi hérna í, hvað var aftur? Það var hérna... Var það í... Yes Men, var það ekki? Var það? Ég held að. Það bara fór að segja já við öllu eitthvað. En eitthvað, hann gerir þetta, sem gerir þú þetta, þetta verður ekki líkt í að fyndi. Og það kemur þetta aftur að því að þú getur alveg tekið eitthvað grín. Það, veist, að því að grín er, sko, grín getur skipt kannski í það að þú ert með hangover sem basically mynd sem getur gerst. Hún getur alveg gerst, þetta er bara að þeir fara hann og drekka sér fulla og hann eitara fyrir þeim og það hefur bara lendið í einhverju ruggli. Hún getur gerst, skilur við. Síðan ertu með hina tegundina grínmyndun sem er eitthvað að það kemur einhver og gefur einhverja krafta og þú gerur eitthvað og það verður óslega fyndið. En að því að þú farir þessa krafta þá þarftu eitthvað svona Jim Carrey sem er ótrúlega liður eitthvað til þess að geta leikið það. Eða það er einhver álög sem lætur einhvern gera eitthvað, skilur við, og þá þó að sé kannski eitthvað svipað hefur verið gert áður. Ég meina, hversu oft farið við leiða og sjá einhvern renna á svelli. Þú veist, það er yfirleitt alltaf fyndið, skilur við. Þú sérði einhvern renna á svelli og hvernig hann er að reyna að bjarga sér og hvernig hann er í framan og... Classic. Það er bara classic, skilur við. Þú veist, tímalaust djók. Það er bara tímalaust djók. Það er bara einhvern veginn, og þó maður sé að reyna sjálfur hvernig þetta er bara djók og þú lærið einhvern veginn að þessu. Þannig að það eru þetta alveg tilfullt að djóki sem er tímalaust sem þetta blanda með réttum típum og annað. Og það er alltaf svona Superbad, ég meina, á sínum tíma, þetta voru allt no-name. Já, það er kannski aðeins að tala um. Mér finnst gaman að fá kannski eitthvað svona ný andlit. Ný andlitin, sem að, og það er eins og að því að ég er líka, að því að tala um eins og Scarlett áðan, sko, því miður er búið að misnota svolítið þessi andlit í dag og þau misnota sjálfa sig með því að taka þátt í verkefnum sem eru léleg. Já. Og bara býtu, þetta er bara eins og áður og er svo sem ennþá eins og meðan hérna DiCaprio, hann bara leikur ekki lélegri mynd. Nei, hann verðist velja vandlega. Velu bara rosa vandlega. Og ég meina, mér skrítið oft, ég meina, fullt af þessu liði, ég meina, Scarlett, það er ekki svona, þarfst ekki að peningunum að halda saman. Jú, bara getur, en okkur velur ekki betur. Já, þá er ég aldrei að leika. Já, þá bara ertu ekki að leika. En svo ég held að Denzel Washington hafi sagt það mitt að þú vilt auðvitað fólk svona fá hann ekki leiða þér og svona vilji meira. Bara svona, hvenær er hann að koma? Eins og þegar DiCaprio kemur mynd.
þá það oftast eitthvað svona, ok, hann komið mynd. Af því hann ekki 10 myndum ári. Eða Tarantino. Tarantino. Bara að koma ný Tarantino. Já, eins og þegar hann kemur loksum til sína nýjastu, eða næstu mynd. Það verður eitthvað svona event. Það svo gaman. Talandum, ég sá það ekki á listanum hér. Þú varst ekki með Mission Impossible á listanum. Það gleymdi ég henni. Ég held það. Eða ég las það ekki. En sást hana? Ég búin að sjá hana. Já. Jú, hún það. Hún hana? Hasa. Ok. Já, tökum hana þess. Já, tökum hana þess. Mission Impossible, The Final Reckoning. Hvað með það, Ásker? Sko, mér fannst þú skemmtileg. Ok. Mér fannst þú skemmtileg. Ég elska allt við, ég elska svona Mission Impossible myndir. Það er að meina, bara James Bond, Mission Impossible, einhver spæjar, einhver tækni, eitthvað svona bla bla bla. Mér finnst það skemmtilegt og eitthvað svona plott í þessu. Þessi mynd náttúrulega kemur henni bara á hárréttum tíma því að við erum bara að standa náttúrulega í þessu í dag að við erum að þróa AI sem eru henni bara í þessari mynd búið að átta sig á self-awareness og að fara að útrýma öllum. Já, sem við stefnum bara í. Já, þannig að mér fannst þú mjög, getur orðað að sjá, mér fannst þú mjög raunsæ, skilurðu sem, þú veist, ef þetta stefnir, þetta getur alveg gerst. Held ég, það sem þetta var ekki eitthvað svona nær þessu og þessu, þetta er bara með overpower sem að eðlilega getur brotinu eldveggi í þessum kjarnorkuríkjum og whatever, bara á núleitni. Já, þetta meikar allt sens þannig, Þannig að fyrir utan það náttúrulega þá, að því að hún getur gert þetta svo hratt, þá náttúrulega, ég var að taka spoiler á þetta, kannski gæst ekki alveg gert þetta switch þarna sem átt að gerast á bara ótrúlega hraða. Já, en lokin. Já, en ok, bara til ég að fyrirgefa það. Mér finnst hérna að því vorum að tala um bíó og alveg bíómyndir og annað, ég ætla bara að mér Tom Cruise frábær. Elskan. Og hann gerir sitt sjálfur, hvort sem það eitthvað sem þetta mjög yfir ekki. Þessi mynd var með minnst af þínurinn núna, þó að kannski... Hann á flugvélni, sant? Já, þó að hafa verið kannski stærst, en ég bara meina, það svona, þú veist, það langt atriði, svolítið mikið, einhvern veginn, en það gaman, ég meina, þú sérð, hvernig andlitið á hann með bara eitthvað að tósast til og þetta alvöru. Það virkar ekki í stúdíu. Nei, alvöru. Og þetta flott og þetta alvöru og allt það. Þú veist, þetta rosa stór mynd, þá ég meina, rosa mikið spektrum og það tekin út hana ein aðal personan og þannig að, hún miklu betri heldur en fyrirmyndin, finnst mér. Ekki sammála. Og þetta ekki sammála? Nei. Því mér fannst fyrirmyndin, ég held að rætta það þar fannst mér svo mikið að glompum. Þeir allt inn að hlaupa þarna, þegar, þú veist, og allt inn bara dettur út kommið. Þú ert að díla við þetta sama ofurafl og í 2 og, veist, bara eðlilega. Hann slekkur á því svona. Hann á ekki, en samt var eitthvað, Ethan, don't run. Þú veist, eitthvað svona, mér fannst... Ég ætla ekki að debata það við. Mér fannst miklu meira á eitthvað svona óraunhæfi og bara svona kjánalögum skrifum í fyrirmyndin. Ok. Og fannst hún alveg svona, þú veist, hún var að, tengja vissulega inn í seinni myndina, skilurðu, hvað var í gangi og annað. Mér fannst hún svona óraunhæfari, mér fannst þessi miklu meiri keisla, það var miklu meira, ég sett hann í gang og ég horfði á hana heima, ég sá hann ekki í bíó. Nú? Æ. Ég hefði haldið að fara hann í bíó. Já, ég ætlaði að fara hann í bíó. Síðan var ég búin að missa hann úr sal eitthvað 1 og 2, ég netti ekki. Og en þú veist, það eru fáir punktar í henni sem að mér finnst oft svona gæði myndum, þar sem þú basically getur, sérst, ef þú ætlaði bara svona, ekki að taka hann alla, svo getur stoppað og ég held áfram á morgun. Þú veist, einhvern veginn, það fór í nýtt atrið og þegar það atrið var búið, þá einhvern veginn kom ný og það var, þú veist, þá var ennþá kábóta að byrja hvað er að gerast þar og hvað er að gerast í landinu, þú veist, það sem að fóru að tala, finna gamla gæjan, þú veist, það var rosa mikið að mismunandi í gangi sem keyrði alltaf krossaði myndina, þannig að við fannst ekki gott að íta á pásu og taka hlé. Og það finnst mér oft svona, þú veist, það er bara keisla. Mér finnst hún rosalega mikil keisla og bara auðvitað vel gerð. Þá er að meina tökulega séð og leikaralega séð og bara að öllu. Þannig að mér fannst hún fékk miklu minna en hún átti, fannst mér skilið. Ekki mér. Mér fannst hún ekki að skilja mér. Og hún gekk eiginlega eins og ég var búin að giska á. Já. Fólk er bara komið nóg. Já. Langar í aðra?
Sko, ég til í, sko, mér finnst bara óþarfi aftur eins og með þetta að, sko, mér fannst það fara út í, sko, fyrir utanurinn þess að kannski hérna eins í lokinu, fara út í of flókna hluti. Þú veist, svona mynd, James Bond, Mission Impossible, þú veist, jú, hann má alveg vera hérna eitthvað, var þessi vondikallinn og eitthvað svona, eitthvað svoleiðsdæmi, en þetta orðið eitthvað rosalega djúpt og þungt og þú getur henni ekki verið bara með, eins og maður myndi segja, 12-14 ára að horfa á hana og hann skilur hana aðmennlega, þá finnst mér svolítið verið að missa hvað máli snýst. Þetta bara hasar, þetta einhvern veginn hangandi á einhverju drasli og skjótandi einhverju lið og keyrandi í einhverjum bílum og þetta bara hratt og eitthvað og þú þarft að ná í einhverju hluti, þetta svona bara eins og að vera læstur inn í einhverju hérna Escape Iceland skilur eitthvað, hvaða vísbending hérna þarft að tala við þennan og veist, þetta svona ligguð blanda einhvern veginn af, veist, einhverju svona Indiana Jones ævintýri, þarft að fara til Feneyja því þar hérna lykillinn að einhverju og veist, svona, þú veist, svona finnst mér að svona myndir eigi að vera. Tiltölulega auðveldar, mikið í gangi, mikill hasar, en ekki, þetta orðið eitthvað svona, eitthvað, þú veist, það þetta var svolítið flókið. Fyrir minna voru bara flóknar. Hvernig fannst þér tengja þessar tvær? Mér fannst þér reyndar í loki mjög skemmtileg tenging þannig alltaf við, þegar hann segi niður var ekki mynd 2 eða 3. Með Rabbit's Foot. Þegar hann fer nei og missi pennan á, það var gæi. Nei, já, í fyrstu myndi. Sem var rekinn. Já, í fyrstu myndi. Já, þeir tengið þetta líka við 3. Þannig að mér fannst alveg skemmtilegar tengingar. En því að, sko, síðustu 2 eru bara, þetta eins og einmynd. Þetta eins og einmynd, sko. En mér fannst það samt, eins mikið vera einmynd, þá finnst mér bara, eins og stundum við verið í þessum myndum, hvort sem var Harry Potter, þú veist, 1 og 2 síðasta myndin, eða Lord of the Rings 1 og 2, þú veist, þú ert einhvern veginn fyrri myndin, finnst mér yfirleitt alltaf í þessu, vera lélegri, þú veist, Harry Potter, að því að það gerist minna, það hefur verið að teygja lopan. Og það engin endir. Svona... Nei, og síðan fer hún inni og þú býður eftir næstu, en það rosalega oft sem einhvern veginn þú veist, að vera sparat í úrsið, eðlilega Hollywoodlega sé líka, þú vilt að klæmaksið og allt sé í seinni myndinni, sko, ekki að hún sé toppun og síðan bara eitthvað kreditlisti í seinni, sko, þannig að ég skil það af þig, en stundum bara þessi græðki að setja í 2 myndir frekar en eina. En þú veist, hefur frekar vilja hafa að því Dead Reckoning svona næst nýjasta myndin, ef það bara verið AI-dót og þeir eru bara að loka þeirri sögu þar, svo kemur það með, þú veist, síðustu og það bara verið svona standan og saga, það ekki frekar vilja það. Já, sko, ég hefði henni frekar vilja það, veist, mér fannst algjör óþarfi eins að vera, þú veist, búa til 2 svona myndir úr þessu, finnst það bara oftast ef vera að gera 2 myndir, eins og ég sagði það, mér finnst bara, hvort sem maður ævintýra myndir eitthvað, mér finnst alltaf bara, veist, þetta bara eitthvað sem varð allt í einu hæpi í Hollywood, bara Twilight gerði þetta allt í einu og bara fullt af liði sem fór bara alltaf í að skipta síðustu myndinni, síðustu bókinni. Já, Hunger Games og svona. Já, við verðum að klára þetta. Við verðum að græða meiri pening. Já, en hvað ætlar að gera? Ætlar bara að fara á seinni myndina? Nei, þú verður að sjá báðar. Þannig að þú búin að tryggja þér ákveðna aðsóknana bíómiða og þú getur meiri sem sagt ef fyrirmyndi færi einhverja lélegri gagnrýni getur allt sagt já, við erum að byggja fyrir seinni. Þannig að þetta gott business concept, sko. Ég var ekki að segja þú, mér fannst hún leiðileg. Já, mér fannst hún leiðileg. Og það sem ég fíl ekki við Mission Impossible myndirnar, að ég mikill aðdáandi þessa serju. Ég vil alltaf nýjan leikstjóra. Mestu mistöki sem Cruise finnst mér hafa gert með þessa myndir er að út með sama leikstjóra á síðustu 4 myndum. Eller að gera 4 myndir. Mér finnst það galli. Ég vil að fyrstu myndirnar, það leikstjóri gerir fyrstu myndina. Brian De Palma gerir fyrstu, John Woo gerir 2, J.J. Abrams gerir 3, Brad Bird gerir 4, þetta alltaf rosalega ólíkir leikstjórar. Og myndirnar eru ólíkar. Mjög ólíkar. Mission Impossible 2 hún ekki svona lík nummer 3. Nei. Og 3 allt öðru sem fyrsta. Nei. Það var þetta ferst. Svo farið Christopher McQuarrie, sem alltaf bara vinu Tom Cruise. Þeir eru bara eitthvað, hey, gerum bara eitthvað geggja saman. Og ég sé alveg fyrir mér með McQuarrie, að þið Cruise er svo mikið stjarna. Þannig að, Tom, hvað viltu að ég geri? Já. Ég vil hanga á flugvél. Ég meina þessi bara Cruise er bara leikstir þessu skiluru. Þeir gera síðustu myndum saman. Og þá verða rosa mikið. Same old, finnst mér. Og mér finnst bara fólk líka, sem kannski ekki endilega fylgjast með einhverju sérstöku leikstjóra á vali, en ég held að fólk hafa fundið fyrir þessu. Já.
þetta bara sama, ég er búin að sjá þetta, þess vegna aðsvonur ekkert góð. Trúi ég. Þetta snýst ekkert þegar Dead Reckoning kom út að Oppenheimer og Barbie hefur að koma út. Nei. Þetta snérst ekkert það. Af því að ef það verið málið, þá Final Reckoning tekið inn alveg fullt af peningum. En það gekk ekkert það vel. Nei. Viltu fólk sem komið nóg af þessu? Mér leiddist þegar ég horfði á þessu mynd. Mér fannst hún leiðinleg. Ég hata þetta AI-dót, alveg sem að hversu raunverulegt það Mér finnst það hundlegur vondikall. Og mér fannst gaurinn hundlegur vondikall. Ég man ekki hvað hann heitir að neitt. Sem bara hvarf meðlutina myndina í seinni myndinni. Já, það mín orð þessa mynd. Mér fannst það ekki skemmtileg. Já, þetta alveg áfællstóri. Og ég vil líka, loka orðið mín. Með þessar mission myndir, fyrir mér þetta ekki venjulegar hasamyndir. En mér síðustu myndir hafa verið rosa mikið þannig. Bara venjulegar hasamyndir. Ég vil fá atriði eins og í fyrstu myndinni, þegar kemur niður langlít og brýst inn. Þú ekkert séð svona atriðaður. Eða atriði í þriðju myndinni, þegar það farin í Vatikanið. Þeir eru sniðugir. Ekki bara sprengja og keyra hratt. Það svolítið það sem ég var að segja á þann í þessu að það ekkert sniðugt í þessu. Mér finnst svona myndir eiga að vera sniðugar, sko. Eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona dæmi. Hvað fannst þér cool, svona sniðugt atrið í þessari mynd? Í nýjustu, sem ekki í milljón öðrum hasamyndir svo þú sjá. Já, nei, sko, alveg saman á því. En þá urunni kemur bara svolítið að þessu plotti sem að mér fannst vel leyst. Þá ég meina eins vel leyst og það hægt þú, að því eins og, fílar ekki vondakallinn, sko vondakallinn náttúrulega bara aumingi, hann bara, hann var klár að því að hann hafi gerfugrindina með sér. Gerfugrindin bara passaði upp á hann. Finnst þetta ekki boring vondakall? Berðan saman með Philip Seymour Hoffman í þriðju myndinni. Já, sko, geðveikur vondakall. En sko, þess vegna segi, ef þetta hefði verið bara, en til dæmis eins og fyrirmyndin, þar rauninni veist ekki, þar þessi vondikall, skilur og þú veist ekki, hann virðist vera helviti klár, hann lætur sig hverfa og sést ekki á myndavélum og dóti af því að gerfugrindin að hjálpa honum með þetta allt saman. Þannig að þá verður hann svolítið vondikallinn sem kemur hann inn í þessa mynd og þá einhvern veginn fattaru, og það gerist ekki strax á fyrstu mynduna, það líður smá þegar þú áttar á því að hann í rauninni ekkert, hann bara að því hann með gerfugrindin til að bakka sig upp. Og þá einhvern veginn verður svona ákveðin skipting í því. Og þá einhvern veginn færði allt í svona bara, nýr vondikall í rauninni, sem var svo sem alltaf vondikallinn, gerfugrindin, en hún sko, byrju, og hvernig ætlar að berjast við það? Fæ ég svolítið svona, þetta eitthvað vopn sem þú ræður ekki við, og þá finnst mér það samt vera eins, sko, hvernig sem þú vilt dæma það sem leiðilegu vondikall eða hvernig sem að það eru skemmtilega leiðir hvernig eins og alltaf þess að fer hérna á eiguna, til þess að finna þessa þennan gamla disk með upplýsingum, þú ert í rauninni að fara að rauninni, hvernig get ég mögulega barist við eitthvað sem átti ekki geta barist við og mér finnst þeir leysa það nokkuð vel, þá er ég meina miða við það að þetta sé gervigrind og þetta sé, ef þetta hefði verið einhver vondikall sem bara eitthvað hérna, það bara, hvað, þú átti ekki breyki í þetta, en þeir ná þarna og það og þetta með kafbátana og rússar, skilur ekki, búa til ákveðin leik þar til að senda það á vitlausan stað og fannst það svona missionlegt, skiluru. Þannig mér fannst alveg, þess vegna eins og ég sagði, ég hafði gaman að öllu svona einhvern veginn plottinu og það skipti öllu máli, það var ekki hægt að búa bara til nýta því að hann dáinn eða drepinn í myndinni, hann svarti Ving Rhames. Já. Og þá ekki eitthvað bara svona, ég held ég get nú tekið við hans verki, skilur það var ekki hægt, og vondikallinn nær þessu eina stykki sem og það verður ákveðið svona, hei, þú lætur mig ekki fá þetta, ég með þetta og þetta og þetta og þetta ég veit ekki, ég hafði gaman að henni, en ég ég ber ekki einu sinni virðingu fyrir að þið hafa þótt hún leiðileg, ég bara En ég vil bara fá sem Tom Cruise loks að fara að gera, ég vil fá hann í eitthvað annað en Mission Impossible myndir. Ég nenni ekki lengur Tom Cruise aksjónleikara, að hann góður leikari. Já, en í hvað ef við pælum í því miður hefur Tom Cruise, sko, og það náttúrulega bara kemur aftur að hvað fólk getur verið oft skrítið og það gljóta þessu vísindakirkju brasi hann, skilur við. Ég meina, hvar hefur, að öllum hans myndum, skilur við, þá Top Gun og eitthvað svona getur tekið út en hann hefur rosalega oft, hann reyndir Jack Reacher
hann misheppnaðist, skilur við, hann einhvern veginn svona, Hver er spurningin þá að bara í hvaða hlutverk getur þú sett Tom Cruise, hann er hasamyndaleikari, Rain Man, The Firm, en Rain, Enter the Vampire, Já. Eyes Wide Shut, þetta er ekkert action-dót, Born on the 4th of July, já, vissulega, Tropic Thunder, já, þannig Já. fullt af myndum þar Já. sem hann er geggjaður. já, en sko, hann er svolítið hasamyndastjarna, Bara síðustu árum þannig séð. já, Þú veist, hann gerir alltaf ég meina, takk það bara 90s áratugum. já, Þú veist, gæin er í Days of Thunder, ég held að það sé 90s, minna sé 90s Já. mynd. Hann er í Top Gun, Top Gun 80s. Þú veist, hann er í The Firm, eins og nefndaðan, Eyes Wide Shut, hann er í Magnolia. já, Þú veist, gæin var að taka fullt af svona sjensum, leika í alls konar myndum eftir Já. áhuga leikstjóra. jú, reyndar, hann er þetta góðu punktur, sko. En mér er bara búin að gleyma þessu, Já, það er svo langt Það síðan er kannski ástæðan fyrir ég sagði það, sko. Það er alveg hálfpartið með að gleyma því. En núna til dæmis, eins og hann er að fara að leika á næstari, eftir Inarritu sem gerði Revenant til dæmis, Já, hann er að leika aðalhutverk í hans mynd sem heitir Digger og þetta er eitthvað svona, virðist eitthvað grín eitthvað. Ég er allan daginn til í það frekar en aðra Mission Impossible mynd og ég þetta fólk sér saman með það því að aðsóknin var svolítið eftir því. já, Herru, en við erum konir í 3 tíma. Ásgeir, mér langast að klára, ég er Já, ekki ná að við tala bara- helmingina sem við ætlaði að tala um. nei, Jú, kannski helmingin. F1, já, förum aðeins í, af því að Já. það er líka svona mynd, það samleikstur gerir Top Gun Maverick já. og hann Já, við heldur getum svolítið sama. Stumalega, já, afgreitt þess að tvær bara tildurlega satt, sko. Ég meina, mér fannst F1, mér fannst svo góð Sammála. og ég fór án í bíó og Geggjum bíómynd. já, og mér fannst skemmtilegt við það því að ég veit nú hvernig formúla virkar, ég har fylgst með formúlinni og mér fannst skemmtilegt að það voru hann hluti sem að ég er ekki réttir, skiluru, ég er ekki í formúlinni, það virkar ekki svona, þú veist, en ég fæði gaman að því að, þú veist, að það reglu bara úr svona pínu beigðar til þess að gera myndina bara eðlilega ekki fungera, hefði ekki það fungera öðruvísi. Þannig að ég bara svona overall hafði bara mjög gaman að henni og ég hafði ekki mikla trú á henni fyrirfram að geti búið til einhverja mynd þar sem að bíla kerra hring eftir hring. Það er erfitt. Já, ég veit. Þú veist, þannig að ég hafði gaman að því, þú veist, hans sögu og ég hafði gaman að Brad Pitt og ég hafði bara, mér finnst bara skemmtileg mynd. Kom út og bara svona, bara kom mér óvart. Bara, þú veist. Þetta er auðvitað svona íþróttamynd, þær eru alltaf auðvitað formúlumyndir. Já, já. Mér finnst það þræl góð. Mér finnst það bara, já, mér finnst það þræl góð. Ég var alveg til í að þessu myndunum sem er að ræða, þú veist, ég var alveg til í að horfa hann aftur. Ég líka. Og 100%. Og, jú, glimt síni að sjálfsögðu bara eins og öllum öðrum myndum, en ég hafði bara svona óról gaman að henni. En það held ég að það hefði nú sýnt sér svolítið, sko. Ég sé þetta, það hefur mikið verið að íta en ennþá, veist, Apple TV og, þú veist, það er svona, þú sérð einhvern veginn, það er svona einhvern ákveðin fílingur á því sem hefur oft verið að íta að því að það er gott. Og hún var hittari, sko. Já, Henni gekk vel. Já. Mér finnst það þræl skemmtileg, þetta myndi mig líka bara á, eins og með Top Gun Maverick, sem er að mörguleiti svona gamaldags blockbuster og þá ertu með, ég meina, Brad Pitt var settur í, reyndar ekki Formule 1 bíl, heldur að við tekið svona F2 bíl og breytt honum, sko, en hann er að keyra. Já. Og þú finnur fyrir því. Já. Og ég held að fólk fíli það. Einmitt, það er andstæðan við AI, þannig að tala með henni í byrjun þetta. Fólk vil meira af þessu. Pitt er sem alltaf skemmtilegur. Mér finnst gaman hvernig gerði svona Hollywood útgáfu af formúlinni. Já. Eins og þú segir, þetta er ekki raunverulegt. Nei. Þetta er svona Hollywood útgáfu af formúlinni. Ég er ekki mikið inn í henni en ég sé Netflix-þættina, minnst það geðviki, sko. Þannig að Drive to Survive. Og þetta er svona skemmtileg íþróttagrein, en svona skemmtileg bransi. Svona mikið peningar í þessu, flotta brautir, og fáir sem keppi í þessu. Ég held að fólk vannmeti líka svolítið hversu góð formið fyrir að vera í þessi gæjar. Þetta er svo ógeðslega mikill hraði á þessum bílum. Það er sturlað. Mér finnst það allt ógeðslega vel gert og mér bara leið vel fyrir horfan. Þegar ég labba út á bíónu, þá var ég bara í góðu skapi. Já, hún var bara vel gert. Það var bara feel good sumarmynd. Algjörlega. Þannig ég á mér hefuna henni. Við verðum að tala um Superman. Er það? Já. Ok. Af því ég veit, ég er eiginlega viss um það að við erum ósammála. Ég held að þetta sé svona Joker 2 hérna. Nei, það? Jú, ég held það. Ég held að þér að þóttum drasl. Mér fannst hún ekki drasli, mér fannst hún ekki, þú veist, það bara, fannst þetta bara
bara, sorry. Ég bara, Ok, þá tökum við hérna rökraðir hérna í lokin. bara, hvað í óskupunum var gott í henni, sko. Þetta spyrir mér alvörinni. Já, Þessi mynd tók allan að sjensa. tókur sjensa. Já, ég skal koma með nokkuð dæmi. Sko, ef hún tók sjensa á því að rústa heimilið hans, Hún tók sjensa. já, sem að, þú veist, ánáttúrulega er ekki að vera hægt, þá var það alltaf bara svona aðeins ég myndi segja að glimpsi í handritinu, bara hvað, þú veist, rústar ekkert eitthvað heimilinu hjá honum og hann veit ekki neitt að því. Skilur við, hann skreppur að heiman og bara finna hvað hann á heima, bara best kept secret in the world, sko, og bara finna hann, Ok. byrjum þar bara, sko. Og, þú veist, Mér varst þú frábær. Frábær, Ásgeir. Já, það. Já. Ég ætla mikill Superman maður, bara Já, ég bara, þú veist, í eðli mínu. í eðliðinu. Mér finnst bara alltaf, sko, mér finnst bara, þetta er rosalega erfitt að búa til, þú veist, þetta kemur aftur að því svolítið með, ég meina, Superman er fucking ofurhetja, sko. Þú veist, hann er, sko, ef þetta taka allar svo ofurhetju, þá er hann ofurhetja. Hann er bara overhead. Hann er ekkit eðlilega mikil ofurhetja. Og hérna, Þetta heitir hann Super. Já. Man. en þetta einhvern veginn, að taka hann einhvern veginn, þessa klippu hérna og hérna, að því sem foreldrar hans væri í raun og veru, sendu með skilaboðum með jörðin einhvern veginn og allir fara einhvern veginn að trúa því og eitthvað svona. Það er sjens. Það er séns. Já, Það er séns. sjens. Það er sjens. Nei, það er bara leiðilegt. Berðu saman, ok. Það er bara leiðilegt. Já, þér má alveg finnast það. Þetta er samt Þetta er sjens. ofurhetja sem er eins og að segja líka í myndinni, sem er bara búið að bjarga hérna bara jörðinni, marga oft frá einhverjum þvílíku tortímingu, sem hendur inn einhverju myndbandi að þér og það er bara, já, heyrðu, við ætlum að trúa þessu og það er bara bú. Veitu hvað meira trú, þetta er alvöru. Þau fara, já, en það er ekki alvöru þegar þau henda sig inn og hann segir bara, þetta er eitthvað falsað og þetta er Þetta er ekki falsa. Nei, en heimurinn fer samt allir á mótornum, sko. Já, af því að þau senda hann til jarðar til Já, þess að taka yfir. Já, en hann gerir það ekki. Nei, ég veit Já, það. hann er búinn að vera góður, þannig að allt í hennu, sko, Já, en þú fengir kemur bara eitthvað myndband og hann segir mér að þetta er bara eitthvað falsað. En þú fengir samt örugglega sjokk af því hann er það öflugur. Fengi sjokk? Er hann búinn að sína eitthvað að hann sé vondur eða? Nei, en Ég myndi bara strax kannski, bara, þetta er bara falsað. en kannski myndið þú halda ef hann var til í alvörunni, þú myndið kannski halda okkur, er hann þá kannski mögulega plana eitthvað eða hvað vitum við? Þá myndi ég bara með hugsaðan ákvæmlega svona, ekki fara með mótmálaskilti út á Ingólfstorg og gera allt vitlaust og bara grítan og bara, þú veist, hann er bara útskúfaður. En ég ætla að taka nokkuð dæmi núna. Já. Og það er ekkit að því að þú fílar ekki myndir. Nei, sko, ég er ekki það, hún er ekki hérna í einhverjum flokki hérna í þessu sem við erum að ræða, sko. Ég hafði alveg gaman að henni. Myndur þú setja hann á par við Fantastic Four og Thunderbolts, til dæmis? Nei, hún er betri. Þeir finnst nú alltaf, þú gefur henni það, þeir finnst þú betri? Já. Ok. Fannst hún bara, þú veist eins og ég er alveg saman og hún tók alveg einhverja sjensa í svona hinnar þessar áttir, sko. En mér fannst hún bara, þú veist, þessu hundur kjánalegur, sko. Það er líka sjens. Megasjens. Já, megasjens og mér fannst hann kjánalegur. Já, það er alltaf læg. Og síðan er hann eitthvað, ekki einu svona hans, systir hans á hann og fara að blanda henni eitthvað inn í þetta aftur, af hverju þurftur að gera það? Af hverju þurftur að vera með systir hans líka? Þetta er frankans. Já, af hverju þurftur að vera með hana? Það er eitthvað mynd með hennar næsta. Já, af hverju þurftur að blanda henni? Af hverju þurftur að taka ballerínu? Af hverju þurftur að setja hann inn í John Wick heiminn? Má hún ekki bara vera í sinni myndi? Má ekki bara vera einhver supergirl? Jú. Leif mér alltaf Og síðan á hún hennar helvítis hund sem var óþólandi. Hann var svona svo píanóið í One Bite frá náðu. Leif mér allavega að koma. Ég ætla að halla mér aftur. Nú er þú að róa. Já, ég er að róa. Ásgeir, þú er að róa. Ég vissi ekki að enda á mynd sem þú bara... Nei, ég alls ekki. Æstast yfir. Nei, mér finnst hún alveg bara fín. Þið finnst hún fín? Já, ég fór út af henni og ég var bara fínt, en þú veist, og rauninni, sko, ég ætla meira sér aðeins að draga í land og segja, sko, mér fannst hún, sko, að því ég hafði enga væntinga fyrir Superman, þær hafa verið svo lélegar, þú veist, þetta er Fannst það menn af stíléleg? Já, þetta er bara, veist, þetta er bara, já. En ertu Superman maður? Talandum, já, ég meina, ég er bara gamli Superman maðurinn, sko. Bara 78 bara? Já, bara, þú veist, þú bara leysir málinn og flýgur. Finnst þér þetta skemmtilegu karakter? Mér finnst það skemmtilegur. Ok. Hann er góður, hann einhvern veginn vill vel, hann er einhver ofurhetja, hann, 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 hann
Já, það er bara skemmtilega, en það er svona svo erfitt að gera, þetta eins og í þessum fyrri Superman-myndum og tala ekki mig, ég var að ræða Batman vs. Superman eða? Nei, við ætlum að ræða Superman. Nákvæmlega, þannig að því ég er að segja að það er svo erfitt í gegnum tíðina að gera, sko, að því að þetta snýst allt eins og varst að segja, orðið í dag hasar, bara sem vorum að segja Mission Impossible, það er bara einhver bardaðatri. Hvað ætla, þú ert með ofurheit í þessu Superman, það er erfitt að láta hann berjast við einhvern því að þetta er hann bara á hann að geta rústaður höllu saman og ég meina, hann var ekki að nota mikið til dæmis þessi leysiraugur sín í þessari mynd, sko. Hann er alltaf bestu sjálf á sig. Þannig að hann getur bara notað og bara, þetta er besta vopn í heimi, þessi leysiraugur, sko. Já, en hann er alltaf bestu klón af sjálf á sig. Já. Ok, má ég koma nokkra punkta? Já, komdu með það. Já. Þú ert bara, þú ert á næsta en ég er náður. En það er bara skemmtilegt. Ég vissi ekki enda svona. Kekjað? Það sem ég langaði að segja með Superman, ég var mjög skeptískur fyrst, að ég fíla alveg James Gunn, hann har gert skemmtilega hluti en líka hluti sem ég ekki fíla. Mér varst Guardians fyrsta mjög skemmtilega, ég fíla ekki 2 og ekki 3, til dæmis. Guardians of the Galaxy í Marvel. Og ég var hræddur að hann myndi gera bara Superman mynd sem væri bara hann nákvæmlega eins, auðvitað finnur að keima á honum, af því að þetta er James Gunn mynd. Það sem ég fílaði mest við þessa mynd, ástæðan ég er rosalega hrifinn af henni, og þetta er auðvitað líka smakkstættri að ég elskar Superman. Superman er næst upp á hans ofurins mín. Já, það er bara ein fyrir ofan, það er Batman. Já. Það sem ég er alltaf þótt áhugavert við Superman er... Batman ofurheit, já? Já, þú veist, já. Ok, hann er maður í... Ok, hann er ekki ofurheit, já. Hann er númer 1 hjá mér. Ok. Og svo er Superman númer 2. Já. Það sem ég er alltaf þótt áhugavert við Superman er að hann er með alla þessa krafta en hann kýs að vera góður. Af því hefur séð The Boys. Já, ok. Ef að Superman væri til í alvunni, þá væri hann eins og Homelander. Já. Hann væri ekkert Superman. Nei. En ástæðan fyrir hann er svona góður er út af Kent-hjónunum sem finna hann og ala hann upp. Og það sem ég elska við þessa mynd er að þessi mynd er klárlega ekki gera nefnd. Þú getur hata hana eða elska hana, þetta er klárlega leikstur með sín og hann er að segja eitthvað. Það er það sem ég fíla með myndina. Það sem hann er að segja, hann varpar alltaf fram svolítið þeirri spurningu, hvað gerir okkur að okkur? Er það genin eða er það uppeldi? Að það kemur ljós á foreldrar hans, líffræðilegi foreldrar, eru bara óþokkar, illmenni. Er það þannig í sögunni eða? Nei, það er sénsinn. Já. Þannig að Gunn hann er að taka smá sénsa. Það er séns, það er mega séns að taka kryptó og hafa hann svona stóran part af þessu. Það er mega séns að hafa myndina svona litrika og hún er áköplum fyrir sögum hún vera barnaleg. Mér finnst það vera meira svona fjölskyldumynd. Þetta er allt sénsar sem til dæmis, ég var að tala um með Marvel, þeir taka ekkert svona sénsa. Þannig að hann er að starta nýjum heim svona, með því að breyta svolítið upprunasögur hjá Superman. Hann gefur honum karakter örk í gegnum myndina, menn hann er ekki sami maður í lokinu og í byrjun, getur ekki sagt annað en það sé allan staðreynd. Og ég er ekki að selja það myndina, það sem ég er að segja er að mér finnst maður að verða virðan. Já, nei, já. Allt þetta, Já. og hvað setur mikið fókus á fóreldrarna sem eru í Kent-hjónin, sem eru ekki líffræðileg fóreldrarna en fólki sem gerðan er þeim manni sem hann er. Mér fannst það geðveikt, mér finnst það fyrsti leikstjórinn af öllum sem mér finnst negla Superman. Svona vil ég hafa minn Superman, sem bjargaði, þú veist, íkotna, skilur. En af hverju finnst þér eitthvað meira samt, við, sko, að því öllum Superman, sko, foreldra hans hafa alltaf, þessir jarnesku, þau hafa alltaf verið svona góð. Það var aldrei sett svona fókus á. Nei, kannski ekki svona mikill, það er sem er svart og hvítt. Já. Þú ert að tala af því að Jor-El, pappans og mammans, svona líffræðilegu, þau hefur aldrei í neinni bíómynd ekki verið sett upp vond. Nei. Þannig að þá ert ekki með neitt kontrast. Nei. Ef að þau eru góð og Kent-hjónin eru góð, fættist hann ekki bara góður. Já. Þannig að þú getur ekki sagt að því að þau hafa verið góð í hinum myndunum, það er ekki að sama í þessu. Nei. Og það sést best í lokin, spoiler fyrir Superman. Í byrjumyndarinnar, þá vill hann láta velmennin spila fyrir sig upptöku af fóreldrum, líffræðilegum. En í lokin, þá lætur hann spila upptöku af Kent-hjónunum. Mér fannst það flott. Mér finnst þetta fallegu boðskapur að þú getur svolítið skapaði þín eigin örlög. Þau eru ekki bundin í þínum líffræðilega uppruna. Þannig að þetta með overjumynd
sem að segja eitthvað og takur sensa. Mér finnst það þú allan að virða Já. og svo fílar það eða ekki. Ég alveg til í að kaupa þetta, sko. Og ég alveg til í að kaupa þessa punta að þú vilt, sko, horfa á það svona, en þá kemur kannski bara hitt sem ég var svolítið meira kannski að tala áðan. Þessar svona bara, sko, svona, veit ég hvort segja, handrita glompur eða hvað það en einhvern veginn svona bara, þú veist, eins og ég segi, þú veist, finna hann upp á jöklinum og þessi vonda pía einhvern veginn, hún sturla klár mér finnst þetta of einfalt fyrir mann sem að þetta klár og mikillinn Superman að einhvern veginn... Hann ekkert enda ógeðslega klár. Á hverju segir það? Jú. Superman? Er það ekki? Nei. Ég ekki sem sé vitt. Nei, menn hann felur sig þarna upp á jökli, sko. Já. Með heimili sitt á stöðum þar í jöklinum. Og einhvern veginn að finna það einhvern veginn svona fannst mér tiltölulega auðveldlega. Ok, þú mátt alveg fara rauk fyrir því. Þannig að svona, sko... Ég ætla ekki að debata það. Nei, en sko, að því að ég hugsi, þú myndir taka þessa punktar sem þú ert að benda á og svona, sko, ég held að, eins og þú segir, þetta er svona svolítið, eins og þú segir, þetta fjölskyldumynd, barnaleg eða eitthvað. Og ég held að hún segir, hún dettur náttúrulega í fjölskyldu, hópinn þarna. Og þá náttúrulega klárlega Krypto settur inn hann svona pínu stjúpitt svona stundum einhvern veginn, rústar öllu og flýgur á og kom ykkur í líf líka. Eitthvað svoleiðis dæmi, sko. Þannig að hann svona, sumi geta hata hann, sumi geta elska hann einhvern veginn, bara hvernig hann sem karakter, sko. Algjörlega. Þannig að svona, þú veist, já, eins og ég sagði það, fannst alveg, ég hafði gaman að því, það var ekki eitthvað mynd sem ég fór út á eitthvað svona bara, hún léleg. Ég var ekkit rosalega mikið sko, mér fannst hún vera svona bara eins og með allar ofurhetju myndir í dag þá einhvern veginn finnst mér alltaf svona ákveðin scenario, það einhvern veginn, annarkvort einhvern veginn þú ert geggjuð ofurhetja og það einhvern veginn brýtur einhver gluggan hefur og kemur inn og stelur bara top secret skiluru og þannig byrjar eltingarleikurinn, eða það einhvern veginn þú sopnar þarna eða þú ert einhvern veginn sprauta með, það gerist bara einhvern svona, bara til það einfaldir hlutir sem koma á stað hvernig myndin fyrir í gang og einhvern veginn hefði einhvern veginn viljað að væri kannski einhvern veginn aðeins dýpri saga í því í Superman þetta hefði ekki verið eins og þetta hefði það bara kannski ekki átt að vera hann upp á svona jökli eða whatever þetta skilur einhvern veginn en einhvern veginn, mér fannst þetta of auðvelt einhvern veginn að veiða hann út og koma á staðið einhvern veginn upplýsingum hann og annað svona, aðeins meiri dýft þar einhvern veginn en síðan kannski hefði það þá blandast illa sem fjölskyldu elementi, ég veit það ekki annað, eins og ég segi, mér varst þú frábæri sem mynd það er líka séns hvernig að byrja myndina hún byrja bókstala því að hann hrapar til jarðar og tapar bardaga þetta er Superman, það er séns ég er ekki að reyna að selja þessi mynd ég er að reyna það sem ég er að reyna að koma á framfæri er að mér finnst þú að vera full af hjarta, mér finnst þú að vera einhver boðskapur, leikstjóri sem er að reyna að segja eitthvað, leikstjóri að taka sjensa, leikstjóri með eitthvað sín, hvort þú fílaði ekki, það er allt í góð, það getur verið smekkstættir líka. Miða við mikið af þess að við erum búin að tala núna, eins og til dæmis Jurassic World, eða Ballerina, skilur, eða Marvel, þú veist, þetta er bara same old. Þess vegna fílaði ég hann í bóð. Og hún komur óvart. Ég fór hún að tvisar. Já. Wow. Tvisar í bíó. Herra, við erum sko, þessar var batterislaust, þín er örugglega batterislaust. Myndarlega þinni. Sendi gána ennþá í lagi. Herra, bara stutt. Mjög stutt ásker. Ég ætlaði að fara líka í sjónvarpsþætti. Ég hafði ekki tíma. Er eitthvað sem stendur uppur hjá þér? Að ég sendi líka svona listu sjónvarpsseríur. Já, einmitt. Það þarf ekki að vera á listanum. Eitthvað sem sást hún í ár, sem stendur upp hjá uppur. Eitthvað svona eitthvað sjónvarpssería, bara mjög stutt, þið verða að afsaka, bladra inn í 3,5 held ég, næstu. Sko, ég sá hérna The Beast in Me daginn. Ég var að klára það bara daginn. Já, mér finnst hún mjög skemmtileg. Sammála. Mér finnst hún eiginlega bara frábær. Já, hún var góð og búin að taka ekkert rosalega margar á þessu ári. Ég er ekki svona eitthvað, seri 1, 2, 3 og 4 einhvern veginn svona bara... Þú er ekki að halda áfram? Nei, ég langar bara, ég tók Dark Matter, var hún þessu ári, eða síðast ári? Nei, hún er hún ekki 2-3 ára? Geggjuð. Mér finnst geggjuð. Ég elska eitthvað svoleiðis og ég er náttúrulega... Það er komið 2. Já, það. Ég er mjög spenntur einmitt fyrir númer 2 af hvað heita? Hijack.
Nei, sem að geimverurnar að taka yfir jörðina með í augunum á, hvað hétt hún aftur maður? Já, Three-Body Problem. Já, Three-Body Problem. Ég sammála. Já, hlakka alltaf að fá að sjá það. Veist, ég hef mjög gaman að einhverju svona öðruvísi. Ég nenni ekki að horfa á eitthvað sem bara einhvern veginn ble, séri eftir sériu. Kláraðu Silo séri 2? Nei, ég er ekki búin að ná að klára það. En byrjar á henni? Sko, rúmlega það. Það gerist, ég er átt sko. Já. Það gerist ekkert í séri séri. Af hverju? Þú veist, séri 1 var svo góð. Mjög sammála. Og ég bara, gerist ekkert í 2. Ég er í svona þrjósku, eitthvað svona. Ég gafst upp sko. Já, ég held ég sé Ég horfði okkur að 5-6 þætti, ég er átt. Og sen er ég bara einhvern veginn. Þannig að ég ekki bara tróða mér einhvern veginn í gegnum það, en samt greinlega ekki, fyrst þú vart með þetta. Ég tók Alien Earth líka. Hvernig varst hún? Fannst hún ekki nógu góð, sko. Ég er náttúrulega mjög mikill Alien fan, en mér fannst þetta svolítið flatt. Og þá er ég að meina að, þú veist, aftur þetta, mér finnst þetta sniðugt konsept, þetta byrjaði vel og komið gameskipið og það hefði verið einhver intruder í því og eitthvað svona. En síðan einhvern veginn, allt sem gerist, ég meina, þessi eyja til dæmis, ég meina, þetta er ríkasti maður í heimi. Grilljónamæringur. Þau eru 3 eða 5 einhverju grilljónamæringur skipta með sér. Og öryggisgæslan hans að eyju var samt sko svona basically 20 til 25 hermenn og síðan bara einhverjir öryggisverðir og búið. Það var svona lélegt allt einhvern veginn í kringum. Varst ekki kaupið það? Nei, það var bara svo lélegt og síðan þegar einhver dýrin fór einhvern veginn að slepp út einhvern veginn og þau bara einhvern veginn, þú veist, það var svo, mér fannst vanta miklu meiri í, mér fannst þetta svo skemmtilegt sko konsept. Ég voru að fara að rannsaka dýrin og skemmtilegu karakterin hann af vélmennið þarna gæinn sem að einhvern veginn, þú veist, og svona pínu orðin sjálfstæður og þreytturinn á þessum gæja að hann skildi ekki alveg, þú veist, og einhvern veginn, þú veist, ég var alltaf að bíða eftir meiru, þú veist, hvað gerist, þú veist, ég meina, þetta var svona einföld, það var svona einföldun einhvern veginn, oft einhvern veginn, þú veist, og leikarnir margir góðir, mér finnst geggjaður var sérstaklega strákarnir sem voru svo miklu vittlýsingar að því að voru bara krakkar, þú voru bara börn eitthvað, mátti ekki eitthvað og sumi frá eitthvað og við lékuð það rosalega vel, það var skemmtilegt sko. Mér varst hún líka góð Já, hún var góð aðal en veist, það vantaði svona einhvern veginn, þú veist, og síðan fyrir þetta mail function einhvern veginn að ómikið allt meðvitund einhvern veginn hjá hinni stelpunni. Hún var alltaf bara eitthvað pirruð á því, vildi eignast börn eða í barn eða eitthvað skilur og með dúkkuna sín einhvern veginn með svona, veist, það var rosa mikið einhvern veginn, þetta er góð hugmynd og sem var nú ekki einhvern veginn tekin allavega, þetta er aliens, come on, þú veist, þetta á að vera meira einhver hasar, meira einhver eldingalöf, meira, eins og til dæmis þarna Það er samt ekkert alltaf. Nei, en það var samt bara, það var rosalega cool, þetta er eins og þegar geimveran sleppur úr búrinu og hleypur út allt og fyrir hann inn í partí því liðinu og slítur allt í sundur og þeir einhvern veginn eldar en ég bara meina það er þessar verur og hún sem veitið ekki, síðan einhvern veginn hún farin að tala við veruna hún eitthvað svona og var bara farin að skilja veruna og nei, sko, þetta eru gáfa verur. Sjáum hvert það leiðir. Það leiðir ekki neitt. Það kemur sér þetta. Nei, ekki séns. Jú. Heldur það? Það kemur. Ekki frekar en John Wick 5, sko. Ég held þetta hafi... Viltu veðja núna? Já, sko, ég vona það þá, vegna þess að þá ætla ég að hugsa að þetta hefði verið svona bara climax í því að byggja upp eitthvað meira sem er í gangi. Því mér fannst bara svona, þú veist, það var, mér fannst fullt gott, en mér fannst líka fullt eitthvað svona bara einhvern veginn þú ert ekki sannur heiminu þínum og taka einhver, þú veist, tala við hana, ok, þú tala við hana einhver ákveðin leiti, en hún er orðin, sko, hún er orðin meiri geimvera heldur en mannvera, þessi róbót þarna, aðal róbótin einhvern veginn, og bara, þú veist, þetta er gríðarlega ógn þessi alien, sko, sturluð ógn, sko, og þú veist, ég veit það ekki, ég er að ná utanum þetta, sjálfsögur fór ég gegnum þetta allt saman, þannig að ég elska bara aliens og allt það, en mér fannst bara ómikið af svona einhverjum glompum í, veist, þessi tilhörnastof og kjánalegt eitthvað, viltu ekki fara henni og gefa þeim að borða eða eitthvað og
læsist eitthvað hurðin og opnast eitthvað búrið, fer eitthvað inn, ælir á vélmenni og drepur það einhvern veginn og þau kom einhvern veginn og erfitt fyrir þessar leikara líka vegna þú ert vélmenni, þú ert ekki með tilfinningar, kemur samt einhvern veginn inn og svona, hann dauður, veist, eitthvað svona, þú veist, þannig að þú svona, og síðan ertu bara með einhvern veginn aðalgæjan, hann bara eitthvað sturlaður, mannlegur, sko, fáiti, einhvern veginn, og síðan ertu með hann Cyborg gæja, hennan svarta hana sem einhvern veginn svona, eitthvað, milli, eitthvað, þannig að ég svona... Það sem ég fílaði, þú er búin að ranta henni í þess að séri, ég ekkert ósamlega þessu út að segja. Mér varst byrjaði betur en endaði, Já. Og það alveg svona smá að þetta svona, en það sem ég fílaði rosa mikið við þessa séri, því ég mikill alien-maður. Mér fannst ég að fá eitthvað nýtt. Mér fannst ég ekki að fá bara aliens aftur. Nei. Eða eins og þegar Romulus kom út. Þeir voru bara að taka gömlu myndirnar og þetta var bara eins og eitthvað remake. Já, hún alltaf bara tóku bara alltaf besta og hendi inn að mynd. Já, og þú veist, ég er búin að sjá þetta alltaf áður. En í Alien Earth, ég er ekki búin að sjá þetta alltaf áður. Mér fannst alveg cool pælingi með þessa krakka. Já. Mér fannst cool að við fengum að sjá aðrar geimverur. Já, mér fannst það. Auga og allt það. Mér fannst það töff. Já. Það voru fleiri jákvæða punktar sem ég fílaði og ég er spenntur sér séri 2 að ég get alveg trúa að þetta gæti orðið með þess að betra. Já, sko, ég er að vona það, en sko, það er svona, eins og þetta er bara svo ódýra glompur, eins og bara með þetta security. Já, ég er ekkert ósammála. Þú ert bara með her í kringu, þú ert bara ríkasti maður í heimi eitthvað og allt inni bara þetta ná í þig og veist, hann var bara fann að hlaupa þetta sjálfur eins og... Já, ég er ekki ósammála því. Eins og Nornin, skilur, það er bara... Algjörlega. Veist, einhvern veginn svona einhvern veginn og... Já, og svona ódýr, að því að, þú getur gert þetta allt miklu betur, að því að það voru góði karakterarna og góð uppbygging á karakterum og bróðurinn einhvern veginn að reyna í mannlegu hliðin á henni og hún að reyna að muna eitthvað svona á fortíðinu og þetta var svona alls konar. Eitthvað? Já, en mér finnst líka að því að það kemur þetta aftur eins og John Wick, að ég var að segja að þú veist, af hverju að gera ballerína. Þarna skildi ég alveg, gæði sem gerir Alien Earth, hann var með eitthvað svona take, bara heyrðu, ég veit hvað ég myndi vilja gera og mér finnst það eitthvað svona tilgangur með þessu, ekki fullkomið. En þetta er það eins og ég segi, þetta er ekki alveg svona, hann er ekki að gera bara aliens aftur. Nei. Eða, hann er greinlega með eitthvað svona hugmyndu. Hörðu, ég var til að sjá þennan vinkil á þessari seríu sem við ekki séð áður. Eins og bara það að vera á jörðinni, það hefur aldrei verið áður. Nei. Þannig að þetta er allavega eitthvað svona nýtt. Ég fílaði þetta. Já, ég segi, ég fannst að byrja betur og mér fannst geggjað náttúrulega, þú veist, plottið með skipið. Þú veist, þátturinn sem byrjar og hann er að flýja og þú einhvern veginn heldur að hann sé einhver scumbag skilur og sen kemur í ljós hvað þetta var raunverulega og þetta er í skipinu. Mér finnst það svona true to itself sem aliens, eins og þú segir, og það allt saman. Mér finnst það skemmtilegt, þú grípur þau og ert búin að setja þau ykkur búr og ert að geyma þau og eitthvað svoleiðis. Security processorinn í kringu það allt saman fannst mér ekki nógu gott. Mér fann skrítið einhvern veginn, veist, konan hana vísindamaðurinn og kallinn vísindamaðurinn einhvern veginn, voru búin að búa til rosalega flott þessi vélmenni með þessum krökkum sem voru svona einhvern veginn gölluð, engar síður og veist, ég vilja sjá einhvern veginn öðruvísi, einhvern lagfæringar þar eða öðruvísi, þú veist, einhvern veginn þú varst komin í eitthvað svona rosa mikið frá, sko, eina sem var einhvern veginn í lagi þar var aðalpersonan. Því segi ég lægi þegar ég meina og líka það eins og þegar þetta Cyborgi er fara að stjórna hinum, þú veist, af hverju var hann ekki löngu búin að sjá það aðalvélmennið sem var að vinna fyrir gaurinn? Sko, mér minnir samt eins og hann hafi verið búin að fatta en það er liftið að gera. Já, nei, hann fattaði ekki strax, ég var eitthvað búin að fatta það en þú veist, hann var með, sást alla hvað var að gerast hjá öllum, þannig að stundum eitthvað, hvað er hann? Hvert hljóp hann? Hann fór eitthvað að hitta þennan, ok, þú veist þetta allt saman, með trakkar og öllum, einhver tímapunkti sem að slökna öllum trakkarunum, eitthvað svona, en það var svona... Já, ég þyrfti að vera nýbúin að sjá til þess að fara einhverja debate varandi þetta, sko. En ég er þakkláttur að koma í sería 2, og... Já, það veltast mikið á henni, ef hún er eitthvað drasl, þá er það bara svona, ok, en kannski geta það bætt ofan á þessar hugmyndir sem er með, af því að það er rosa mikið hugmyndum í fyrstu sér. Það er það, sko. Þú veist, og kannski of mikið. Skilurðu, þeir náðu kannski ekki alveg að klára þetta allt, en hann hefur vist með eitthvað plan, þannig ég er alveg til að sjá það. En mér finnst gaman þegar kemur eitthvað innspýting af nýjum vinklum inn í gamla seríur. Já. Eins og með Romulus, mér ást hún eða bara, ég veist, ég er búin að sjá þetta allt áður, til hvers að gera þessa mynd.
til hvers að gera ballerína, við erum búin, við getum endast talað, Ásgeir, ég er að setna ég þarf að heima og elda. Við getum nefnilega endalaust talað. Ég veit það, þetta er allt, ég held að þetta sé lengst í þáttu núna sem við Ef ekki bara slúta þessu? Jú, ég er svona rétt að kíkja hérna á þetta hjá þér. Kíkja á listan. Hvort það var eitthvað svona... Það er samt að ég fari og Já, þú getur haldið þú tekur sóló hérna monolog bara í lokin. Já, nei, ég held að þetta sé bara fínt í bíl. Það er fullt sem átt að ræða. Já, það er svo sem alveg hellingur, sko. Það er... En fólk elskar þetta. Þú kemur í heimsókn til mín og við ræðum þessar helstu myndir á árunni. Já, bara gaman að því, sko. Þetta er... Ég er spenntur næsta ári. Ég er spenntur Odyssey eftir Nolan. Já. Ég held að vera eitthvað cool. Já, ég sá traileru núna úr henni. Ég til í þetta. Og, já, ég meina, þetta er allavega bíómynd. Þetta er cinema experience. Já, ég meina, hann er gæi sem er að byggja skipin og skilur, þetta er ekki allt bara tölvugert og hann er líka að fara, þess að ég er spenntur fyrir, hann er að fara í svolítið fantasíudæmi, sko, að þetta er ekki bara, það er einhverju Cyclopsanna og einhverju hafmör held ég og guðir. Já, ég held að hann alla leið inn í þessu sögu, sko. Þetta er ekki bara einhver svona trójmynd. Nei. Þannig ég held að sé að fara í fantasíu hliðina. Já, ég vona það. Ég er til í það, af því að hann hefur aldrei gert það áður, Nolan. Herra Ásgeir, þetta var ógeðslega gaman. Slútum þessu bara. Þangað til næst. Ég fer heim að spila.